Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi mitt sumar. Við höfum þar sem við köllum svona einhverja sumarútgáfu. Ég held að það ekki alveg komið nafn á þetta hjá okkur. Og nú gestastjórnandi með mér Oddný Refusdóttir. Velkomin. Út sumarleg. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Gamalli skyrtu frá Guatemala svona. Það var reyna að hafa þetta litríkt svona. Og hör svo að lofti vel í hitunum í sumar eins og svona. Það nú bara mjög heitur dagur í dag nefnilega. Já, mér fannst vera tóltið... Já, það kom sól til Reykjavíkur. Örlítið. Ég var einmitt að tala við fólk í gær sem var á leiðinni út úr bænum að elta sólina. Ég sagðist alltaf að vera bara að bíða og hún kæmi hingað. Og hún kom. Maður verður bara að vera tóltið sumarlegur í sinni. Maður finnur svona fyrir það að það byrjaði að hausta. Það byrjaði að hausta? Já, það nú aðeins svona, byrjaði að dimma. Það ekki fyrir henni í ágúst. Það reyndar eiginlega uppáhaldstíminn þegar nótti kemur aftur. Þannig að maður tekur eftir því, sko. Þannig að þegar hún hverfur, þá hún svona, hún eiginlega læðaspurt, en svona þegar allt í einu kemur svona, og þá líka, ekki skáraviður á Reykjavík þegar það fara að líða á haustið. Haustin yfirleitt mild og góð, eða svona seinni ár. Sko hundadagarnir byrjað, þeir byrjuðu í fyrradag og ég held að þeir séu frá 13. júlí til fram á höfuðdag, 29. ágúst. Og þá gömultrú held ég að það haldist cirka svona sama. Þannig að Jörundur var komin til valda fyrir hundadagana. Ég held að það hafi verið í lok júní. Heldur ekki upp á byltingadaginn? Ég held að það sé 25. eða 27. júní. Þannig sem Jörundur hundadagakonungur lýsti yfir því að, hvað kallar hann þetta? Hvað kallar hann þetta? Mynduleiki. Dana væri uppsagður á Íslandi. Það 25. júní? Já, mér minnir það. Já, sem ég segi, maður þarf eiginlega að búa til alveg nýtt almanak, sko. Eða svona byggt á þetta. Mætti halda upp á þetta. Já. Maður kallaði það byltingadaginn. Var þetta bylting? Ertu í sögu? Nei, ég myndi nú ekki, kannski, já, ég heimspeki frekar, sko. Og til dæmis í dag ammælisdagur mikil svona eftirlætis heimspekings minns. Mér minnir það sé í dag, 15. júlí, Jacques Derrida, sem var að reyna að afbyggja allt. Gyðinga arabi frá Alsír sem bjó í París og las öll bók, alla heimspekihefðina út frá smáatriðum og svona litlum orðum og fetaði sig svona eftir slóðinni aftur á bak. Sá svona ýmsar skekkjur og var eitthvað að reyna svona afhjúpa fordóma og skekkjur í hugtakir og mammas var svo reið við hann að hafa. Heldur upp á drítadaginn? Já, ég geri það alltaf, sko. Sástu bíómyndina þarna sem að einhver servitur maður fór með fjölskyldu sína út í óbyggðir og bjóð þar og vildi hafna nútímanum og kapitalismanum og meðan hann hélt ekki upp á jólin en hann hélt upp á Noam Chomsky-daginn. Það dagur sem ætti líka að taka upp. 15. október líka afmælisdagur ég man nokkrar svona afmælisdagur Nietzsche-dagurinn, jú ég held upp á hann líka og já, alltaf. Það svakalegt lið sem byrjað að hampa Nietzsche aftur í dag. Já, það nú bara ekki, það ekki honum að kenna, sko. Nei, ekki frekar en Jesú, það nú margir sem hafa hampað honum. Ég meina það nú ekki hægt að kenna þeim fylgis. En ég man ekki hvort að Freud, talandi svona einmitt svolítið erfiða menn, þá Þetta alltaf einhverju kallaðjóðar, þá Freud held ég líka gott ef hann ekki í dag, eða hvort hann 15. október. 15. oft svona svolítið miklir dagar. 15. Það akkurat miður mánuðurinn. Já, og þá fæðast snillingarnir. Ég man nú eftir nokkrum samt afmælisdögum kvenna, en já, við sem ekkert fara út í það samt. Herðu, ég sá sem að við þurfum eiginlega að koma á dagskrá Rauðaborðsins, það var mikil úttekt í heimildinni stöðu þar sem við kalla sjálfstæðra foreldra.
að ná því hérna inn á Rauðaborðið. Já. Næstu, Við höfum nú verið erum við í svolítið- hægagangi þannig að það getur verið segjum næstu vikum. Næstu vikum, já, allavega með haustinu að taka skurk, en við náttúrulega fjöllum nú heilmikið þetta samt fyrir Jú, höfum gert jól það. og, já, En alla tíð hér við Rauðaborðið. Ha. Þessi hópur á nú heima hérna við Rauðaborðið svolítið. Já, við þurfum að hérna, og líka ég bara segi þetta því að ég held ég hafi eitthvað verið að kvarta hérna verið að RÚV hafi ekki talað við leigjanda í 4,5 ár og hvað verið lítið svona fókus á þessu og einstæðir foreldrar eins og það verið kallaðir. En þau hérna í heimildinu vildu kallaði sjálfstæði foreldra. Kom allstað fram í öllu rannsóknum sem svona hópur sem að býr við fáraleg efnahagsleg kjör og bara gott hjá heimildinni. Já, mér finnst það mjög gott, já. Ég var búin að lesa aðeins af því og þetta var svona frekar sláandi, en samt líka bara mjög kunnulegt allt saman og held ég sem mjög margir kannast við. Og ég var aðeins að velta samt fyrir mér einmitt þessari notkun, sko, það er mjög svona töff að segja, þú veist, kannski sjálfan sig. Ég er sjálfstæður, hvað er þetta, sjálfstæður? Sjálfstætt foreldri. Já, sjálfstætt foreldri, já. Það er þú átt barn. Já, akkurat, já. Þú ert sjálfstætt foreldri. Já. Eða einstætt foreldri. Já, ég reyndi einhvern tímann að fara svona og skrá mig inn á einhverja svona stefnumótasíðu. Þá einmitt fannst mér eitthvað púkalegt að skrifa einstæð móðir. Þannig að þá man ég skrifaði þetta sjálfstæð móðir. En mér finnst það svona svolítið skemmtilegt og sniðugt og svona pólitík í því. En á hinn bóginn er þetta náttúrulega bara þetta gamla heiti sem mér finnst ekki að megi gleymast samt. Einstæð móðir. Mér finnst það ágætt líka bara. Einstæð foreldrar voru öflug samtök. Stofnuði bara upp úr 1970 eða ég fæl fyrir þann tíma. Já, svo nú þarf að endur. Jóhanna Kristjánsdóttir rak af skörumskap tíma. Nú var það, já. Mest áberandi svona. En svo fór það einmitt yfir í svona á samfélagsmiðlum, þá er þetta einmitt, finnst mér svolítið að fólk hafi verið að reyna að gera lítið úr því að það sé einhver erfiðleikar tengdir þessum hópi. Það hefur verið svona tímabil þar sem að mæður og foreldrar einstæðar hafa verið einmitt að segja við erum bara sjálfstæð og þetta er ekkert við erum ekkert í reyndin réttindabaráttu og þannig að einhverju svona hópar snúast ofta bara verða hálfgerða stefnumóta síður held ég. Nei, einstæði foreldrar sem stefnumóta síða. Já, það kemur oft svona upp sko. Þú veit að meina einhverju hópa sem að það verið að Tinder eða eitthvað, svona eða einhverju hópa á Facebook svona. Já, ég var einhverjum hópa á Facebook með alltaf einhvern veginn og svo voru fólk að, sem sagt, segja það er alls konar til það ábyggilega til bara grasekkjur og grasaklar. Já, nei, það var svolítið svona átökum, sko, þetta var ekki heima hér, þetta heima hér. Hvað er þetta síðan sem að Bjarni Ben var á? Ég maður það nú ekki, sko. Nei, hún heitir eitthvað svona kvennarsnafni. Getur hún ekki Mattisson? Já, eitthvað svoleiðis. Eitthvað eitt yfirbútt. Nei, það er alveg ýmsar síður, sko. Ég er ekki að segja það, en ég held að sá tíminn sé komið núna að fólk vilji til dæmis tala þessa erfiðleika og sé tilbúið aftur í einhvers konar stéttabaráttu og svona réttindabaráttu, en vilji samt ekki fara í einhverja ímynd af henni lúpulegu einstæðu móðir með pókana. Það er ákveðin, þess vegna sé þessi notkun á orðinu sjálfstæð, það sé svona ákveðin kannski þurfum við bara berjast gegn þessari hugmyndum að það að vera fátækur eða ekki ríkur sé eitthvað lúpulegt eða eitthvað. Þetta er vandi sem að öryrkjarnir eru til dæmis með. Það kemur oft mikið löngun á þeim til þess að vera með svona herferðir til þess að segja að öryrkjar standi sér vel, segja sögur öryrkja sem eru hafa náð frama eða frægð eða fjö eða eitthvað slíka. Og þá er það hugmynd líklega svo að þegar að vera að tala öryrkja þá eru þeir sem eru betur settir, finnst þess að vera að draga sér niður. En þetta er sama á við aldraða. Þú sér það þeir sem eru framanlega í hagsmunabaráttu aldraðra eru bara að kvarta yfir skerðingum sem eru oft þeir sem eru með mestu lífeyrisréttindin. En fókusun er ekki hjá þeim sem hafa lítil sem engin lífeyrisréttindi og eru að lifa bara á engu.
og það veldur svolítið að því að það sem er út með hópa, það sem er ólík efnasleg staða, þá verður hættan á svo að hinn er betur settur kaffæri stöðu hinn að lagasettu. Kannski gerist það því á einstæðan foreldrum svona og eftir aldamót, ég veit það ekki. Eða líka þessir sem eru kannski baldnastir í sumum hópum og eru erfiðastir, þeir líka kasta svona skugga og taka athyglina frá öllum hinnum. Það gerist líka í mörgum hópum. Já. Nietzsche. Nei, ég fór nú bara að hugsa sko, einmitt kannski, einhver hópur innflytjenda frá einhverju þjóð sem kemur til lands og það standa sig allir vel og eru mjög leggja mikið á sig til þess að aðlagast samfélaginu og vera góður við börnin sín og vera góður í nærsamfélaginu og svo eru kannski einhverjir svona bara tuttar sem að komast á í fréttir. Kasta óorði á hópin. Já, kasta óorði. Þetta er þetta óorð. Það er í öllu það ekki. Ég meina það. Við ættum að vera nógu svona þroskuð að segja byrju verða trésmiður sem að rændi sjónum og verða með fordóma trésmiður. Við ættum að vera þú veist. Jú, en það er bara alltaf ef við fyrir að nota einhver orð. Það er bara tvíeggja sverð og segja þetta eru öryrkjar, þá er það, eða einstæðir foreldrar. Það getur verið bara mjög hjálplegt að búa til þann hóp, en svo fer það allt og ýmsir vilja vera í þeim hópi, en svo þegar fer að verða svona eitthvað kannski of mikið væl í þeim hópi eða eitthvað of miklu erfiðleikar, þá vilja menn ekki tilheyra þeim hópi lengur. Það er svolítið það sem við erum vandræðum. Það var bara spurningin hvort að það fólk verði ekki bara að fara, þú veist, ekki taka þátt í þeirri baráttu, því að ef að vera að tala um einstæða foreldra eða öryrkja, þá er verið að tala svona fyrst og fremst um efnahagslega stöðu þessa hóps, að hann sé veikar en annars þar og það bara kemur fram. Og ef að þú ert einstæð móðir með 6 milljónir á mánuði og býrði í Garðabænum og átt 7 bíla og það pirrar þig eitthvað þetta tala um hvað einstæð foreldrar hafa það bátt, þá finnst mér að ég bara ekkert að pæla í því sko. Þá ert ekki einstæð foreldri í þeirri merkingu sem að verið að berjast fyrir. Nei. En mér finnst líka, við getum skilið það að við getum kannski ekkert verið að búa til hópa þar sem allir passa fullkomlega inn í. Nei, en það er heldur ekki þannig sko. Það er verið að tala um einstæða foreldra. Þá er verið að tala um það sem er sko sérstakt við þennan hóp. Og þetta er nafngift á hópi. Þetta er ekki sko útskýring á hverjum einum einstakling inn í hópnum sko. Sama með öryrkja, þeir eru ótrúlega ólíkir. En líklega þegar við erum að ræða þá allavega í svona efnahagslegum tilliti, þá er verið að tala um sko að þeir geti ekki verið á vinnumarkaði og það landi ekki afla tekna, að þeir þurfa að lifa af örorkulífeyri. Þeir hafa gríðarlegan kostnað út af sjúkdómi sínum eða fötlun sem þeir fá ekki bætt og þeir eru sko fyrir utan sjúkdómi sína þá eru þeim í mörgum tilfellum þröngvað upp á þá sko fátækt og svo félagslegri einangrun sem að oft er tengdar í fátæktinni heldur en sko fötluninni. En svo þurfum við kannski í samfélagi sem að stöndum í þessu að vera bara þrýsta fólki ofan í fátækt að við förum einhvern veginn að réttlæta með að það hefði ekkert betra skilið að öryrkja síðu svona og geti sjálfum sér kennt og séu leiðilegir þeirri hringinu út af sögu og séu að peksa eitthvað sko. Þannig það er alls konar svona fordóma sem eru bara til þess að réttlæta sko hryllilega meðferð á okkur hópum. Já, ég man nú bara eftir nokkru viðtölum við Rauðaborðið inngildinguna og bara skilgreininguna á orðinu fötlun til dæmis, eða skilgreiningum yfirleitt á svona skilgreiningar á hópum, hvenær þær eru mjög hjálplegar og skipta bara höfuðmáli, að koma auga á það sem sameinar eitthvað fólk í réttindabaráttu og svo hvenær það einhvern veginn getur farið að aftra framganginum. Já. Eða fólk upplifir það að það sé ekki að það tilheyri, ég menn það er nú svolítið algengt í dag að fólk upplifir að það eigi ekki heima í einhverjum hópi. Það er vegna þess að það getur ekki samsamast, það getur ekki krossa við allt sko, eða vill eiga þær heima bara rétt stundasakir, eða fólk segir ég er kannski í þessum hópi en ég er ekki endilega, það er ekki mín ímynd að vera. Nei, það sem fólk er að svara, að segja, já, ég er einstætt foreldri, en ég tengi samt ekki við þann hóp
og ástæðan þá svo að það einhver mynd af hópnum sem er bara fólk bara með fátæktar og sem verður að neita börnunum sínum eitthvað sem að börnunum þykir sjálfsagt og samfélagin þykir sjálfsagt og þú upplifir það að þú setja bregðast foreldraskyldu þínum af því að það er þröngvað upp á því bara óbærilegum félagslegum aðstöðu þar sem að þú getur ekki unnið af því að eiginlega borga sig ekki af því að þú þarft að borga svo mikið í pössun til þess að geta unnið og þú lifir í samfélagi þess og þarft eiginlega að vera í 1,5 eða 2 vinnum til þess að geta haft það af og ef það eru 2 sem að búa á heimilinu og þú bara býrð ein og þannig þú ert dæmd í þessu og svo eitthvað svona einstakt foreldri sem hefur það svona betra og ég tengi ekki alveg við þetta. Það sem viðkomandi að svara eru fordómar samfélagsins gagnvart fátæktinni. Þannig að viðkomandi að ýta sér frá henni. Og þess vegna ég að segja kannski bara lausnin á þau við bara hættum þessu. Og fólk getur bara sagt, já, ég tengi bara mjög vel við þetta, fullkomlega, geta skilið þetta. Og ég ætla að taka upp baráttu fyrir þessa fátæku einstæðu móður. Því ég átta mig alveg á því að leiðin til þess að verja minn hag er að lyfta henni upp. Það er ekki minn hagur á því að ýta henni frá og alltaf fara að verja minn hag sérstaklega prívat eins og ég sé einhverju nýfrjálshyggju sem allir eru að hugsa um sinn eigin hag. Þú þá talað sem þarna þessi einstæða móðurna, vel efnaða í Garðabæ? Eitthvað svona. Það gæti verið betur settur eldri borgari, gæti verið betur settur leigjandi. Þetta er líka hjá leigjendunum. Ég myndi gjarnan vilja einmitt að þessir einstaklingar sem eru allt bara fjárhagslegar og allt annars konar myndi vera áfram í samtökunum. Já, þá þurfar ekki að ýta hinum í burtu vegna þess að það leiðist hvað talað illa leigendur að við séum öll einhverjir fátaklingar og eitthvað svoleiðis. Nei, og ekki heldur þá þessir fátæku sem eru réttmætir píslavættir eða þannig skilur fórnarlömb að þeir fari þá að ýta hinum út að þeir séu ekki nógu bátt að þeir séu, það gerist líka alveg. Hvenær gerist það? Það gerist bara alveg rétt. Jú, í öllum hópum. Þá er eitthvað mér finnst það vera svona millist þetta væðinga í allra baráttu, Í meðal aldraðra, verkalýðshreyfingin bara var tekin yfir af starfsfólki verkalýðsfélagana. Vildi ekki hafa verkalýð með? Já, ég veit ekki svona alveg raunveruleg dæmi, en ég bara er ennþá í þessu svona dæmi, ég sé bara fyrir mig hvað veri áhugavert að hlusta á samræðu þessara 2 einstaklinga sem eru, skilur með fullri virðingu, bara fyrir reynslu hvers og eins, að þá það verið svolítið merkild að sjá. Þessi manneskja sem er ekki á barmi fátæktar eða í fátækt hefur samt eitthvað fram að færa til þessarar greiningar á því hvað er að vera einstæður, hefur samt upplifað það að vera einstæður. Nógu mikið til þess að taka þátt í baráttunni. Til dæmis út frá einhverjum öðrum fórstum, út frá félagslegum fordómum eða út frá félagslífi eða út frá einhverju sem væri þá áhugavert að fá inn í samræðuna en augljóslega myndi fyrst og fremst svona hópamyndur vera í kringum kerfið og í kringum fjármálin líklega. Stöðu verðsetta. Já, verðsetta, já, maður myndi aldrei fara að hugsa út frá því sem hafa það gott, auðvitað ekki. Og við lifum í þannig samfélagi sem að gera það. Við lifum svolítið í þeirri samfélagi sem að gera það. Jú, ég bara, ef við skildum hafa valdið hér í dag til þess að kalla til þessi samtök, þá myndi ég ekki vilja, við myndum kúvend alveg þannig bara hugsa út frá þeim. Það getur vel verið að þurfa að hugsa út frá þeim, sjálfsagt þarf að hugsa réttindabaráttu út frá þeim sem hefur það allra verst. Bara sjálfsagt þarf að hugsa, það er útgangspunkturinn. Það sem er mest bílað, byrja að gera við það. En að hafa samt hópir, það sé ákveðin margbreytileiki í hópinu samt, ég held að það sé ákveðin. En það var nú gott að enginn beint að biðja okkur að skilgreina þennan hóp eða þessi samtök akkurat þennan núna í dag. Nei, það fórðra. Já. Ég held að þegar ég var ungur maður og bara unglingur, þá var efnaðsleg barátta einstæða foreldra mjög áberandi. Og myndi ég segja, fram til 1990. Ég held að það bara fjaraði út, þetta var eitt af þessu sem að fjaraði út í nýfrjálshyggju tímanum. Að þá fór svona fátækt eða efnaðslegir veikleikar svolítið út í Og kannski önnur mál komum bara inn sem að þurfti líka að berjast fyrir. Og
Ég held að barátta einstæðra foreldra hafi snúist annað, svo bara dóu þau samtök. Kannski komið tími til þess að stofna bara samtök sjálfstæðra foreldra. Og því að það þarna, þetta náttúrulega gríðarlegt réttindamál fyrir börn. Að börn eiga rétt á að að búa við svona sömu gæði, hvort sem foreldrarnir, hvort sem búa heimili þar sem eru 2 fyrirvinnur eða 1. Og ég held að sé til dæmis af hverju ættu einstæðir foreldrar ekki að fá persónuafslátt barnanna sína í skattinum. Að allir hafi persónuafslátt gagnvart skattinum, væri bara sjálfsagt krafa sem myndi bæta svona stöðu ekki bara einstæðra foreldrar, heldur líka barnafjölskylda. Það verður ekki að taka upp svona nokkrar svona baráttumál sem að gætu bætt stöðu þessa hóps og bara sárlega vantar. Það vantar öflug samtök leigjenda, öflug samtök innflytjenda, sjálfstæðra foreldra. Það vantar öflugri baráttusamtök svona verðsett eftirlaunafólks. Þannig að snúist ekki bara skerðingarna sem eiginlega svona eignaréttarkrafa. Mætti bara vera krafa félagslegt réttlæti. Herðu, en að því nefndi heimildina, þá var ég að lesa Lestu Moggann. Það eiginlega gert ráð fyrir það fólk sem að vinnur að lesa Moggann. Það lestu ekki Moggann? Nei, ég lest, ef það allins eldgos á leiðri, þá tek ég eftir að Mogginn bestur. Hann með svona, kannski miðja nætur, með einhvers konar eldgosavakt. Þá kann þetta ennþá? Já, þá les ég Moggann og ef það eitthvað svona mikið líku við, þá fer ég alltaf að tjekka Moggann og svona hvernig Mogginn tekur á því. En nei, svona það ekki inn í minni daglegu rútínu. Það var alltaf svona, það var betri í þessu í Kanada, ef það var mannskett sjóslys eða eitthvað, þá dekkaði Mogginn það betur en allir. En svona í hversdaginum eða vita svona ástandi í samfélaginu er Mogginn alveg glötu siglingabók, Þú siglir bara upp í fjöru. En byrju hvað akkur varst að pæla í Mogganum? Því ég sá að viðtali við Pétur Ármannsson sem var að kvarta yfir þróuninni í byggingalist sem er svona gegnum gangandi ég ekkert ítti á eitthvað takka á Facebook, þannig ég fæði svolítið mikið af svona fólki sem er að kvarta yfir módernisma. Og hann er eiginlega að tala um það líka. Og ég tók eftir að það var svona styttri útgáfa sem var sett á MBL. Það sem hann var eiginlega kvarta yfir því að svona mannlegi skali væri farin út. Og byggingalistinni. Já, og skipulagi borganna. En það er bara alltaf gaman að heyra hvað hann Pétur hefur að segja. Þannig að það var nú svona efni í eitt viðtal til dæmis. En hann er svo sem víða, hann er í Mogganum og RÚV en mér finnst þetta með mannlega skalan áhugavert. Að við sem að smíða umhverfis sem að við pössum ekki. Einu sinni þá var ég að keyra í Noregi og gisti á milli eitthvað af þessum fjörðum. Maður fer alltaf svona rosalega há fjöllandi, sérstaklega maður fer svona svolítið norðarlega, eða svona norðarlega í Vesturlandinu. Það minnka fjöll eins og þegar maður kemur enn norðar. En eina nóttina þá gistum við í svona mjög hátt uppi, bara eiginlega í svona fjallakofa og maður fann það alveg að það var bara öðruvísi, bara bragð af súrefninu. Við vorum einhvern veginn svo og svo vaknaði ég morguninn og horfði svona yfir og það var svona morgun þoka eða hvað þetta myndi kallast yfir öllu. Og svo þessi gríðarlega hái fjöll og þá hugsaði ég, hérna hafa sögunar okkar tröllin orðið til. Því að raunverulega þetta er ekki landslag í mannlegum skala. Þetta er eiginlega fyrir, þau sem eiga þetta svæði, er fólk svona sem er allavega 14 metrar á hæð, Það er bara, ég er bara eins og, ég á ekki heima hérna. Það er svona að mannlegu skali, maður getur upplifað hann. Ég held að segja, annað í sambandi með mannlega skala, eins og labba ég frá París til Bordeaux. Og þá kom ég náttúrulega inn í svona bæi. Og stundum kom ég inn í bæi og þorp, bæi og jafnvel borgir, Það sem að höfðu ekkert breyst svo mikið bara í
einhver 100 ár sko. Allavega þú svona skipulagi og aðkoman og þannig að ég kem bara labbandi af einhverjum stígum, gömlum stígum og yfir einhvern akur og... Gafstu í pílagrímsferð eða? Nei, ég var bara að labba, ég var bara að labba með til heilsu. Það var, já, og og þá kemur maður inn í svona útjaðar bæjarins og svo grípur eitthvað svona aðalgatamann og maður berst niður að aðaltorginu og þar er svona matarmarkaður og kannski kirkja fyrir andan og maður bara fullkomlega mannlega skala, þannig að maður líður bara inn fótgangandi, það eru bara í alla tíð í sínu venjulega umhverfi. Og ég var þessu tíma svolítið mikið að hugsa um mat og svona hvernig það væri dreift og komið til fólks og þannig að þarna var yfirleitt sko slátrari og grænmetissali og bakari og ostabúð og eins og þú þekkir, þú erum búið í Fraklandi. Dásamlegt, já. Dásamlegt. Og kaffihús og einhver selskapur og ég var ekki nógu sunnanlega til þess að fólk væri í Boccia úti á torginu en það var svona einhver svona félagsskapur líka. Þannig að fullkomin næri, bara félagsskapur, eitthvað fyrir magan, eitthvað fyrir andan, allt á okkur svæði og maður bara líður inn í bæinn og svo á öðrum stöðum þá hafði verið breytt og ég rakkaði oftast til þess að það hafi verið sett svona stórmarkaður í útjaðir bæjarins. Af því að það er kannski bær sem að þjóna fólkinu sem býr þar og svo sveitunum í kring. Og sveitin þar í kring koma inn í bæinn og vesla og svo dettur einhverjum í hug, kannski einhverjum sem er bara í business, að setja stórmarkaði í jaðar bæjarins. Ég sá þetta eiginlega fyrst sko einmitt í sömu ferðinni í Noregi. Það var er ekki Molde sem er kallað blómabærin. Alveg fáránlega svona fallegur póstkortabær sko. En eiginlega þegar maður fer inn í, maður sér hann alveg svona leifar af honum einhvern veginn. Maður skynjar sko horfna fegurð. En hann er einhvern veginn dauður. Og þar er svona stórmarkaður á jaðrinum. Og það sem gerist þá er að þá kemur fólkið úr sveitunum og verslar í stórmarkaðnum og fer svo heim, en fer ekki inn í bæinn, þannig það er ekki nógu margir til þess að halda sko miðbænum í þorpinu eða litla bænum á lífi, þannig hann svona deyr og bara slátræðin gefst upp og svo byrjar að loka og svo fólkið í bænum byrjar að fara líka í stórmarkaðinn og það er stórt bílaplan þar fyrir framan og það er að vera aðrein þarna og helst misla gatnamót og allt í einu og svo kem ég labbandi að svona bæ á mínum flötum og ég bara kemst ekki inn einhvern veginn, að það eru einhverjar hraðbrautir þarna og það þarf að vera grindverk fyrir hraðbrautunum og ég þarf að labba einhverja auka sko 7 kílómetra til þess að fara yfir einhverja brú til þess að komast inn og allt í einu er bara hinn mannlegi skali horfin út úr lífinu. Og það sem ég lærði á þessari ferði í Fraklandi er að í þeim bæjum þar sem að sko mannlegi skali var ennþá og gamla aðferðum við að dreifa mat og svona, að þar voru allir bara rosalega healthy. Maður sá ekki aukakíló, svona eldra fólki eins og mér, það er erfitt að safna á sig svona aðeins þegar maður eldist. En í bæjanum þar sem voru sko stórmarkaðarnir, þar voru bara eins og maður komið til Bandaríkjanna, bara í miðju Fraklandi. Það er bara eins og frá helvíti þessi súpermarkaðir. Ég hugsa að sé hægt bara að rekja ótrúlega hnignun heilsu og félagslíf, andlegrar heilsu og líkamlegrar heilsu. En ég sem sagt sé þig núna því þú sagðir, skautaði frá Noregi yfir Fraklandsari. Já, sástu sjálf að það ekki, þú varst komin á þú varst komin úr þessu mannlega skala og varst orðið svona tröllkall svona, já, ég sá þig einhvern veginn þar en þú varst svona tröllkall komin þarna og varst að reyna að komast inn í úr þessum komast inn í franska já, ég veit ekki inn í supermarkaðinn Frakland vera svona norður-Evrópsland sko. Mér finnst eins og að sko þegar maður kemur til Spánar og enn frekar til Ítalíu þá finnst maður að vera komin inn í eitthvað tempo það sem að hugsa, ég vildi ég væri ekki norður-Evrópumaður og gæti bara láta mig fljóta hann inn. Mér finnst það langþægilegast í svona lífstakturinn. Mér finnst það ekki alveg verið í Fraklandi sko. Nei, eins og vant og því að þykir úr Frakland sko. Já, ég myndi ekki vant úr Fraklandi, en það er alveg rétt svona að það vantaði svolítið mikið, það hefur orðið eitthvað mikið rof þar líka sko.
en ég veit ekki alveg hvort það mannlegu skali eða hvað það er og hvað það er nettflókið örugglega að greina það. En þessar kirkjur standa einmitt sem svona ótrúlega andrými og merkileg rými að maður geti alltaf farið þangað inn og bara eins og því ég var þar ein með stráki minn, hann mátti bara alltaf hlaupa frjáls sko, maður geti verið hræddur mann hleypi fyrir bíli eða svoleiðis, þannig að fara inn í þessar risastóru kirkjuhlussur. Ég auðvitað brýndi fyrir honum að sína svona kurteisi og hann var að kveikja kerti og var alveg farið að finna sjálfsagt að kveikja kerti fyrir Maríu og svona eins og við værum bara vel skóluð í kaþólskum sið. Já, ég held að Maríu sé alveg sama sko. En jú, ég held að Maríu sé kannski sama eins og hann benti mér á að þetta væri bara stytta en nei, það er bara svona að æfa það í sjálfum sér, þess að svona að lúta höfði og gagnvart einmitt þessum guðlega skala, svoleiðis bara. En þá, ég tók nú eftir að sko franskir vinir mínir upplifðu ekki þessa tilfinningu í þessum kirkjum sko, svona fyrir þeim var þetta bara svona svipað að koma inn í vondan súpermarkað verulega áminning eitthvað ofbeldi og yfirgang og svona þeim var það alveg rosalega skrítið að heyra mig tala svona fallega þessar kirkjur en þá var alltaf því ég var engum tengslum ég átti ekki þessa sögu og ég þekkti enga þannig að maður bara raunverulega nýta þessi svona rými því hann Pétur var nú, ég sá nú bara einhver fyrirsögn að tala það vantaði þetta andlega kannski líka í húsakostin en maður þarf nú að lesa þetta betur sjá hvað hann að segja. Já, ég fór inn í mjög margar kirkjur á göngunni. Stundum vera þannig að þú ert kannski að labba á einhverju slóða og það eiginlega bara akur, runnar þannig að ekki steinn til þess að setjast á þannig að maður aldrei tvisvar feginn fyrir en að maður finnur svona kirkju og þá getur maður farið inn og sest og það oft ennþá nætursvalinn ennþá inni þannig að kirkjur eru oft sko frábært svona rými fyrir fólk á ferð. Já, líka bara að sjá sér fólk sem gefur sanntrúa fólk sem að hendir sér á hnén og kannski fyrir að söngla og biðja. Þetta er ótrúlega svona leksía fyrir mann og dálítið skref, þú veist að Þetta var ekki bænheit? Hlunkast á, jú. Eða bænheit, ég veit það er nú kannski ekki. Þú biður? Ég er bara að reyna að æfa mig í bæninni. Maður er ekki svona, þetta er ekki manni svona, þetta er ekki alveg svona eðlilegt og yngróið hjá manni að skella sér á hnén koma inn í hús og skella sér á hnén á... Ég heyrði Biden forseti, hann ætlaði að biðja fyrir Trump. Já, fallegt á hann. Já, fallegt á hann. Heyrðu. Erum við ekki að fara að taka á móti gestum? Jú, það var annað því að ég er að vitna í svona fréttir að því ég var eitthvað að glugga í fréttir. Þú kannast við þarna svona umræða skólana og börnin. Já. Og sérstaklega drengina. Já. Það er líka eitthvað sem við ættum að finna til þess að tala Það er það er nú í Mogganum, svo ég vitna aftur í Moggan. Það var vitnað í Atla Vilhelm Harðarsson sem er prófessor á menntavísindasviði. Hann var að tala það sem eru svona stæðstu breytingarnar á börnum annars vegar snjalltækin sem að held allir svona auðvitað og svo sagði hann að síðan að vantar frjálsan leik að börn eru alltaf í einhverju skipulögðu starfi það er að fara út á götu og leika og ég veit ekki hvað það sé brenna út á götu eða kassabíl eða smíða dúfnakofa og það allt saman og það er farið já. Það er farið eða ekki? Jú, nema menn farið aðeins út í sveit og kannski námskeið dúfnakofa smíðar Þetta Já, mér veist þetta vera mjög hann lagði höfuð áherslu á þetta að það væri, að við verðum að hafa leikinn bara til þess að fá breyk ef við fáum ekki leik, þá verður svo kvíðinn og það er ekki alveg leikur eða svona allt undir einhverju skipulagi Nei Það er svolítið búið að taka leikina líka bara inn í auðvitað tölvurnar líka og inn í bíómyndirnar og eiginlega allt ég hef nú nefnt að ég er svolítið töðið yfir því þessar bíómyndir margar eða langflestar sem eru fyrir börn þau eru mjög mikið svona
það búið að gera þær fyrir, þetta væri miklu fyrir börnin, sko, og fléttan mjög oft svipuð framvinda myndarinnar, sko. Þannig að það býr ekki eiginlega til svona einmitt rými fyrir svona ímyndunaraflið og leikinn, finnst mér, bara að horfa á það, sko. Maður fær svona nett innulokun og kennt ofta að horfa á þessa myndir. Aðalatrið í Þrúbíó í gamla daga var náttúrulega í hlénu þá gat fólk hlaupið mörg börnin hófin að vera í svona stóru rými eins og bíónu voru og fengu bara svona víðáttubrjálæði að hlaupa og svo var náttúrulega virkur markaður, bæði með hasarblöð og leikaramyndir og þannig að í kringu bíómyndin það var sko svona eins og samfélag talað við franska torgið að það voru Þrúbíó náttúrulega bara eins og svona torg, sko. Og svo náttúrulega matur, kannski ekki hollur, en matur samt. Okkur vandur svolítið að hressa upp á torgin okkar og bíóinn og alla þessa samkomustaði og semsagt niðurstaðan þá félög, einstæðra foreldra og sjálfstæðra foreldra, félög og torg og samfélag. Já, og leikur. Og það það sem við ætlum að vera svolítið með í þættinum hérna í sumar að fá hingað gesti og leik okkur af samtali. Það ekki alltaf sem að við erum að fá hingað gesti til þess að pumpa þá eitthvað tiltekið mál eða til þess að leita eitthvað tiltekinni niðurstöðu, heldur ætlum að vera með svona samtölu sem við erum bara að spjalla. Já. Og það næst á dagskrá. Það koma hingað gestir eftir augnablik. Við erum búin að bjóða hingað Kristínu Völu Ragnarsdóttur, jarðfræðing, prófessor emeritus, Pétri Jónasinni, gítarleikara og Söru Ríl, myndlistarkonu. Skemmtilegt fólk. Já, ég hlakka mjög mikið til að heyri þeim. Herðu, við höfum örstuttli, svo koma hingað gestir. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Komið í sæl og verið velkomin í sumarspjalli hérna á Samstöðinni. Við ætlum að ræða svona daginn og veginn og sumarið og ég veit ekki, jarðhræringar, atvinnu, uppbyggingu og bara alls konar. Það Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og sérfræðingur í jarðvísindum og eiginlega doktor í Svartsengi. Hún komin til okkar, náttúruverndar, frömmuður líka, og Pétur Jónasson, gítarleikari, deildarforseti í tónlist í Listaháskóla Íslands og svona, getur líka titlað þig Eyfelling. Hefur eiginlega komið fram núna nýverið í fjölmiðlum að gagnrýna uppgangi, stórfelldum uppgangi svona í óþökk íbúa undir Eyjafjöllum. Svona atvinnu uppbyggingu og þá einmitt það Sara Ríl, myndlistar og leiðsögukona og rútubílstjóri sem ég veit ekki, síðasta verk sem ég sá eftir þig var, þú hefur gert mörg veggalistaverk í Reykjavík og kannski víðar heim, en það síðasta hét einmitt Hjól atvinnulífsins. Einmitt. Og mjög fallegt blátt hérna á Skólavörðustígnum í portinu við Eymundsson. Það svona falleg teikning og við erum búin að dreyma svolítið að fá þig oft til þess að teikna þegar við erum að ræða hérna við Samstöðuna stéttaskiptinguna og hvernig stéttaskiptingin orðin til eða alls konar svona, það alltaf verið að tala og alltaf verið vísaði tölur og prósentur. En ég svona hálf talabind og mér dreymir alltaf að sé einhver myndlistar maður á vakt sem svona teiknar upp einmitt eins og hjólatvinnlífis, teiknar þetta myndrænt. Þetta svona svolítið með illustration, sko, og mín tillaga þarna líka hjólið sem við alltaf verið að tala þetta hjól atvinnulífsins, það ekkert hringlaga, það mjög líklega eglaga. Og það stóri punkturinn á bakvið, þess vegna sveiflast það eins og sveiflast. En við erum bara svona í einhverju svona hugafarslegri villu að þessi hringlaga form. Þess vegna hagar þeir svona og ekki náttúrulega grunnformið alls. Ég meina svona hlutir eins og að þegar ég var tilbúin inn í móður minni, þá var ég með dætur mínar í mér. Þannig að hún var með þær í sér. Þannig að þetta svo falleg keðja, sko. Og svo samtengt. Og ég geri þetta verk með einum af svona þungavíktamönnum fjárfestingageirans. Þó
Þórði Magnúsinni hjá Eyrir Invest og í svona beinu samtali við hann. Þannig að það var líka mjög áhugavert. Sem hefur líklega verið í gríðalögum sveiflum á meðan að verkið var... Akkurat, og það speglaði rosa mikið hvernig Marel og hvernig Eyrir Invest var hvernig staðan var hjá þeim, sko. Hann horfði fram á það að tapa... Já. Allum. Og þetta var í fyrra, akkurat þegar það var að gerast. En hjólið svona þrívítt eins og egg? Eða að því að hjólur, maður sér alltaf myndir af hjólum svona tvívítt? Já, nei, þetta er... Þá er það alltaf kannski bara... Þú ættir að sjá verkið, endalausar hliðar, já. Sterkara, sko. Er það ekki tvívítt? Þetta er svona, já, verkið er svolítið eins og arkitektatekning, svona tæknitekning. Það er svona vísunin líka, af því að síðan eru elementi í verkinu svona tekin beint úr Marel. Ég fór í svona stóra svona rannsóknarferð þangað og veist, þannig að þetta er líka spurningum að það byrjar eitthvað ferli, það er hugmynd og svo þarf að fá eitthvað sérfræðinga, þessar 7 fagtegundir sem byrja síðan að ræða sín á milli og alltaf þegar það gerist þá fer alltaf aðeins allt í abstrakt hugsun aftur þegar það er svo mikið verið að leggja á borðið og svo er hægt að skýra það og gera teknitekningarnar og síðan heldur það áfram og ef þið horfið á verki þá er þetta færiband það er svona angi sem er úr Marel og Össur og þessi róbótangi er með egg í sér og er að reyna að hitta ofan í á réttum tíma eggjabikaran. Þannig að það á að vera hreyfing í þessu og svo ef þið horfið virkilega vel og kunnið að lesa myndlist þá er líka 9-5. Þannig að sem er náttúrulega eitthvað svona samfélagsleg sátt að þá erum við öll í vinnunni. Það kemur fram í verkinu að ef að Þórður og sonur hans og Eyrir Invest hefðu tapað öllu sínu og mist hlut sinn í Marel að þá hefði hjól Marel alveg haldið áfram að snúast án þeirra. Þannig að þeir... Þú meinar ekki, hefði áfram byrjað að sveiflast? Það er engu breytt fyrir Marel þótt að einhverjir kallar hlutabrefin í Marel skiptum eigendur. Það var bara verkafólki sem býr til verðmætin í Marel, er það ekki? Jú, sem vinnur frá 95 og það er svona kannski vísunin í verkalíðin og þessi klukkan inn og klukkan út. Og nei, þeir hefðu bjargast og haldið áfram að rúlla ekkert í svona sínar áttir. Og maður heyri rödd Dolly Parton, bara 9 to 5. Akkurat. En þurftu þú ekki svona sem listakona að ég með stilla einhverja svona andofsklukku inn í þér, þú veist, þegar þú varst svona mikið með fyrirtækjunum og þeir sem eru raunverulega kannski verkbeiðendur jafnvel, að setja samt, þú veist, hinn tímaskalan eða inn? Jú, sko, þetta er náttúrulega, mann langar alltaf að pota smá, en líka verið í samtali þar sem það er ekki árásargjarnt. Þannig að það er held ég bæði inn í þessu, bæði þessi fagra hugsun nýsköpunar, þar sem að margt fólk kemur saman með góða hugmyndu og þróar hana áfram og lætur eitthvað virka og það verður nútímalegt í einhvers konar vélvæðingu. Það er það sem að þeir og þau snúast svo mikið. En einmitt, síðan kemur þetta mannlega inn, þetta egg inn, sem er líka svo brothætt, sem er líka hvor kom undan, hænan eða eggið. Og allar það er spurningar, þetta er bara rosalega klassísk ljóðræn myndmál. Og feminist líka náttúrulega. Já, og bara þá er það náttúrulega undir áhörundum og þeim sem eru góðir í myndlestri að leyfa sínum huga að fara áfram og hugsa og skoða og sjá og skilja. Ég er með mitt, en ég get ekki stjórna hvernig þið byrjaði að lesa. Michelangelo var að pæla í þessu þarna þegar hann var í Sixtinskapellinni, inni í Páfagarði. Hvernig hann geti þjónað Páfagarði og sjálfum sér í leiðinni. Já, akkurat. Já, og er það ekki, menn eru alltaf að reyna að finna einmitt neista andofsins eða einhver svona skapandi hugsunar sem að sprengir af sér einhverja stofnun líka, heldur hann uppi en sprengir hann uppi. Nú ert þú, Pétur, undir Eyjafjöllum og þar eru svona hjól atvinnulífsins, svolítið, einhvern veginn eins og manni skildist þá komum bara svona hjól atvinnulífsins alls ekki egglaga heldur bara eins og einhver svona monstertrukkur. Verpa í annarra manna hreiður. Já, ég talandi egg og þá hænur, maður veit ekki alveg hvort hænan er bara komin alveg í full búin eða hvort þetta er egg, en sannarlega komin okkur í opnu skjöldu, til þess að skýra máli þá var kynnt svolítið skyndilega, mikið skipulag við Holtsós, beint undir Eyjafjöllunum, í mikillinn náttúruperlu
sem mjög sko viðkvæmt vistkerfi og hérna gríðarlega mikið fuglavarp og viðkvæmur gróður og kannski hugsanlega eitt af besta ræktunarlandi Íslendinga og það var kynnt allt í einu bara baðlón en ekki hvað. Það sjálfsögðu, mér er sagt að ég heyrði nú í Landvernd en í hérna Björgu Evu í gær á Sprengisendi að það væru 16 baðlón í skipulagi núna, eða þessast hugmyndir. Já, þetta líka í heimildinni núna, já. Síðasta eintaki. Og sko annars vegar þá, kannski þetta náttúrulega, þetta mjög metnaðarfullt og það mikilvægt að taka aftur fram sko, eða alltaf fram að það er ekki meiningin að standa á móti einhverju uppbyggingu, sko, hún er bara afinu góð, það allir að byggja upp eitthvað, sko, eins og fyrir austan, ég er nú bara búin að vera hérna í 3 ár, sko, hún keypti mjög fallegt lögbýli, sko, með landi og hérna, og býr svo líka í Reykjavík náttúrulega, en það er mjög athyglisvert að koma bæði sem gestur en líka vera orðin svona, kannski svona djúpt innvígður strax inn í samfélagið, því að við vorum, okkur var tekið á opnum örmum og þetta er mjög hérna fallegt og gott samfélag og það fólk búið að vera þarna frá örófi alda í rauninni, sko, fjölskyldu eftir fjölskyldu, sko, og bara mann fram að manni, sko, og konu fram að konu. Og þess vegna svo kemur þetta bara allt í 1, 2 og 3 og ég svona, til samanburðar þá er nú hérna nágranni minn sem er bara hinum með veginn, bróðir hans ákvað að fá leyfi eða biðja leyfi til að flytja lítið hús og setja á landið, sko, og það er bara pínlítið, sko, til að vera þarna á sumrin og ég fekk 40 sína langt bréf bara í posti frá skipulaginu fyrir austan, alveg með 10 vikna sko, umsagnarferli og öllu því, sko, flott, en maður heyrir ekki orðin þetta, sko. Var þetta bara, lastu þetta bara í blöðum með þetta, kom þetta bara á ykkur líka bæklingi? Mér var bara sagt þetta, sko, ég frétti þetta bara förnum vegi, sko. Hvað er þetta? Hvað er þetta nákvæmlega? Hvað er verið að... Já, þetta er meira en einn heitur pottur? Já, sko, planið er stórt hótel alveg lengst niðri við ósinn, ég veit ekki hvort ég kannist við svæði, sko, sjórin er hérna rétt hérna hinum einu við, sko, það er mikið svona sandeyði. Hvaða ós er það að tala um? Þetta er Holtsós. Þetta er náttúrulega, er þetta ekki bara þetta er á söguslóðum, þetta er bara virkilega frægur ós og hérna... Já, ég meina steinahellir er þarna rétt hjá það sem voru haldin þing og mikli bardagar en allavega þar er sko, og Holtsá rennur í ósinn og svo opnast það í sjóin og hann lokast og opnast og þetta verður úr þessu sko gríðarlega mikið líf, sko, hann flæðir þarna yfir svæði líka reglulega og maður spyr sig, ég menn kannski líka, er þetta hægt, sko, það þyrfti eiginlega að setja þessi hótel bara á flótholt held ég til að láta þetta virka, sko, að ekki sér talað veðrin sem verði þarna stundum, en það virðist vera eins og kannski undirbúningsvinnan sé ekki alveg nógu góð, það er bara einhver komið með flotta hugmynd og þetta er bara svona einhvern veginn allt í einu komin rosalegur uppdráttur og þá bara fara næsta skref að fara að auglýsa og þá að samþykkja en mér langar til þess að samt, sko, það var haldinn mjög fínn fundur, sko, sveitarstjórinn hélt fund og fyrir tæpum mánuði síðan og þetta var kynnt á mjög svona fínan hátt og allir fengi að segja sitt og allt það, sko, ég vil ekki hérna en í Steinahelli þá? Nei, það var á næsta bæ í heimalandi, í félagsheimilinu, sko. Já. Þannig að það eru svona nokkur atriði í þessu og við tókum okkur saman og skrifuðum athugasemdir og skilum því inn og það sem var kannski markvert skilst mér var hvað var mjög mikil breið og mikil samstaða, sko. Það voru yfir tæplega 70 aðilar sem skrifuðu og samþyktu allt sem og sendum þetta inn, sko. Og það er ekkert svo margir sem búa þarna endilega. En þetta er sem sagt eitthvað 200 herbyggja baðhótel með lónum og svo er náttúrulega 200 herbyggja vegahótel og svo er fjölorkustöð sem er nýja orðið yfir bensinstöð, sko. Og þar kom bara myndir af einhverju svakalegu mikilli verslunar miðstöð, bara eins og Geysi og það sem þetta er svona með Subway og allir því, sko. Og svo tugir ef ekki 100 smáhýsa út allt, sko. Þannig að það á gjörsamlega að taka þetta svæði ef af verður, þá er þetta náttúrulega bara tekið alveg gjörsamlega í nefið. En það sem þarf að gera er sem betur fyrir, þetta náttúrulega ekki komið lengra en er og augu og eyru virðast vera opin og við ætlum bara rétt að vona að svo verði áfram að því að ég ítreka, það er ekki meiningin að segja nei við hverju sem en hins vegar er mjög mikið í húfi að því þannig þetta getur orðið bara risa umhverfisslys og það getur orðið risa menningarslys líka. Og það hefur líka alveg mætt á þessu svæði og það eru íbúarnir sjálfur sem hafa byggt upp. Já. Ég bjóð þarna og bara rétt, bara meðan ég bjóð þarna þá horfði ég á eiginlega sveitina sko, turnast, þarna eiginlega opnaði
sem sagt hótel eða svona bændagisting einhvers konar í öðru hverju húsi, á öðru hverju bæ og síðan held ég bara næstu á hverjum bæ. Þannig, og þarna svo gríðarlegur náttúrulega straumur ferðamanna og eftir gosið í Eyjafjallajökli líka að þá þetta svona, og þetta ofboðslega fallegt svæði. Já. Þannig að það allt einhvern veginn, það heima fólk sem hefur svona eins og annast það eða verið í farbúti, þannig að þetta svo mikið þetta svo rosalega, þannig að ég myndi segja að það hefði nú þegar verið svolítið ekki kannski að þolmörkum en svona þetta mikilvægi punkturinn, það uppbygging alls staðar, en þú veist, hún í samræmi við náttúruna, fólk kannski að breyta fjárhúsi sem ekki verið að nota og það bara verði fínasta gisting og fróðir menn segja mér að það sé ekkert verið að bóka þetta neitt upp núna, sko, það má ekki gleyma því að ég meina, hver þörfin, sko, ég meina, það alveg vitað að túrismin að, ég segi ekki hrapa, en það mjög mikil munur á því hversu margir ferðamenn koma, sko. Og ég held að það sem við viljum í fyrsta lagi þá náttúrulega þarf að gera þetta í samvinnu og góðri samvinnu við þá sem eiga heima þarna og hafa kannski búið þarna frá aldu öðli, sko. Og númer 2 að forðast einhver slys. Veist, það allt svart á gæs þarna, gæsin lendir þarna, maður horfir á hana beint fyrir framan augun á sig, sko, í 100.000 tali, þú veist, eins og klukka. Og þarna eru vaðfuglar og þarna allt og þarna eru endur og fágætar endur og það eru fágætar plöntur þarna. Og silungar. Og svo þetta samtal þarna við ósinn með fiskinn allan, sko. Þetta bara hrein perla, sko. Þannig að það þarf að vanda allir verka allavega. Það málið. Að því vorum að tala um hjól atvinnuleyslips, að hjól atvinnuleyslips og sérstaklega hér á Íslandi dollaralaga. Fólk fær dollar í augun og það eitthvað sem gengur vel einhver staðar. Þú veist, við byrjaði með minkabúunum og svo það sjókveðeldið og það hafa verið refabú og landeldi og alls konar. Og svo það núna baðlónin. Og ég var til dæmis heimsótti Björgu Evu sem núna landvörður í Þjórsárdalnum og hún sýndi mér þær framkvæmdir sem eru farnar af stað í Þjórsárdalnum. Það hreinlega búið að grafa út hálft líparítfjall sem svona móberg og fallegt á litin og ljóst og sést langa leiðir. Það búið að grafa þú út af því þar á að byggja hótel inn. Það var víst að vera inn í fjallinu, en það allavega búið að taka þarna hliðina af fjallinu til þess að koma þessu fyrir. Sko, ég vinn við þetta aðra hverju viku og þar leiðandi alltaf með þeim aðra hverju viku og vinn fyrir Bus Travel að mestu, en annars bara fyrir hina þessa. Þannig ég rosalega miklum tengslum við túrismann. Og þeir vilja baða sig. Og að sjálfsögðu, og þeir fá að baða sig sama hvað, þeir fá að baða sig í þessu bláa lóni sama hvað. Það eitthvað sem ég skil ekki og væri gjarnan til að ræða af því að það mjög undarlegt. Við megum ekki labba á svæðinu, við megum ekki labba á fjallið hjá Svartsengi og skoða eldgosið, en það mega allir fara í lónið. Alltaf, öllum stundum. Það eru dollara, það dollaramerki. Og stóra ástæðan fyrir því að síldin, ferðamaðurinn, að fara verðlagið. Það númer 1 af því að það ótrúlega dýrt að vera á Íslandi fyrir okkur, hvað þá fyrir þau. Og ástæðan fyrir við rifjum aðeins upp, af hverju kom síldin? Af hverju komu þau? Og af hverju var ferðamála iðnaðurinn allt í henni stærri heldur en sjávarútis iðnaðurinn? Hann það, hann tók fram úr 2010 og það náttúrulega bæði blandast við hrunið okkar og síðan þetta anti-PR, það sem að 11 miljón manns voru strandaglópar á flugvöllum og því kannski munið að okkar flugvöllur var opinn allan tíman sem að var svona svolítið fyndið og írónist. Nema náttúrulega krónan fellur 50% og veistu, árunum eftir hrunið og eftir gosið þá bara rosa auðvelt að koma á þessa exotísku eyju. Það ódýrara, það svona nær verðlaginu hjá fólkinu sem að koma og þar að leiðandi og þess vegna björguðu þessir erlendu gestir okkur upp úr ansið stórri klípu og núna kostar yfirleitt 300 krónur að fara á klóstið í bara gám eins og Arnarstapa nýbúið að setja það upp, það nýbúið að setja í félagsheimili Grundarfirði. Fyrir Amerikana sem eru að mínum mati eitt af frábærustu ferðamennunum til þess að fara með. Þau eru bara opin og áhugasöm og spjallarleg og bera virðingu fyrir öllu, langflestir.
að mér var svo að saga daginn að því að þetta fyrir töðaræðum. Þau borga rosa mikið fyrir að fara í þessa ferð, þau borga rosa mikið fyrir að fljúga, þau borga rosa mikið fyrir að gista og svo þarf að borga eitthvað klink fyrir að pissa. Og kannski stundum oft á dag. Þannig að við erum kannski að tala pissukostnaði upp á 1500 kall eða eitthvað. Og í Ameríku var þess að þannig að Elizabeth Taylor var, fjórði maðurinn hennar var eitthvað senator, eitthvað þingmaður. Og hún ætlaði að fara á klósettið á eitthvað ferðalögunum þeirra og átti að borga. Hún var alveg brjálið, dívan sem hún var. Skilur, alveg bara hneyksluð niður í tær og bara þetta gengi ekki og kvartaði svo mikið við manninn sinn að hann tók þetta fyrir þing og það í lög í Bandaríkjunum út af henni, út af honum að það bannað að rukka fyrir klósettferðir. Klósett og rusl. Ég fór í leiðsöguskólann 2008. Þetta var vandamál þá, nú er 2024. Klósett og rusl ennþá major vandamál í ferðamálabransanum og þetta svo vandræðilegt fyrir okkur að því að við ætlum að einblína okkur á lúxusferðamenn sem að vilja fara í lagoons sem við vitum öll að bara svona gott sett á íslenska sundlaugar í rauninni ekkert annað þú færð alveg það sama út af því að fara bara í laugina nema bara það ekki alveg jafn svona mikið teater, ekki jafn dramatískt og þetta bara það flott að þessi lón séu en það verður að vera í samræmi við fólki sem býr þar og allir að taka mótið því og allir að leyfa fólkinu að pissa og henda rusli. Þetta er svona grunndæmi. Það þarf að hugsa fyrir þessu. Skilur, svo getum við hugsað aðeins líka vaðfuglana og svanina og allt lífið sem að virðist samt alveg en talandi hringrás, þú tala rusl og klósett, úrgang. Já, það hvað við það vantar alveg, stíflar náttúrulega, hringrásin stíflast eða stöðvast eða eitthvað og fer allt í ykkur svona... Og ég gleyma því að þessi tvö atriði það sem gerði okkur að nútíma samfélögum. Þar að undan var allt í skólpi og ógeði í London eða hvað svo sem og það var ekki fyrir að við virkilega tókum á þessum málum að vestræni heimurinn blómstraði. Þetta stífla, hryllilegasta sýn sem ég hef séð á Íslandi svona gámaklósett eða svona við Dettifoss. Já, mín hryllilegasta sýn sem ég fæ ykkur haugunum Seltún í fyrra haustið og það var bókstaflega fjall sem kom upp úr klósettinu. Alveg svona meter. Ég var í Indlandi í hálft ár þar sem að fólk kúkur út á götu. Þetta svo vandræðalegt. Það ætla líka að fara að rukka svona mikið. Þá þarftu líka að bjóða þjónustuna tilbaka. Það er bara sanngjarnt. Grundvallaratriði. Ég verð nú að segja það, mér finnst alveg sjálfsagt að borga fyrir að fara á klósett sem að einhver að sjá fyrir þig. En alveg eins og mér finnst sjálfsagt að fólk þurfa að borga inn í þjóðgarða eins og maður þarf að gera þegar maður fer í þjóðgarði í öðrum löndum. En ef það er verið að rukka fólk og setja upp einhverja aðstöðu þá þarf náttúrulega að hugsa hana. Sem er bara gott að blessa, en þetta aftur fer inn í ferðarskattin að því þarna getur við tekið 300 krónur á móti frústrasjónuna hjá þessum einstaklingum og upplifunina myndi ég halda að væri þarna auðvitað þarf okkur að borga fyrir þá. En við erum ekki að taka neitt ferðarskatt og það er það sem mér finnst svo skrítið því að þegar ég fer til Sviss eða Austurríkis þá þarf ég alltaf að borga túristaskatt. Já. Þannig að það er ekki bara sjálfsagt og þá get ég tekið strætó aðeins ódýrar og kannski fara út að borða á einhverjum stað sem aðeins ódýrar. En það er tekin svona túristaskattur á svona bílastæðinu við Seljalandsfoss, þá er þetta rukkuð bara peninga, það er bara fyrir bílastæði. Það er ekki til þess að reka salerni. Já, vitanlega á það að tengjast saman. En það er að því að þessi tilfinning að maður hefur að tilfinning að þetta sé svona vilda vestrið. Eins og þú ert að upplýsingarna komu til ykkar bara eins og tilviljunina kennt og líka maður hefur tilfinningun að þessi bara einhver líku að rukka þessar 300 krónur fyrir klósettinu samt eru klósettið kannski ekki í lagi þannig að það er svona kannski tilfinning sem fólk er að fá að þessi gestrisni sem að menn vilja nú státa sig af að hún sé, það sé einmitt aðeins komin svona græðgi þegar það er verið að svona klípa af og það vanti svona einhverja heildarsýn og forræði. Gera sitt besta að vera gesturinn sinn og opinn og þau eru almennt ótrúlega ánægð með land og þjóð. Það verður líka að segjast. Almennt eru allir in awe og virkilega hrifnir og bara jákvæðinir, það vantar ekki. Við getum líka tekið fram að mörg klósett eru mjög vel þrifin. Það er líka hægt að spyrja sig hvort að ferðaþjónustu fyrirtæki sem þú ert að vinna við
eigi ekki bara að borga fyrir bílastöðu og klósettin fyrir fólki sem að ferðast með þeim. Akkurat. En svo talandum kannski að því að þetta orð græðgi kom upp, ég meina maður sér það, þetta náttúrulega fer út í það að verða græðgi, sko. Og hún hún er svo mikil að þú veist að það bara, þú veist, það engin undirbúningsvinna gerð, sko. Ég held nefnilega að það sé... Og við sáum til dæmis þarna á þessum fundi, þessar teikningar sem eru með fullri virðingu, sko. Þú veist, þá sá maður og ég satt þarna með bændum sem sko þekkja, sko, hvern svæðið eins og lóan sinn, sko, að þetta allt lifandi, sko, eins og bara ósinn, hann flæðir þarna sko fleiri ferkílómetra sko, þú veist, og það kom hérna og svo ætlar að setja eitthvað hótel þar og leggja einhverju fínu bílastæði sko og það var einn verkfræðingur var spurður sko hvar er línan sem þið dróið sko ströndin á Ósnum það sem þessi byggð á að byrja sko og þá var engin svör og þessu bara við sáum bara loftmynd sko og þetta þannig að þú veist klukkan hvað er loftmyndin tekin sko hún er kannski tekin á hádegi klukkan 2 er allt komið á kaf sko já en þetta og talandi klósett og fleira ég meina hvert á affallið að fara já, það er ekki svör alveg, veist, það er mjög erfitt að koma þessu fyrir sko en sko ég held nefnilega þessir fjárfestar sem að vilja græða á lóni svona jarðhitalóni eða bara að fara þannig út í náttúrulegt lón líka sem að nú er fólk farið að fara mikið út í kalt vatn þannig að það er mjög hollt og gott en þeir fá einhverju hugmynd og þeir fara í ferðalag Ísland og finna einhvern flottan stað og svo er farið að vinna bak við tjöldin í fólkinu nálagt og í sveitarstjórninni og bjóða störf og skatta og allir græðir og svo er þetta kynnt fyrir fólkinu á svæðinu. Sem er ekki gestrissi, sem er ekki vinalegt við fólki sem til dæmis kann að lesa landi mjög vel og hefði geta bara sagt hvar þau þetta skilur. Það hefði bara verið auðveldast gáfulegur að byrja á því. Akkurat, því að fólki sem býr þarna verður óneitanlega gestgjafar af þessu fólki. Ég meina Suðurströndin er mjög vinsæl, hún er jafn vinsæl á Gullni og viðstu, það verður bara áfram. En samkvæmt sko grenndarkynningu sem við eigum að vera með, samkvæmt Árósasamningnum, að þá á fólki á svæðinu að vera með frá byrjun. Ekki bara þetta allt koma á teikniborðið og þetta er alltaf að hlaupa stað og nú er ekki hægt að hætta við og en það er eins og tilraunaboranirnar í virkjununum, það var bara, þú veist, þetta er svona sálfræðilegt, þegar þú komið með einhverja flotta mynd, kannski er þetta ekki komið, ég veit það ekki, kannski er þetta ekki komið mjög í gegnum öll skipulagsferlin, ég trúi því nú alltaf. Nei, það er það ekki, sko, sem betur fer. En nú er tíminn líka til þess að, sko. Það er rétt í tíminn til þess að já, og stórkostlegt eiginlega að svona íbúar hafi ákveðið að saminast og opna umræðuna og vera með frá upphafi og láta þetta ekki bara sigla framhjá, sko. En það er eins og með tilraunboranirnar, það ber allir svo mikla virðingu fyrir því ef eitthvað fyrirtæki búið að koma og bora inn á holu þá er miklu erfiðar að bakka og hætta við og þegar er búið að byggja veginn þá er það alltaf verið gera fyrst byrja svo týpur og varandi gestrisina og það að tala ekki við sveitungana fyrst er náttúrulega dálítið bara grunn íslenskt svona vitleysa sem við kunnum ekki einu svona kynna vin okkar fyrir hinum vinum okkar. Og það er bara svona líka fer niður í bara kjarnan okkar. Eða ég hef upplifað það er risastór urban art eða svona street art hátíð í kringum Airwaves og þá var fullt af fólki boðið en engum Íslendingum og ekkert samtal og ekki einu svona á Airwaves. Þetta er svona smáatriði sem eru aðalatriði af því af hverju erum við annars að þessu? Er þetta ekki til þess að gera menningarlega samskipti, til þess að búa til tengslanett, til þess að blanda? Bara samfélagið, samfélagið er bara dálítið dauð. Það er náttúrulega einhverjir sem eru að fara að teikna svona alveg baðlur. Þeir átta sig ekki á að þeir eru ekki bara að fara á einhvern stað á landakort einhvern punkt, heldur þeir eru að koma inn í samfélag. Samfélag fólk sem er búið að pæla með í því, ekki kannski mikið í sammenningu, en samt í gegnum tíðina. Og fólk sem þekkir líka samspil náttúrunnar og mannsins á svæðinu, sem að þeir náttúrulega þekki ekki neitt. Já. Og svona skýrdæmi eins og gufuklefin í Laugardalslaug, og tala um hann. Greinilega mannskar sem fer ekki í gufu, fara bara inn í gasklefa, sem er alltaf þröngu fyrir feitt fólk.
ótrúlegt. Þetta bara svona ótrúlega smáatriði sem er alveg bara... Það er kannski líklega ástæðan fyrir því mér langar aldrei gufuna í Laugardalslauginni. Er það opið? Gasklefin í Laugardal. Ég meina, gufuklefinn þar er augljóslega hannaðar af manneski sem fer ekki í gufu. Já, svoleiðis. Skilurðu, þetta er bara eins og gasklefi með ofanálýsingu og svo var hann þannig að fólk sem var aðeins feitar en það á að vera, það kemst ekki fyrir í sætin. Nána þarf ekki að vera tiltöðið það flæðir svona yfir. Það má vera bara eins feitt og vill. Já, en það líður ekki vel í sætunum af því að þau eru ekki hannað fyrir þeirra líkama. Ég verð að segja ykkur eina fyndnarsögu. Þetta er svo fyndið, ég verð að segja þetta. En það kom líka mynd af fjölorkustöðinni, sko, og með svona svakalegu svona þaki yfir, svona á einhverjum stöplum. Svolítið eins og stöðinans Manfreds Vilhjálmssonar í Nesti, þessi frábærlega fallega sem var svo rifin náttúrulega, sko. En það var í Kópavoginum, það sem er kannski, en það alveg gríðalegt eins og flugvélavængur yfir öllu, sko, ofsalega flott, sko. Og menn þegar þetta birtist, þá fann ég bara félaga mín að þeir bara, akkurat, sko, þú veist, þú klárar þetta klukkan 10 morgunin og þetta verður út í Vestmannaeyjum, sko, á hádegi, sko. Já, þegar vindurinn fer undir og tekur þetta upp. Undir Eyjafjöllum eru bara sviftivindar alveg. Já, ég menna vindurinn fer, ég er búin að sjá þetta sjálf, hann fer í 70-80 metra á sekundu og þú bara mátt ekki vera úti af því það er raunverulega lífshættulegt. Svo erum við svo hægt. Steinarnir koma eins og byssukúlur, sko. Og það, ég menna svona... Svo fíkur hann eitthvað og er bara allt í einu óvart á góðum stað sem er allt í einu rosa flott skýli eða eitthvað. Við erum ótrúlega, ég meina hvað með Blálónið? Það er umhverfisleys. Það er bara, setjum þetta bara hérna út. Þú heldur að vængurinn þegar hann er lentur í Vestmannaeyjum að hann verði túristattraktion. Það getur bara komið sér vel. Okkar saga er bara, borholurnar. Við plönum 3 borholur, ekkert gegn. Herru, gerum þetta bara blind. What do you know? Hittum á hérna. Var það ekki þannig? Ég skildi það þannig í Hellisheiðarvirkjun, þá var búið að skipuleggja rosa vel og svo, því að við kunum eiginlega ekki skipuleggja, við gerum það í korter og svo... Í sambandi við hvaða borholur ertu að tala um? Borholurnar upp í Hellisheiðarvirkjun. Upp í virkjunni? Upp í virkjunni, voru fyrst skipulagðar og það var ekki að ganga, það gekk ekkert, þau hitt ekki á neitt og svo bara ákveður, einu sinni viðbót en blind, bara heppni og þá fundu þeir. Kannski innsæi líka. Kannski, trial and error. Kannski voru það að dása hana. Ég meina Bláa lónið er bara umhverfislega og svo allt í henni bara, heyrðu, bara kísillinu bara fyll allt upp í þetta og hver veit og svo kemur hann að 1978 eitthvað gaur með psoriasis og hann er bara eitthvað klikkaður, fer út í bláa vatni. Það er bara bakteri hérna ofan í sem að lagar svona, bakteri sem finnst hvergi annars staðar í heiminum. Þetta er stöðugt. Þannig, og það finnst mér rosa sjarmerandi við íslenska sögur, sko. Þannig að, ég líka við svona framkvæmdir og fæ ég svona, sagan er ekki búin, nú mun þróast einhvern veginn. Varðandi ferðaþjónustuna, eftir að segja þessa sögu, ég man fyrir svona, alltaf ekki 5 eða 6 árum, þá satt ég í eldhúsi í Mývatnssveit og þá var kona sem var að segja mér hvernig breytingin hefði orðið í sveitinni eftir hrun sem var náttúrulega ekki hrun í Mývatnssveit því að það hafði aldrei verið nein bóla þar, sko. En þegar ferðamennindi byrjuðu að koma og þá var svona byggðarlag sem var svolítið að gefa eftir. En allt í einu komu fleiri ferðamenn og allt í einu höfðu allir eitthvað að gera og að breyta hlöðunni í eitthvað og eitthvað svona smátt og smátt og koma svona 3 kannski ár sem að voru, þú veist, góð. En svo heldur þetta áfram túrisminn og þá allt í einu kemur í ljós að sumir höfðu sko einhvern veginn betri aðstöðu til þess að vera með eða betra aðgengi að fjármagni þannig að þau fóru að byggja miklu meira upp og hætta að vinna við þetta sjálf og að koma inn aðflutt vinnuafl sem að fóru að keyra það og einhver seldi jörðina sína undir eitthvað stórt hótel og hann fekk allt í einu rosalega peninga og allt í einu kemur svona samkeppnisandi og allt í einu brotnar sko samfélagið og eftir situr bara eitthvað svona bara allir með dollaramerki sko og dollararnir fara mismunandi staði og svona þetta vorið sem kom þarna og var bara kannski 3 ár að það er löngu farið og eiginlega samfélagið stendur ekkert betur á eftir sko en það er miklu meiri peningar. Og þetta er náttúrulega ekki dollaramerki, þetta er krónumerki að því við erum með þennan skrýtna litla gjaldmiðil. En mér finnst þegar við erum að tala um ferðaþjónustuna að þá finnst mér fólk svona geta leikið sér að því sko hvar í kúrfunni það er að tala sko.
Það láta alltaf eins og þetta sé þarna í vorinu, þar sem allir þið koma peningar inn í sveitinnar og ég meina bændurnir sem að gátt ekki lifað sauðfjárbúskapnum hafa svona eitthvað smá auka til hliðar og þú ert myndlistakona og getur farið að vera túrist, gæt og svona eitthvað svoleiðis. En svo erum við náttúrulega komin á allt annan stað, þar sem eru bara einhverjir tekna loftmyndir, teiknað eitthvað og bara þröngvað inn í samfélagið á þess að spyrja kónga eða prest og komið bara út í eitthvað glóruleysi. Sko. Við höfum alltaf stundið að innbyrðis þrælahald. Skilur, við höfum alltaf verið vest við hvort annað. Ég meina, það er sagan okkar. Við tókum engana utan og vorum eitthvað að hakkast að þeim fyrir utan nokkra keltska konur. Það er ekki við sem vorum vest hvort við annað, það voru yfirvaldið og þeir sem áttu peningana sem voru vond við hinn. Já, en þá Íslandingar á Íslandingar. Þrællin var ekkert vondur við húsbóta sinn, sko. Nei, ég er að segja, skilur, en þetta var ekki svo að það væri þeir og við, skilur, það hefur alltaf bara verið við og við. Þeir drápi Hjörleif. En svo er ekki hægt að reka þessa ferðaþjónustu nema að ráða inn erlend vinnuafl, sem er fínt, en svo fórum við bara illa með þetta fólk. Borguðum ekki laun, það fær ekki að búa mannsæmandi stað og fær ekki frí og, þú veist, þetta er bara ömulegt að koma svona fram við fólk. Það er algjör skuggalið á þessari sögu. En ég verð að segja svo með þessi baðlón, ég man þegar, og við hittumst, það er bara rétt eftir hrun, að þá voru svo margir sem einhvern veginn, við varð svona til samfélag, alls konar fólk sem var að pæli, hvernig getum við gert betur, byggt upp þetta samfélag og til dæmis eins og þessi klifin á erlendri fjárfestingu og svoleiðis, já, kannski má hún vera, en má hún ekki vera þá einhvern veginn í samráði og má hún ekki vera, er ekki hægt að hafa einhvers konar samráð og til dæmis manni þá að mér fannst hugmyndur baðlón vera óbúslega jákvæð, sko, miðað við, til dæmis bara það var klifað á sko stóriðunni, var alltaf bara stóriðan og aðra stóriðu, álversmiðju, og meiri segja engin raunverulega ekkert svona spin-off í kringum álversmiðurnar, það var engin, við gerðum ekkert að vinna á rálinu. Nei, það var engin úrvinnsla, urðu ekki til svona sprotaklasar í kringum þessar stóru innar eins og sumstaðar, þannig að við vorum svolítið mikið að pæli því og þá fannst mér þetta svolítið sniðut, þetta með þessi baðlón á Íslandi, með þetta vatn og ég fór til Húsavíkur og var eitthvað að spyrja, viljið ekki frekar vera með eitthvað svona heilsuhæli þar heldur en Bakka. Já, einmitt. Og þannig að svo eitthvað svo skrítir núna er þá baðlónapælingin komin. En þá er að vera út allt. Já, þá er að vera út allt og þá ekki að spyrja neina. Það er ekki úr karakter. Nei, það er algjörlega í karakter. Það er algjörlega í karakter, bara allir með gott kaffi, allir að hjóla. Og vindmyllurnar líka, hugsið ykkur. Vindmyllurnar voru kynntar sem svo umhverfisvænar og maður hélt það fyrst virkilega að vindmyllur væru umhverfisvænar. En nú búið að tekna vindmyllur upp á annarkvört fjall á Íslandi. Já, en fyrir utan þá er búið að sýna að þær eru ekki umhverfisvænar því raskið í kringu þeim er svo óboðslegt og það raskar lífríkinu það mikið. Þannig að við þurfum rosalega mikið að pása og einhvers staðar þar að vera einhver yfirsýn, og einhver hlutdeild, skiljið, eins og þarna, ef að þú dregur þá sem eiga heima þarna meira inn í ákvörðunartökuna og ferlið og bara það að þau er að fara að eiga þetta dálítið. Þú ert að tala undir Eyjafjöllum. Til dæmis, bara það, því það er búið að vera að byrja upp á góma, út af því að Búrfellsvirkjun, hún er byggð út af Rio Tinto. Það var hétt Alusvis þá. Já, en svo breytist það. Já, þegar það var selt. Akkurat. Það var að vísu annað fyrirtæki sem átti að inn í millitíðinni. Allavega, sem við þekkjum í dag sem það. Ég meina, hún hefði aldrei orðið nema út af því að álverksmiðjan og síðan kemur ljós alltaf selt, já, svo fór svo margir vinnu í sveitinni, þetta verður svo frábært. Og svo er bara eiginlega alltaf þannig að það er erlent vinnuafl sem tekur á sig langstærstu vinnuna og alla tölur sína það í ferðabransanum sem gætar. Ég myndi halda að vera svona 60% útlendingar að kynna Ísland. Hvað segirðu, 60%? Það eru erlendir sem eru að gæta. Svo myndlistakonan sé með allar þessar prósentur. Ég verður fyrir svo miklu vonbrigðum að þú sér þetta. Ég er líka gæt, sko. Ég þarf að vera með þessar tölur. Já, ég ætla ekki að vera með fordóma. Ég veit líka hversu atvinnuhlutfallið og margir útlendingar eru hérna. Það er bara einhverjum fordómar máladeildarinnar. En ég ætla að segja þetta varðandi samfélagið og heimafólk, því það hefur nú kannski oft verið svolítið vandamál á Íslandi að heimafólkið og fólkið í sveitunum hefur ekkert endilega með fullir virðingu, eins og þú ert að lýsa kannski myndi, það hefur ekkert endilega
verið tilbúið til þess að standa saman og pæla í því hvað samfélaginu fyrir bestu til langframa. Það hefur verið svolítið svona einmitt tilviljunarkennd uppbygging og hægt að kaupa þennan og ekki hinn og svoleiðis. En mér finnst það svo góðar fréttir þarna að það sé samstaða og á Reykjanesi það ekki þarna Carbo, hvað heitir þetta fyrirtækið sem að... Þetta heitir Co-Terminal. Já, það bara í Hafnarfirði. Já, við kallum Carbfix sem eiginlega bara tæknin eða Já, það Carbfix tæknin en nýtt fyrirtæki stofnað í kringum þetta. Þú og Jarðfræðingur, hvernig finnst þér þetta? Skila. Fyrst hafði pældi ég og lítið í þessu því að ég nú hort á kollega mín að þróa þessa tækni hérna upp á Hellisheiði og hún virkar. En svo að því fara að skoða... Carbfix tæknin þú setur affangsefnið og það breytist í glópagull. Nei, þú leysir upp koltvísýring í vatni undir þrýstingi og dælir því niður og þá vatnið súrt en síðan hvarfast það við bergið og leysum út af kalsíum og magnesium og járn og síðan falla út kalsíum, magnesium og járnkarbonat. Og það hefur verið sýnt fram á að það virki upp á Hellisheiði og það hefur líka verið sýnt fram á það í tilraunum. Inn á labbi upp í Háskóla Íslands og í Toulouse og víðar þar sem fólk hefur verið að vinna saman á þessu verkefni. En svo þegar ég fór að skoða þetta eins betur og þá berggrunnurinn allt öðruvísi þarna í Straumsvík. Fólk heldur kannski að þetta sé inn á virka gosbeltinu en það það ekki. Þessu hraun sem þarna þau hafa lekið út úr virka gosbeltinu. Já, nákvæmlega. Og í rauninni berggrunnurinn þarna, eftir því sem ég kemst næst, svolítið líkur berggrunnum hér í Reykjavík sem eru hlýskeiðshraun og móberg svona inn á milli og allt innflæði í jarðfræðiborholur fyrir heita vatnið í Reykjavík bara eftir sprungum sem koma þarna þvert á hraunin. Þannig að það verði líka þannig út í Straumsvík, ég ráð fyrir, en ég hef ekki séð neina góða úttekt á þessum berggrunni og það hafa ekki verið borað nema held ég 3 borholur sem eru dýpri heldur en 100 metrar og hitastigið af 1000 metrum 75 gráður. Og í rauninni til þess að þessi karbonat falli út þá þarf að leysa upp bergið og bergið og hraði uppleysanleikans hækkar þegar hitastig lækkar en með karbonmetin þannig sem öðruvísi en aðrar steindir að þegar hitastig hækkar að þá falla þessar steindir út. En ef að þetta vatn sem þarna á 1000 metrum ekki nema 75 gráður, við erum að dæla inn fullt af köldu vatni. Það eiga að vera rúmlega 2000 sekúndulítrar af vatni sem fara þarna niður í fasa 4 og ekki nóg með það, heldur rúmlega 100 sekúndulítrar af heitu vatni. Þannig að það gert ráð fyrir að nota hitaveitu vatnið okkar til að leysa þetta koltvísýring upp til að blása svo niður 80 gráðu ekki 80 gráðu heitu af því það kælist með öllu þessu kalda vatni og þá spyr ég sjálfa mig hver hratt leysa þessar steindir upp sem þarf að leysa upp til þess að geta fellt út karbonutin. Ég held ekkert að það sé á hreinu. En merkt vísindafólk sem eiginlega fann upp þessa og þróa þessa aðferð, það með í ráðum þarna? Það stendur það fyrir þessu? Frumkvöðlarnir, eins og Sigurður Reynir og Erik Ölkers sem bandarískur en býr í Frakklandi,
að þeir eru ekkert með lengur. En ertu að segja að það sé öðruvísi aðstæður heldur en upp á Hellisheiði? Já. Það sem ertu að meina? Já, vegna þess að þar hitastigi miklu hærra. Ok, en hvernig í ósköpunum getur þetta þá? Hengli. Þannig að það er ekkert eins víst að þetta virki eins vel? Þar erum við inn í virka gósbeltinu, þar er miklu meira sprungur. Og samkvæmt því sem að ég hef lesið, þá Vala, þú voru að tala í mikrofóninu. Já, það er hitastigið á vatninu í þessum borholum hérna upp á Hellisheiði eru, á 1500 metrum eru það 180 gráður. Þannig að það er vel yfir 100 gráður þar. En svæðið er alltaf að færast, sko. Það átti að vera fyrst bara alveg við Straumsvík og svo er það alltaf að færast hérna Já, ég teki eftir því að fasarnir fara alltaf lengra og lengra. Líklega að leita betra bergi eða eitthvað. Ég veit það ekki. Er það ekki út af mótmælum íbúa sem þú okkar? Nei, það er ekki. Ef ég hefði verið að velja annað svæði til þess að dæla niður og halda áfram með þetta business model hjálpa fyrirtækjum að farga koltvísýringsriski gegn gjaldi og þetta er nokkuð vel dýrt að þá hefði ég farið inn á sprungnara svæði og nær gosbeltinu og jafnvel í gosbeltinu það væri til dæmis að því að Grindavík er að leggjast af það er ekki margir sem vilja búa þar, það verður þetta dæla þessu niður þar. Þú segir vatn eða með það sem við ætlum að reyna að losa okkur eða binda aftur koltvísýringurinn. Ég las daginn að þá erum við líka að tala kjarnorkuúrgang. Nei. Hvað var það? Það er bara eitthvað allt annað. Það hef ég ekki heyrt. Eitthvað sem við bara haldið að það verið næsta stig. Nei, ég skal fletta þau upp. Ég var alveg pingur svona, wow. Nei, það held ég ekki. Hvað er verið að flytja þarna inn til þess að dæla hún í jörðin okkar? Já, ert að meina að það sé eigi jafnvel að talandi úrgang og sorpu. Já, hvað erum við að fara að taka móti og dæla hún í bergið? Eftir því sem ég best veit er það bara koltvíoxíð á vökvaformu undir þrýstingi. Sem kom hvaðan? Sem kemur úr iðnaðarfyrirtækjum til dæmis í Þýskalandi. Akkurat, sem kannski bjó til álið sem við framleiddum og tókum efni frá Ástralíu. Það til dæmis er eitt sem ég er mjög erfitt að útskýra fyrir erlendum ferðamönnum. Náttúrulega, ég fer inn í hversu sjálfbær og svona kólefnislaust. Allavega sporið er lítið í okkar orkuframleiðslu og við erum sjálfstæð og núna þegar vandinn í Evrópu var þá vorum við alveg sjálfstæð og það var frábært og þetta er eiginlega það eina sem er ennþá frekar og dýrt. En hvað erum við að gera við orkuna? Og hvernig erum við að nýta hana? Og það þarf að fara inn á að því ég keyri náttúrulega Hvalfjörðinn með þá verksmiði, maður keyrir út á Reykjanes með þá verksmiði og þau spurja og þá náttúrulega ertu að útskýra fyrir já, nei, við tökum efni inn frá Ástralíu, breytum því hér í ál, við þurfum líka að flytja inn timbur, af því það er ekki svo mikið timbur hérna út af ákveðnum ástæðunum. Og þá er þetta náttúrulega bara ekki sporlaust. Það er líka flutting. Já, skilur við, þannig að þetta er bara rosalega mengandi og svo náttúrulega þekkt að þú vinnur lengi í álverksmiðjum þá er krabbameinstíðni hærri, þannig að enginn vill vera að vinna þar heldur. En þessi saga, hún getur alltaf truflað það að einhver sé með þessa lausn á því að dæla þessu þarna niður, því það er jákvætt í sjálfu sér. Alveg, því það er endrast að segja, ættum við ekki frekar að vera að gera eitthvað annað. Já, eða ef við erum að fara að taka á móti 2 tonnum á kjarnorkuúrgangi í Nei, það er ekki kjarnorkuúrgangi. Það er alveg óþarfi að vera að segja það. Segjum það væri svona worst case scenario að því það er svona bannorðið, en ekki eitthvað far off ef við fengjum alveg nóg pening fyrir það. Hún sagði það myndast ekki Nei, hún er ekki að segja myndast koltvísýringur í kjarnorku sem að við byrjum að taka móti hvað sem er efnaúrgangi frá Þýskalandi. Þetta búið slökkvaði líka í Þýskalandi. Það búið slökkvaði kjarnorkuúrgangi í Þýskalandi. Já, ég menna, akkur er ekki bara dæla svo hjá sér? En ef við ekki að reyna að tala um það sem við erum sem að stendur til hér, þó að hvað ef sé ágætt. Já. Lýst þér ekki alveg á þetta eða? Vala? Nei, mér finnst ekki. Akkur ekki? Mér finnst ekki að það sé búið að allavega þau gögn sem að ég hef séð og samkvæmt þessari umhverfisskýrslu sem eru nú upp á rúmlega 200 síður sem ég er búin að fara yfir að vísu ekki frá atriðlegu en bara með leitarorðum að þá finnst mér ekki vera búið að gera nóg mikla rannsóknir
til þess að fara af stað með þetta. Og þess vegna ætti ekki að gefa leyfi fyrir meira heldur en fasa 1, þar sem þau skoða hvort að þetta virkilega virki og hreinlega gera sér grein fyrir því hvort að uppleysanleikin á berginu og sýrustigið á vatninu þarf líka að hækka og það gerir það þegar þessar steindir leysast upp og þá geta karbónetin fallið út. En hvort að þetta virki við þetta lága hitastig, það er ekki vissum. Það reddast. Þetta er bara sami hluturinn, það er ekki búið að vinna forvinnuna. Það er nákvæmlega sama. Við notum reynsluna frá Hellisheiði, við bara borum og svo verðum við heppin í eitt skipti og ein hólan virkar. En talandi þessa ímynd sem þú ert að tala og við þessi græna þjóð, ég man þegar ég heyrði þig og Stefán Arnórsson, það ekki jarðfræðing? Jú, ræðum það til dæmis þessi græna þetta að hugtakið endurnýjanlegur orkugjafi, endurnýjanlegar orkuauðlindir, að þær væru bara beinlínis, þær yrðu hættu að endurnýja sig ef það væri borað of hratt, of mikið og of hratt, að þá myndi það hætta þessi endurnýjun. Og þetta finnst mér bara einhvern veginn ekki talað að við erum alltaf, það er eins og bara framkvæmda armurinn og hugsunin og rannsóknirnar, allar þessar rannsóknir sem við eigum og getum verið stolt af líka, að þær það er ekkert rannsóknir á sviði lista og vísinda. Þetta var rætt áðan, þessi að halda áfram að ég ætlaði bara svona að bræða þegar við héldum fundin það tæmdist, það sem að Stefán talaði og Björk talaði, þið komið heim í stofu til mín, ég man eftir því þegar við vorum undirbúðan á fund að þá var ennþá verið að tala jarðhita sem endurnýjanlega orkuauðlind. En nú er farið miklu varlegri sagnar. Það má ekki taka of mikið, hvert svæði er sérstakt. Og það var meðal annars Stefán sem barðist fyrir því. Eins og við komum í ljós við Hellisheiðarvirkjun, þetta við að fara alltaf að bóra meira og þá er búin að teygja sig yfir í eitthvað annað svæði. Já, einmitt. Til þess að halda virkjuninni gangandi, af því að hún leið og þrýstingurinn lækkar eftir svo meira tekur, að þá er það sem hún getur fengið út úr orkunni fellur svona rætt. Já. Jú, en svo er verið að kveikja aftur í Reykjanesinu, þannig að við þurfum ekki að ágjöra þessu. Ég veit að það búið að koma fram, ég ætlaði bara að segja, þetta er þessi ímynd samt sem maður, sem leiðsögufólk og allir, við erum ennþá og bara í flugum, það er ennþá samt verið að selja þóttavísindir og þetta er kannski einhverjir sem tala varlegar endurnýjanlegar og græna orku, þá erum við samt að selja okkur. Við viljum bæði einu, við viljum stóriðju og vera græna. Það fyndast á Íslandi er að Íslendingar selja sjálfur sér að fara upp á hálendi og horfa á eyðilegt land þar sem er búið að éta niður á þar sem gróðurinn er að brotna, er valla til meira heldur en lyng og mosi og þeir horfa á þetta og halda þessi ósnortið land. Þetta er land sem er að gefa sig út af manninum. Ísland er stærsta eyðimörk. Manngerða eyðimörk í heimi. Svo sem er að Já, ég sé bara eyðimörk sem að maðurinn hefur búið til á Íslandi. En Íslendingar fara þarna og horfa og halda þessi ósnortið land. Já, einmitt. En það er að því að við vorum alin upp við það. En núna bara vitum við betur. Eða ættum að vita betur. Hvað er þetta þá? Mér svo ljóðurenda sem að Hellisheiðarvirkjun er að gera, sem ég held að væri þetta, er þau dæla þarna niður þessum ágangi og þá verður glópagull til. Já, að því þeir sem á ensku er fool's gold, sem er stórkoslegt. Það er steindin pírít sem er með svona gulllit. Sem skúltúristi get ég ekki hægt að hugsa að búa til. Það kallast glópagull. Og erum við að nýta það? Verður við bara eftir nýri? Jú, þeir hafa verið að dæla. Þú gæti kiptið upp og þá ertu komið. Það er bara með rísa glópagull köggla sem var einu svona orka, geðvegt. Það komið í ljós að jarðfræðilega gengur þetta líklega ekki upp. Sem listrætt gjörningur er þetta geðveikt. Já, en það væri bara að setja mót og bara dæla það sem þið hafa verið að gera. Nú erum við að tala saman. Þið munið kannski eftir því fyrir svona 10 árum að þá þegar að þannig viðræði lagðist yfir Reykjavík svona mökkur af brennisteins gasi sem að, og þess vegna eru allir hvað heitir það? Pælon á íslensku,
sem heldur upp á orkuvírunum, hérna, Já, staurarnir. möstrin. Já, mest er all möstrin riðguð út af þessum brennisteini. Allir Já, Og það magnarar var allir eyðilögðust. magnarar hjá RÚV að það Já. þurfti að vera að skipta Herri, það ég á á rosalega fínar magnara og ég þarf að fara með henni hreinsun, á hverjum, Ég gafst hverju upp á mínu. Út af ári. Hellisheiðarvirkjun, sko. Og þetta voru út af hellisheðari Já, já, virkjum já. og líka fólk laðist inn á spítala við svona aðstæður og já. þarum til göttunum. Einmitt. Þeir tók upp á því að prófa það. Hvað með að við tekum þetta brennisteinsgas og blásum það líka niður með koltvísýrnum. Og það tókst. Og Og það þá er tókst. það. Já. Glópagull. Þannig að núna blásaður þessu niður að mestu leiti. Nema úr nýjum hólum sem er að blása. Ég fann það er fyrir ekki þessu, bara- sko, ég var á astmalifum á þessu tímabili, sko, Já. og ég er ekki á lengur á þeim. Sko, verður alltaf fool's gold. það er svona fjölskyldu óðal í hérna, móður fjölskyldu minni sem er sumabústaður við Álftavatni í Grímsnesi og mamma er búin að fara held ég oftar yfir Hellisheiðina en talandi Hellisheiðina, sko, Já. heldur en nokkur önnur manneskja kannski. Og hún tók eftir því að veðrið hefði breyst eftir að virkjunin kom. Þannig að þetta er ekki bara jörðin, Það sko. getur verið, Það er veðrið er öðruvísi á Hellis og ég hef heyrt hérna, að þetta sé kannski ekki svo galið. Það er svo rosalega gufa og það verður bara öðruvísi veður. En það er kannski bara allt í lagi. Já, það er kannski, já, Datt ég veit í að það stinga ekki. þess að- Kannski bara Ekki svona mér sem ég lókan. varpaði Það bara áðan, breytir sko. veðrinu. Ha, Já, eru uppi og niður jarðhræringar, líka. einmitt, er það veður? Gæti Já. það verið? Já, Er það svona par? Já, Þú veist, já. skilurðu, Neðan above yfir- and below. Upp og niður, nákvæmlega. Það er Þú veist, þetta. ég meina að það er ekki eins og þetta sé ekki á viðstofunni. Já, nei, þetta er á sama stað, það er alveg Þau eru öll í rétt. samtali. Akkurat, já. Ég er að gera sýningu fyrir viðstofuna, þess vegna er mér þetta hugleiki, sko. Já. En Hvað sko, er veður? við búum á þessari jarðkúlu okkar, við erum með steinkolfið sem er jörðin og svo erum við með andrúmsloftið Gufuhvolfið, og svo erum já. við með lífkolfið Já, og þetta og svo vasskvolfi líka. Þetta tvinnast allt saman. skiljanlegt. Þetta Já, eru já. kerfi sem tengja saman. Akkurat, og það vantar með orði sem að er yfir heildarpakkan sem að ég hefði haldið að við værum að nota veður fyrir. Það eru eitthvað Það er bara ofanjarðar. Það hefur ekki Svo með kemur það sem er maður að vera með neðanjarðar að hlýtur að þetta búið til orð yfir gera. þetta. Eftir ég meina, minni Það er svolítið flott. skilgreining. Er það ekki hluti af Heildarveður, lífhvolfinu? eitthvað. nei. Það er bara jörðin öll með andrúmsloftinu. Þetta er svo áhugavert, Já, skilur, og það svo er fer maður, mjög ég fer interessant, sko. reglulega á þetta Reykjanes Já, og það er labba bara inn í þessu Hollywood jarðkerfið. setti sem eru bara interstellar, veist, maður er bara búin að fara þarna inn í Hollywood og fer síðan í alvörunni og þetta er þessi bláa gufa sem að stígur þarna upp og svo er náttúrulega lónið, blálónið algjörlega og fullkomlega umkringt að svörtu að því að það er náttúrulega fyrir, það er náttúrulega ofan á. Svörtu hrauni. Nei, það er ofan á hylkinu magma chamber ég gæti svolítið Já, það sem kvikuhólfið. kvikuhólfinu, það er bara undir lóninu og það er eitthvað, sagði frendi minn sem er stjórnar eitthvað hjá HS, að það væri eitthvað svona berglag sem myndi alltaf stoppa gósið. Ég myndi aldrei fara í bláa En lónið. ekki heldur, Nei. en ímyndu Ekki ykkur. Ok, stórt sjáðu hund. þetta. Nei, Ég Ekki get núna. ekki núna meðan að það er þess að Nei, þetta þetta er kerfi bara er ekki sniðugt. að bólna svona upp Já. og niður. Þú Við erum veist, með hvernig bíl- brotnar ofan á. þetta berg hérna fyrir Og eina ofan. ástæðan fyrir að þetta er ekki komið upp er það að þú veist, hólfið er veikast í kontunum og þá er, þú horfir bara á það hvar það er veikast Já. og þau eru bara hann onni að baða sig og ég fer ekki onni og prótokólið er bara allir í rútuna ef það kemur En þú er Ég doktor myndi í hafa bílinn í Svartsengi. Já, gangi, ég myndi sko. aldrei fara í Hérna er Svartsengi doktor í, og þú myndir aldrei fara ofan í blálunum. ekki þessu Ingmar Bergman setti pult á virkni hann, þú myndir ekki ástandi. gera það. Nei, ég myndi ekki Ég myndi fara. alveg gera það. En ímyndu ykkur þetta er bara, ég kemur svo getur heilan ég veit þetta er nasti og ég vonum þetta gerist ekki fyrir innviði Reykjanes en þessi appelsínuguli, sáuðu appelsínugula sáuðu eldfjallið, þú sást það þú veist, þessi appelsínuguli í hrauninu með bláa lónsbláa svo bara kemur það þarna upp ég held að það væri ekkert fallara. Þetta er að sjá Þú veist, það er bara hraunir svona, enn út í blálunum. ég bara fæ svona unashroll við tilumsunna að Ef sjá það hennan rinni út í lónið, já. ég kemur bara upp, skilur bara loksismynda bara Eða bara koma upp í Já, gegnum Já, bara- í lónið. gegnum, já. Þetta er svo góð Það er alveg litapaletta. moment. geðveik litapaletta og bara með leiknum og vonandi rigning og svona mordórstemning á Reykjanesinu, það er Og best. smá glópagull. Já, nei, það er annars. En ég var svo hrætt við þetta að það var hérna, Gyrðir Elíasson var með svo frábæra sýningu út á Reykjanesi og þá voru einhver svona tíðindi að það væru líklega von á
gosi og ég bara þetta var síðasti dagurinn, ég þorði ekki að fara og ég hélt sko að enginn myndi fara því ég var með börn og var að passa ungum, það er algjört ábyrgðarleysi að fara keyra út á Reykjanesi sko, hélt ég. En Ekki Sandgerði, það er alltaf leið. Já, en það hafði ég mitt verið að lesa sko, svona, fylgst með síðu þar sem að mikið af útlendingum eru, sem áhugamönnum jarðfræði, áhugafólk. Og það er svona, ég er hætt að skoða þetta núna sko, maður verður alltaf hræddur því það er bara svona alltaf, það eru öll svona myndbönd þar sem maður sjást jarðfræðingar, það er búið að búa til mjög myndir, þetta er svona rauðar doppur sem að stækka. Já, það er einhver, ég held í tónlistamaður sem að varpar öllum jarðskjálftum inn á kort. Það er mjög flott hjá honum. Ég kaupti andur kaffibólla sem að við því það er svona einn nappur. Já. Buy me a cup of coffee. Því hann hefur unnið þetta allt í sjálfbóðavinnu. Minnstar hættan er þegar það er gos, því þá vitum við hvar það er. Já, nákvæmlega. Skilur, mesta hættan er þegar það er að fara að koma gos. Og það var ég var þarna þegar það var kvikurhlaupið í lóninu, ekki onni, en þau voru öll onni. Og svo þínir farþegar, mínir farþegar, allir onni. Og svo farið SMS. Erst þú með þeim onni? Nei, fer ekki onni, ekki fer ekki hún. Að því ég ætla bara að vera á standby, að því ég tekur svo ekki léttilega. Nei. Og það fer allt í gang, og það eru svona bjöllur og SMS og þau koma hana, allir yfir 35, þeir eru hleyp út, bara í sundfötunum, bara með draslið sitt, allir undir 35, ekki hlaupandi, á Insta Live eða TikTok, að bara hafa það frábært, skilur, bara geðveitt skemmtilegt og spennandi og hlæjandi og þetta var svo mikill munur á aldri og bara svona raunveruleika tengingu. Og mína tvær sem voru undir, sem voru 26 ára, voru hann einhverju spánverjar, ég endaði að mitt prótokól er að fara og Bretarnir bara, they've been warned, let's go! Og ég hlaupandi Wow. Já. Alveg svona aksjón og þá var Grindavíkur vegurinn bara stútfullur, það var svo margir í lóninu, þannig að við þurftum að fara hringinn í kring sem er svolítið búið að vera raunin síðustu vikur. Þú mátt ekki fara í gegnum Grindavík sem enginn veit alveg af hverju ekki. Þannig að mér finnst mjög margt svona varandi reglugerðir og varandi upplýsingagjöf og varandi af hverju hlutir eru gerðir og ekki komist til skila á skrifstofuna okkar eða til okkar gætana. Ef ég spyr þessa verði þá er þeir bara látt ekki svona vinnan, farðu. Og ég fæ engin svör, ég skil ekki akkur að lónið er opið fyrir utan kapitalismu. Ég fæ mér að segja SMS þegar ég keyri fram hjá Heklu, þá kemur bara SMS þú ert við hliðina á Eldfjalli og það getur gosið hvernig sem er. Núna? Kemur núna hjá þér? Já, stundum, já. Stundum ekki, sko. Við erum að fara í Heklu, Kötlu, Reykjanes og mögulega Bárðarbungu. Já, þetta er alltaf bara á leiðinni, sko, nákvæmlega. Katla er náttúrulega vandamál, það er svo nálægt byggð. Já, nákvæmlega. Og Hekla kannski minna. Öflug, sko, já, en hún er löngu komin á tíma. En það eru bara komin að vel yfir. Nú erum við komin í rétta sumar. Eyjafjallajökull er búinn, næstu 100 ár vonandi, sko. Ég hef alltaf verið með, finnst þér ætti að vera skilti á Bláalóninu sem að væri svona mynd af manneskju að taka selfie og svona kross yfir, ekki á meðan að gos er. Nei, ég held að það forræðis ekki. Sé ekki, þú hefur ekki trúið að þetta stjórna heiminum með svo skiltum. Nei, ég held að ekki. Sérstaklega ekki undir 35. Má ég breyta umræðinni? Hvar voru þið stödd þegar það var skotið á Trump? Veistu, ég bara mista á sig, ég sá þetta í fréttanum í morgun. Sko, ég var sofandi þegar hann var skotið á hann, en ég var undir Eyjafjöllunum þegar ég vaknaði og heyrði fréttirnar, já. Ég man eftir hvar ég var þegar Kennedy var skotinn. Já, ég líka. Það var í Bandaríkjunum, þannig að ég Hvor Kennedy? Hvor Kennedy? John. Sko, já. Er þú svona gaman fyrir ekki? Já. Þú verið svo ungur, undir 35. Takk að fyrir. Veitu, Kennedy, hvenær var hann skotinn? Var það ekki bara? 63, já. Nei, þetta var mikið sjokk þegar ég heyrði þetta. Þetta kallaði á margar minningar með Trump. Manstu hvað varst þegar Kennedy var skotinn? Já, ég man alveg augnablikið þegar það kom, ég var 4 ára og nágranna kona okkar kom yfir, sko, alveg hvít í framan og æpandi og á mömmu, sko, og sagði það er búið að skjóta Kennedy, sko. Ég man að Gleymir svo pabbi aldrei nokkuð tíman. kom heim, hann vann sem verkfræðingur á Keflavíkurflugvelli. Hann kom hlaupandi inn og upp í stofu og kveikt á útvarpinu og fór yfir á bandaríska útvarpið. Þannig að það mátti aldrei vera bandaríska útvarpið heima, þegar hann var heima. Og svo sátum við þar og hlustuðum
og hann þýddi fyrir mig hvað varum að vera. Ég elti sólina, norður. Ég mega ekki Þegar Trump var skotin. Já, þannig að þá var ég var komin til norður, ég var komin á Sigló. Það var listahátíð í Sigló, súpifjör, ekkert frábært veður, en ekki rigning eins og í Borgarfirði. Var að leiðinni heim í gær, morgun, þegar þetta kemur í útvarpinu. Þannig að þetta er greinilega, ég svaf yfir það. En ég átti rosa svona siðferðslegri klemmu því ég heyri þessar fréttir og ég er ennþá í henni. Að því að svona upptilópa er ég mjög á móti dauðarefsingum og morðum bara almennt á öllu. En ef það ætti að skjóta eitthvað þá? En ég var bara, ég var alveg byggt djöfull, akkur gat hann ekki prumpast bara út. Ég er ennþá byggt það. Ég hugsaði það líka í morgun þegar ég las Já, þetta er svolítið Af hverju skrítið. þurfti hann að líta í burtu? Og líka síðan, er hann svo mikið sjómenn að hann nær, skilur, að vera hann í famlanum og gera hann að nefan sem að Amerikanin náttúrulega bara blotnar yfir. Veit ekkert betra en hann að tough guy sem á skotinni eirað og síðan bara með nefan og lofti með ameríska fána fyrir aftan, næstu því eins og þetta sé sviðsett. Og fólk eitthvað að para þetta við frönsku byltinguna, ég er nei, getum við ekki freka para þetta við hann innrásuna í Washington. Myndin er næstu því eins Já, af Jóhanna Vörk með franska fánan sko. þetta er ekki eins. Þetta er bara næstu því eins En sko. þetta er bara, það er minni, Já, þetta er já, það já, minni. já. Og allt þetta fór alveg svona, ég fekk svona smá taugafall. En hann er heppinn. Trump. Já, en ekki bara því að hann fekk þetta í eirað. Og líka með fánan og hann er bara heppinn. Nei, hann er líka sjómenn. Heppnin er bara, hún kemur bara til bankar allstað. Jú, alveg rétt, hann er heppinn, Já, það er vindur í flagginu, en hann er líka bara, haha, veit hvað hann gerir, hann kann að fylla líðin. Sagði líka bara Guðin með mér, þannig að þú veist, þetta er bara komið. Já, hann kann nota það. Og svo þetta er bara mjög athyglisvert að því svo talar hann bara leið, þannig að það er valla búið að reisa hann upp. Þá var hann að tala um að sameina þjóðina og allt þetta. Hugsaði hvað þetta er fljótt að gerast, sko. Og hvað allt breytist hratt, sko. Og hvað getur notfært þér. Stundu gerist það þegar fólk... Ég bara vona hann meini þetta. Ég meina kannski bara verður þetta til góðs. Ég get ekki þess að 20. aldar kallmenn lengur. Geta þær please horfið af yfirbúri jarðar. Stundu gerist það að þegar fólk horfist í augu dauðan að þá er næstu eins og það endurfæðist og getur skammastund getur það góðu fólki, jafnvel illmenni. Nákvæmlega. Svo verður það yfirleitt aftur að illmennum, en það er annað mál. Já, það er læknir sem hérna... Hann er aldrei að fara að vera ekki illmenni, horfða á hann. Heldur hann ekki séð ljósið? Nei, hann hefur séð ljósið yfir bara, þetta er frábært fyrir mig og mína baráttu fyrir sjálfan mig og mína menn. Það er læknir... Bara alveg svo Putin myndi hugsa eða Erdogan eða Netanyahu eða þessir áttröðu kallar sem að... Það er læknir í Bandaríkjunum sem hérna var að veiða einu sinni og hann hafði aldrei nokkuð tíma að koma inn álega tónlist og engan áhuga á tónlist. Og svo hérna þurfti hann að hringja í mömmu sína einhverju hluta vegna, sko. Og fór í símaklefa nálægt vatninu og tók upp síman og hringdi, ég kem hérna, við ætlum að koma í matiðin í kvöld, þá kom elding, veist, ofan í símaklefan og baff og allt bara sprakk og hann lá kylliflatur, lifði af, svo vaknaði hann á spítala bara mánuði seinna. Og kunni frönsku? Nei, og bara hann heyrði bara músík allan tíman, veist. Og svo bara, þegar hann var komin út af spítalanum, þar bara fór hann að keypti sér píanó og byrjaði bara að spila og svo bara hélt hann áfram að gati ekki hægt að spila, þú veist, og búa til músík og svo sagði hann upp vinnunni, svo skildi hann með konuna sín og börnin, þú veist, og hann er tónlistamæður í dag. Ég myndi ykkur að þetta var Trump. Kannski bara er byssukúlan og eirað á Trump hérna. En af hverju skildi hann við börnin? Já, hann bara gat ekki annað en helga sig 24/7 tónlist og það er þessi eina elding og þetta augnablik. Ég segi bara svona. Hvað heitir þessi tónlistamæður? Læknir eða tónlistamæður? Hvað segirðu? Búsbyrja helga sér portréttmyndum. Hver veit hvað gerist? Já, maður veit ekki, sko. Listin allavega er nærandi, við getum allavega að segja það. Hún er bara til þess að Trump ekki alveg svona til miður. En trúið þið að fólk geti breyst? Já, ég trúi því. En trúið þið að Trump geti breyst? Það verður að vilja breytast. Ég trúi því ekki að Trump geti breyst. Trump er alltaf að breytast, það er leikurinn hans. Leikurinn hans Trump er að halda okkur í stöðu ástandi af óvissu og því að hann segi eitthvað á skjön við sjálfan sig. Jú, en er þetta ekki eitthvað þegar við segjum breytingar, erum við þá ekki að meina eins og í þessu, það er einhver auðmýkt, þú veist, það er einhver svona gagvart, einhverju stærri skala og einhverju svona
Það gerist mjög oft. Þú ert nú Já. tónlistarmaður, er þetta ekki svolítið, þú þarft að vera svolítið á valdi tónlistarinnar og hérna, þú gefur svolítið eftir þitt svona kannski ego inn í tónlistina, er það ekki? Já, algjörlega. Ég meni, hún náttúrulega húsbóndinn, sko. Þetta þarf þetta að vera náttúrulega samvinna, þú og tónlistin, sko, en annars ég vilja hljóma, vera með klísjur, sko, en þetta er þannig. Ég er klassísku músikant, sko, ég meina það kostar bara mikla vinnu að verða eitt með henni, þú ætlar að spila vel og standa þig, sko. Já. Fyrir mér gengur þetta út á að taka undirmeðvitund og meðvitund, láta þær dansa og svo setur þetta inn í collective consciousness. Já, þetta er alveg það sama. Þetta er bara það. Eða eins og kokkurinn gerir. Hann bara tekur ykkur hráefni, gerir eitthvað góðan rétt, misgóða réttir eftir misgóða kokka. Já. En samt þarna talar svona, þú tekur þetta, mér finnst það líka samt svolítið svona nýfrjálshyggjan, ég tek undirmeðvitundina, við tökum, það er undirmeðvitundi sem tekur okkur. Ef þú tapar inn í hana, ef að segja þannig. Ok, já. Og ef við förum þangað, þá eru allir listamenn freka miklir einstaklingshyggju karakterar og við getum ekki hort fram hjá því. Nei, ég veit, en ég var að segja svona hugsunin samt, þú veist, ef Trump myndi breytast, svona ég hugsaði með mér, það getur vel verið að hann breytist eitthvað, en maður sér ekki fyrir sér, svona ég hugsaði með mér, það getur vel verið að hann breytist eitthvað, en maður sér ekki fyrir sér, sko, þess að svona einhverja breytingu byggð á auðmýkt eða svona. Það var áhugavert að sjá þessa ræðu sem hann ætlar að flytja í dag. Það er alltaf að endurskrifa ræðuna sem hann ætlar ekki vera kritisera Biden heldur tala mikilvæg þessar samvinnu og eitthvað fleira. Já. Ég sé bara mjög lukkulegt að það eru 4 mánuðir í kosningar. Þannig að þetta getur ennþá svona gleymst. Svona allan einhver leiti. Það væri ekki gott ef það væri kosninga bara til viku. Þá er þetta frábært fyrir Trump. En munið þið hvar þið voruð þegar Ólaf Palme var skotin? Ég man það, já. Ég var á lestarstöð í Alicante og las það í El País og fekk alveg sjokk. Ég sagði, hvað er þetta hægt? Hvaða ár var það aftur? Hvað er það, 84? Nei, kannski 85-6. Já. Ég man bara þegar John Lennon var skotin. Ég man ekki hver ég var þá. Ég átti heim í Bretlandi en ég man ekki eftir því að það hafi tekið neitt voðalega mikið á mig. 86, 85. 86 í februar. Já. Hvar varst þú þegar Lennon var skotin? Ég var upp á Hólsfjöllum að koma á gönguskíðum og þá var þessi. Kom inn og pappa og mamma voru í svo miklu, sko, bara áfalli algjöru. Það var eitthvað skrítið við bróðum mig vorum að koma svona hress inn á gönguskíðum. Og þau einhvern veginn inni gráta, eða bara ég man ekki nákvæmlega en það var einhvern veginn þetta ofboðslega áfall. Já, og svo er til svarthvít mynd af okkur á þessum gönguskíðum örugglega einhvern tímann áður. Þannig að mér finn, í minningunni er sem sagt John Lennon hann var skotin og það varð allt svarthvít einhvern veginn. Já, einmitt. Þetta eru kallað flashbulb moments í sálfræðinni, sko. Atburðir sem þú manst, sko, sem eru svo sterkir og þú manst alveg hvert smáatriði, sko. Ég var í fiskibræðsla við Frosta í Súðavík. Var þar inni með skemmtilegu kallinn sem sá það og ég hafði labbað þar inn og þá kom þetta í fréttunum, Lennon eða skotin. Svo man ég bara að við sátum hann svona í þögn og vorum að hlusta á þetta og svo labbaði ég út og það var algjörlega spegilslétt, bara algjört logn inn í og það hefði verið mikið snjóað mikið þannig að það var ófært inn í fjörðinn og bændur voru að hella niður mjólk og labbaði svona út á fisk út á bryggju endan og þá kom til mín maður sem var eini maðurinn í Súðavík sem ekki vann hjá bænum eða hjá Frosta. Hann vildi vera sjálfstæður og hafði keypt sér vörubíl. En eins og oft er að þá, ef Frosta vantaði annan vörubíl, heldur þeir áttu, þá pöntuðu frekar innan á Ísafirðin, ekki frá þessu manni. Sem bjó á staðnum. Sem bjó á staðnum, af því að það þurfti að beygja hann undir. Þannig að hann hafði þá gefist upp með að því hann þurfti að brauðfæða fjölskylduna og farið og vann með okkur í móttökunni. Og hann labbaði svona og stóð við hliðina á mér og það voru svona mávar sem svifu svona yfir. Og þá sagði hann, skrítið að okkur hafi ekki tekist einhvern veginn að þjálfa mávana einhvern veginn.
Ég meina, ég vissum að þeir var alveg til að taka svona einn og einn mjólkurpott í gogginn og koma með á bændunum. Sko, Það hljómar eins og draumur. En hvar vorum við þegar að, þegar var skotið á Palestínu búin að hugsa ykkur? Við getum ekki beint, við getum kannski sagt, fundið einhver augnablík í því, hugsa ég. meinur núna Þetta er bara linnulaust náttúrulega. Já, því það búið að vera svo linnulaust. Það verður svolítið merkilegt að heyra eftir. Já, ég sé að það er sjóður í Listaháskólanum í tónlistadeildinni sem er til styrktar framúrskarandi nemyndum sem er útskrifast frá Halldóri Hansen sem var barnalæknir og mikill músíkundur. Hann skildi allt sem hann átti eftir og það er mjög fallegur sjóður og við verðlaunum 1 eða 2 nemendur á hverju ári. Og ég var á fundi af því það átti að fara að úthluta og það kom, hann er í vörslu banka þessi sjóður og þá kom maður frá Arion banka og sýndi okkur hvernig það er verið að fjárfesta, geyma þessa peninga og það eru innlend hlutabréf og það eru erlend og það er þetta og hitt og eitthvað svona og hann sagði já, erlendu hlutabréfin þau eru bara þarna og ég sá það er bara lína þarna upp og ég sagði, heyrðu, þetta er akkurat þarna dagurinn sem Hamas réðst inn í Ísrael þegar þetta byrjaði og frá þeim degi þá fóru erlenda hlutabréfin og þau eru ennþá bara leiðinni bara gjör ólíkt öllu öðru. Já, þá eru þeir að fjárfesta í vopnaðina. Já, það er náttúrulega bara þannig, það er sorglegt. En þið getið beðið að sé ekki gert. Teikna þetta. Já, hvað segirðu? Já. Þið getið beðið að ykkar hlutabréf í þessu Já, ekki algjörlega, fjárfest þetta þannig. var alveg eye-opener, Sjá þetta svona svart á hvítu. Ógnarlegt. Já. Þetta er svona létt spjall heimsendi. Létt hjal. Ég er svolítið að spyrja fólk hvort að upplifið að lifi á svona háskalegum tíma. Þetta séu háskalegi tímar. Við erum mjög nálægt kjarnorkustyrjöld. Við erum að eyða lífi á jörðu. Ekki fyrsta skipti. Já, við erum aldrei verið, þetta er samkvæmt þessum mælingum, þá erum við munær kjarnorkustyrjöld heldur en í Kúbudeilunni til dæmis. Talandi um Kennedy. Já, öllu því. Það er bara ábóturinn á kaldastyrjöldinni að Kúbudeilan. Og það er miklu meiri hætta núna. Er þetta ekki svolítið svona orku útlát í eitthvað sem þú getur ekkert ráðið við? Að vera í einhverju stöðugum vanlíðan yfir að heimsenda málum. Ég hef kosið að eyða ekki allri minni orku þangað þó að ég sé ekki til í að blinda mig. Og þess vegna höfum við þessum létt hjal. Já, létt hjal og mér finnst svona sannleikur og hreinskilni og bara allt eins og það er. Mér finnst það að vera róandi. Mér finnst það bara svona, já, ok, alveg rétt. Við erum ekki að tala um það. Við erum ekki sópaðið undir gólfið, undir teppi. Ég þolið það ekki. Mér finnst það verst. Og maður veit en enginn segir. Það er bara eins og jarðfræðingar. Betur þegar þeir eru bara komin. Ég meina, og líka þessi aldursflokkur, hann er bara þekktur fyrir það að vera þarna, að allt er að fara til fjandans. Það er... Ég hef nú meira áhyggjur af bara að við missum loftslagsmálin út úr höndunum á okkur. Því að við erum komið fram að brúninni og við erum ekki að gera neitt. Útblástur er ennþá aukast. Akkurat. Og dæla niður nokkrum tonnum og Íslandi eða milljónum tonnum verður eitthvað pínu lítið. Já, útblásturinn núna er rúmlega 37 milljarðar tonna en það er bestemt á að fara upp í 4. fasa í Straumsvík í 3 milljónir sem er minn en 0,1%. Þannig að, já. Það er þó eitthvað. Það er eitthvað. En það sem við þurfum að gera í staðinn fyrir að vera að reyna að farga þessu. Að hætta þessu. En það vantar svolítið, ég held að við séum kannski svolítið ónæm fyrir öllum þessum fréttum. Við erum að tala um þegar kannski Kennedy eða í gamla daga maður manað svona sterkt. Núna fær maður svo mikið af fréttum og mikið af voveiflegum tíðutum mitt bara. En að því að það er ekki beinlínis oft persónur í þessari frásögn flokksslagsbreytingarnar. Það þarf að segja alltaf sögur, Það er alltaf verið að segja sögur. Það er að reyna að segja stórflóð og það eru þurrkar og þetta er svo augljóst. Það er svo ónægt fyrir þessu sögur. Við bregðumst ekki við. Nei. Og ég stundum hugsað mér einmitt ef maður fengi svona SMS sem að, eins og þú ert að segja, Hekla er að fara að gjósa og
maður fengi bara, þú veist, það að koma stríð, ég veit ekki, maður myndi kannski bara ekkert eins og sjá það, sko, eða bara ekkert taka eftir eða... Jú, en hvað ætlar að gera? Stoppa stríðið? Með þessum verður að gera eitthvað núna. Það eru stóra breytingar í eðlisfræðinni, það svona, það sem kalla á einsku paradigm shift, það alveg breyting í, sko, úr því sem kalla chaos theory, eða svona óreiðu teóría yfir í það sem kalla, sko, complexity theory. Og það sko flækjukenningin, sko. Það sem var, og stóri munurinn sá að það sem var talið vera óreiða hér áður ekki óreiða. Og þetta á við alheiminn og mjög flókin og stór kerfi, sko. Og í stuttumáli þá þýðir það, og menn eru fannir að sjá það að allt sem gerist og allt sem við gerum, það hefur áhrif. Þetta er til minnst þetta fræga dæmi, það sem kallar sko fiðrilda effektin, butterfly effect, fiðrildi í blakavængjunum í Brasilíu, það verður óveður undir Eyjafjöllunum, sko, þú veist, eitthvað svona, sko, sem var talin bara svona einhver bara, já, guð minn almáttugur, sko. Sem rústaði kláminnaðinum. Já. En keppa við ókeypis. En talandi hennan háska og maður get ekki gert neitt, ég held að þetta, þú veist, það hægt að gera og allt sem við gerum hefur áhrif. Ég svolítið þar, sko. Ég held að við höfum, sko, svona bara heimsborgaralega ábyrgð á því að horfast í augu við heiminn sem hann og gera eitthvað í því. Ég alveg sammála því. Nei, ég ekki eins og hipparnir gerðu þetta þegar þeir gáðust upp, meðal annars út af þegar Robert Kennedy og Martin Luther King og fleiri eru drepnir og þjóðvaraliðið sigað á hippana í San Francisco og var að bori niður, sko, krafa þeirra félagslegar umbætur var bara mætt með ofbeldi. Og þá gafst kynslóðin upp og fór og sagði, nei, það ekki hægt að breyta heiminum, við erum að breyta sjálfum sér fyrst. Og síðan fólk búin að vera núna í næstu 50 ár að breyta sjálfum sér. Já, en svo Noam Chomsky samt líka með hana 2 áfram, 1 aftur, sem náttúrulega lögmál. Já, en þetta með að fara inn í jógaherbergin og bara hverfa út úr og taka ekki, ég ætla bara að breyta sjálfum mér og þannig mun ég breyta heiminum. Já, en þú ætla bara að gera jóga, þá ekki fara að gera sneitt. Nei, gat af sér, sko, eina stórkostlegustu upphafningu einstaklingshyggjunar sem við höfum lifað og það hún sem að drepa okkur. Það er talað spiritual materialism. Og það er sem sagt, það er þessi nýfrjálshyggja sem að tók völdin. Já, og efnishyggjan og spiritualism glemdist svolítið líka því hann var gerfi og feik og við erum ekki að tala að fara í klukkutíma inn í eitthvað herbyggi. Þess vegna við að taka bara fara fram úr á mátana til að berga heiminum. Því að það þarf. Já, en má ég líka segja, við þurfum ekki samt að segja ekki byrja því að bjarga sjálfu sér til hádegis. Það fyrir líka svolítið eftir hvernig þú gerir kannski jóga. Ég myndi segja, þessi kenning sem þú ert að tala um ég svolítið áhugaði í tengslaflækjar þarna, að það skiptir svolítið máli, sko, örugglega af hverju þurfum við að gera annarkvort að bjarga heiminum eða okkur? Getum við ekki gert, sko, bæði í einu? Sem sagt, algjörlega. Það er ekki annarkvort eða, það er bæði og. Jú, það er alltaf svona heimsendir, þá gerum við ekki neitt, eða við gerum rosalega mikið, eða bara jóga og ekki þá vera í samfélagi. Mér finnst þetta vera mjög svona... Það eru sumir sem kúpla sig alveg út. Ég, þekki konu sem hefur algjörlega kúplað sig út úr öllum fréttum. Hún horfir ekki á fréttir. Hún er bara algjörlega í sinni búblu. En ég held að þeir sem eru virkilega að reyna að breyta heiminum, að þeir hafi miklu meiri áhrif heldur en þeir sem kúpli sig út. Og í rauninni er það efnahagskerfið sem að við búum við sem að er að eyðileggja jörðin okkar. Þannig að þess vegna þurfum við að breyta efnahagskerfinu. Þess vegna þá ákvað ég það í mínum sjálfbærni pælingum að núna þyrfti ég að pæla í nýju efnahagskerfi. Þannig að jarðfræðingurinn er komin þangað. Geta það ekki verið bæði? Andstæður sem er samstæður sem er hliðstæður. Fyrir mér virðist þetta vera bara lögmál. Að það er ekki annarkvort eða, það er bæði og það er ekki bara jóga og ástæðan fyrir að ég fer í jóga er svo að ég geti verið mildari og blíðari við umhverfið mitt og skilur aðeins jafnari á því þegar það kemur átökum. Að því Íslendingar til dæmis mjög átakafælnir upp til hópa. Ég er það ekki. Þannig ég þarf að finna leið til þess að aðeins að channela því blíðar svo við getum átt betra samtal. Og í samtalinu kannski, þú veist, mótiverar það mig og hinn en á sinn máta. Já, þú hefur bein áhrif bara með því að vera blíðari þá hefur áhrif. Akkurat.
þannig að það bara það er það sem maður að sækjast eftir. Það hegðun sem bara ekki endilega nirvana. Skilur, heldur bara einmitt þetta að vera meira tólandi. Því eins og ég sé það, ef við lærum ekki að segja fyrirgefðu og deila, sem við kennum öllum leikskólabörnum, ef við lærum þetta í alvörun ekki sem fyrst, þá erum við dúmt. Það þetta sem er vandamáli, bara svona, þetta svona barnalærdómur og við kunnum þetta ekki. Alltaf fyrirgefðu en þú veist líka. Ég hef bara takað fram að ég nefndi jóga, þetta var í svona sögulegu yfirliti þjóðvarlið í San Francisco og þegar jógað kemur til Vesturlanda. Já, en þau líka byrjaði að nota kók og verða bara ógeðslega rugluð á því. Það ekki Nei, ég fór nú bara að hugsa með það típeska munkinn, Chogyam Trungpa sem skrifaði Crazy Wisdom og var einn af þeim fyrstu sem kynnti jógapælinguna og buddhismann í Bandaríkjunum og hann var náttúrulega rosalega imponerður yfir því hvað Bandaríkjamenn einmitt og Vesturlandabúi líka breyta tóku vel við, voru tilbúnir til að breyta en svo svona fór hann að skrifa þetta hvað væri merkilegt, hvað kannski væri tendens til að taka svona einmitt ekki að fullri auðmýkt heldur svona að ætla að nota það sem tæki í einstaklings bara fyrir sig sko. Þannig að þessi samfélags að sjá okkur að það myndi alltaf hún fannst alltaf rofna tengslin við samfélagi og umhverfi. Við vinnum í okkur til þess að orka sé hærri, við erum ekki hrædd, við erum ekki fulla kvíða og þunglindi, heldur erum við glöð og þakklátt. Þá höfum við líka áhrif á aðra. Það getur maður gert með hugleyslu og jóga. Við þurfum að horfast í augu við raunveruleikann og vera glöð og þakklátt á sama tíma. Það ekki leiðin eða svo að horfa síður á raunveruleikann til þess að búast til aðstæður sem maður getur orðið glaður og þakklátur. Maður geta horfst í augu við raunveruleikann, sannleikurinn mun gera þau frjálsa. En hvaða raunveruleika? Er það fréttir? Jú, maður þarf kannski ekki alltaf að vera að horfa fréttir samt. Nei, maður má ekki byrgja augu sín. Nei. En það líka svo auðvelt að vera svona, já, en þetta gæti nú verið betra ef þetta verið svona og verið betra ef ég ætti svona. Og það vestrænt svona mygla. Það mjög sjaldgæft að ég hitti fólk í vestræna heiminum sem er bara óslega sátt við það litla sem það með. Og veistu, bara til að ánægt með það. Ekki eitthvað að því það á að eiga eiginlega betra, því að hinna, veist, mér finnst það að vera svo mikil. Að því við erum alin upp í þessari skorthugsun og við þurfum alltaf meira og meira. Og en ef við lærum bara að vera þakklátt fyrir það sem við eigum, eins og margir fátækir eru að í öðrum löndum, sérstaklega kannski minna á Íslandi, að þá myndi okkur líða miklu betur. Í fyrra var ég að gæta lúxusfólk. Það er að segja bara 8 ríkasta liðið. Og þetta er eiginlega bara eins og að vera eskort. Þú veist, með 3 til 4 einstaklingar sem eru alveg svona örvarslega eins og bókar í Radcliffe eða eitthvað. Og þau eru svona 5 stjörnu fólk og það eru svona nokkri 5 stjörnu hótel og aðstæður á Íslandi. Og þau voru rosa, og ég tók eftir þessu hjá þeim, mjög mikið að kvarta yfir þetta sé ekki alveg 5 stjörnu. Þetta er aldrei alveg nógu gott, þetta er ekki alveg eins og þau voru að borga fyrir. Meðan ég er núna með regnbogann bara í Bus Travel, það er að segja, þú veist ekkert hver labbarinn, það er bara hvaðan sem er, á hvað aldrei sem er. Og þau eru svo þakklátt fyrir allt bara, hvaða sögu, hvert einasta smáatriði sem er í boði. Og mér finnst þetta mjög, mjög skýrt. Skilur, því meira svo átt, því meira ertu gagnrýnin á það sem þú ættir eiginlega að vera að fá. Og það held ég að sé Og þú heldur að eigi skilið að fá. Já, að því þú borgar fyrir það, því þú ert aðeins merkilegri. Mér er sagt að fyrsta flugið sem var farið, það sem var net, það sem gæti verið á netinu fluginu. Það voru, held ég, minni að það verið 17 mínútur, það er komið svona ding, það er eitthvað truflun hérna í netinu, datta þess út. Þú var hvað segir þau? Var það Þú ert í 30.000 fetum. Já. Þannig getur bara verið og skoða klámsíðuna þínar eða eitthvað, það er svona að gera. Og það er bara gríðarlega, náttúrulega fáránleg hugmynd að maður situr á raskatinn í 30.000 fetum og það bara verið tengdur öllum á jörðin á sama tíma. Það voru búin að vera í svona rétt rúmt korter, það er því svona ding, það er smá truflun hérna á netinu og það er fólk byrjað að kvarta strax. Þannig að leið þú færði eitthvað að byrja að kvarta.
borgar sig bara að sætta sig við það sem maður hefur. Já, Settur kannski lítið. skilur við líka En vera... Betra marki. samt að gera byltingu og samt að vera, Já, samt að vera ég held að, virkur. sko, Maður á að krefjast varðandi- réttlæti, sko. Já, krefjast réttlæti. sko, mér Já, finnst það var ekki- samtalsins, skilur rosaleg um það formúla ekki farið hérna. ofan í. Já, réttlætið er mjög En mikilvægt. ég er alltaf ofsalega glaður þegar ég vakna, sko. Mér finnst það bara aðalatriði, sko. Og svo restin er bónus. En svo kemur, ég er alltaf að sletta ensku afsaki, en þú veist, hvað heitir að vera proactive á það þarf að gera hluti. Sína frumkvæði. Versus það að bregðast við, að vera Já, virkur býtur hann við. virkur eða... Frumkvæði, er það ekki? Já, Proactive. Já, Landslýstjálfarinn í Englandi var kvartað yfir því að hann var alltaf bara að bregðast við, hann var aldrei að Já. stefna því að skora, hann bara brást við að Haunuskoruð. já, nákvæmlega. Ég meina þetta er það, sko. Þú veist, þetta er alveg eins og, ég meina, ef við þú veist, komum aðeins aftur með ferðamennskuna og allt þetta og skipulega og svona dót, ég meina, þú veist, ég held að svona fyrirbæri eins og þarna við erum að horfa á bara það sem ég er, sko, er svona reaktív hegðun, sko. Það hefur brugðist við einhverju, sko, í staðin fyrir að, ég held að það sem við viljum gera er að gera hluti, þú veist, en þá með einhverju hugsun, sko. Já, Af því vera að- hlut þátttakendur. Já, þú ert óaktífur ef þú bregst við, en þú ert aktífur ef þú gerir eitthvað, sko. En þið eru svona með þetta er svona neyðarheimildin. Já, það þarf að, já, það verður að spilna Með þetta sko. tengjast einu sem að ég vitna mjög oft til hérna við Rauðaborðið, sem hann Adam Curtis sagði. Hann sagði að sko stjórnmáli framtíð svona 1980 snýrist það að við verum að móta okkur sameiginlega framtíð. Eftir það lærðu stjórnmálinn það að það er miklu betra að selja bara ótta og að þau séu að verja okkur fyrir einhverju áföllum, stríði eða terrorisma eða pláunni eða hvað sem er. Og þar leiðandi erum við hægt að búa til sameiginlega framtíð. Þannig að við kunnum ekki lengur að tala saman um það hvernig samfélagi við viljum. Þetta eru við alltaf bara að bregðast við að mæta einhverju ógn og verum að verja eitthvað sem að kannski við viljum ekkert verja, sko. Akkurat. Nóg til að því. Ná til að því. Það er kannski það. Við verðum að halda áfram með þáttinn. Já, ég held að mitt sumir af alltaf meira að vera mættir eitthvert. Þannig að þú verður að fara aftur undir Eyjafjöllin Já, og passa upp á Holtsósinn, blessaðan. já, bara takk kærlega fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Bara mjög Við gaman. hilsa Eyjafellingum Já. og mann þykir nú Ég skil að rosalega því. vænt þetta svæði og Holtsós er Já. bara náttúrulega eitt fegursti staður á Íslandi. Já, ég tók vídeo í morgun kl. 6, ég sín ykkur einhvern. Já. Sýnd Mjög okkur það fallegt. hérna þegar við komum fram, við langar að sjá það. Já, Og það væri nú gaman að fá maður þyrfti eiginlega að komast í svona endurmenntun til þín líka í öllum þessum jarðvísita, því maður finnur öllum þessum fréttum af jarðhræringunum og maður er ekki alveg nógu læs á það, sko. Að skilja þetta. Ég þarf alveg að hafa með alla við. Þessar hræringar verða næstu 300 Mæli með að árin, fara þannig að bara þú nógan tíma. ítrykkað út á Reykjanes. Já, fara út á Reykjanes. bara ítrekað. Já. Með, Já, svo er líka hægt að góðum bara- leiðsögunum og myndlistarfólki líka. Fara að læra jarðfræði. Það er bara ágætis menntun. Jú. ég elskaði jarðfræði í menntaskóla. Ég líka. Það var bara Ekki mjög ég, gaman. en Já. svo var ég leiðsögumaður. Þau elskuðu jarðfræði, hún er Ég satt með bókina Þorleifs Einarssonar á hnjánum í heilt sumar í hálendisferðum með Ísland og þá fór ég að pæla í jarðfræði og fór svo í jarðfræðina. Svo ert þú núna komin út í hagfræðina Já, nú er ég komin út í hagfræðina. og þið út í jarðfræðina. Já, þannig að maður fer svona hringi. Takk fyrir spjallið. Við bara náðum bæði að tala um heimsendi og ekki heimsendi í sumarspjallinu okkar. Við gerum smá hlið hérna, komum að verðum spórinni. Ég ætla meðal annars að tala við hana Ágústu sem að keyrði bæinn frá Ásbyrgi til þess að segja sitt álit á stöðu bænda og landsbyggðarinnar. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, herðu, hérna Oddný, ég tók viðtal daginn eiginlega konu sem að hafði postað á Facebook og talaði svona inn í kameru út frá sameiningu KS og kjarnafæðis og norðlenska Já. og maður er að tala um að fólk væri eitthvað að tuða yfir þessu á meðan að vandi landsbyggðarinnar og bænda væri kannski ykkur allt annar. Það segði aldrei verið neins samkeppni.
Nú en áhugavert að heyra beint frá vettfangi. Þetta er Ágústa Ágústsdóttir. Hún er frá Meiðavöllum. Veistu hvað það er? Hvar Ert þú það ekki ættuð þarna einhvers staðar hvað ertu ættuð? Einhvers staðar bara upp á heiðum á norðu? Sko, já, ég er nú ættuð vest norður, ættleggurinn eða þræðirnir liggja alveg ekkert af Suðurlandi, bara af Norðurlandi, Ströndum, Skagafirði held ég Húnavatnssýslu og svo sem sagt Möðruvöllum? Nei, ég rétti Möðrudal eða svo leiðis. Nei, ég er ekki ættuð þar, pabbi bara ólst upp þar en úr hérna Kópaskeri eða þar, sko, allt í nú ég svaf mér bara svo illa því ég var á Íslendingabókum þetta, því að eitt forfæði minn virðist vera rangt feðraður, sko. Hann bara sótti á mig. Í nótt? Já. Þannig ég var bara, og ég náði í þjóðsögurnar og var bara að grúska í þessu, hérna, það eru yndislegt svona sumarnóttum að bara grúska í þjóðsögum og fara inn á Íslendingabók. Þangað til að dagurinn eftir kemur, þá var maður vansvefta. Já, en þá sem sagt, já, og alveg út af austur og svo Vopnafjörður og Langanes og þar, þannig að þetta er öll þessi lína þarna. Þannig að þú veist ekki hvað Meiðavellir eru? Ég segði mér aðeins, jú, ég kannast nú við það. Þeir eru Ásbyrgi? Nú, já, ég er nú ættuð þarna bara rétt. Já, ekki? Jú, alveg hreint, Kelduhverfinu og Kelduhverfinu og Núpasveitinni og þarna. En Ágústa býr þar, ég held að og reyndar veit að hún er ekkert ættuð það, sko. Hún er bara, ég held alveg upp í Breiðholtinu. En býr á þessum fallega bæ og með þessu fallega nafni. Ég held að sé þetta labba bara út og horfa yfir Ásbyrgi. Og ég held að hluti Ásbyrgi tilheyrir þessari jörð. Dásamlegur staður. En hún sem sagt, hérna, ég heyrði í henni og spurði hvort þú vildi ekki koma og getið þetta ekki viðtala Zoom eða vera langbest hún kæmi hérna. Og það vildi svo til að hún átti leið í bæinn, þannig að hún kom bara eiginlega. Þess vegna tók ég það upp svona, hérna, rétt fyrir helgina og alltaf spilaði núna eftir. Mér finnst það merkilegt spjall. Fyrir svona hægt í gang eins og hætti til spjallunum við okkur. Það er bara þannig. Já, við erum ekkert að flytta okkur. En þannig var allt undir. Bara landsbyggðin og samfélagið og vald fólks yfir nærumhverfinu og hvernig kerfin er að kæfa fólk. Nú, og hefur hún verið, sko, hefur hún verið eitthvað að hlusta á samstöðinu eða? Kom það fram? Jó, það er með mér nú að hafa sagt það, já. Hún er í Miðflokknum. Þannig að það litar svolítið að þetta er miðflokkskona sem að kemur hérna við rauðaborðið og hún talar svolítið minnstrið og svona. Já. Það er bara gaman. Maður nú sammála miðflokksfólki. Oft finnst mér, sko, sérstaklega miðflokksfólki út á landi. Já. Gætirðu hugsað að vera í miðflokknum? Ekki. Það fyrir að hlæra því. Nei, ég bara... Þetta er alveg fráleitt. Já. Maður veit aldrei hvert lífið leiðir mann, kannski. Alveg rétt. Þetta svona... Ég hef nú ekki, þótt ég sé sammála svona einstöku sinnum, einhverjum úr miðflokknum, þá er ég ekki samt, hefði ég nú ekki hugsað mér að ganga til liðs. Nei. Ég var að því að við erum að tala þennan stað þarna, eða þú veist svona þetta svæði á landinu, þá var ég ekkert þannig að ég einhvers þar í Þingeyjarsýslum að tala við bónda. Og bara svona tala pólitík eins og ég geri eða fólk gerir við mig, veit ekki hvort það er. Og þá sagði hann hérna, veistu það, ég held ekki bara séð Framsóknarmann bara í 4-5 ár, sko. Og þá var hann að meina svona fórustufólk úr Framsóknarmann. Það bara hættar á það að sjá sig í sveitunum. Nú í sveitunum? Líklega því að bara sveitinnar er ekkert ánæðar. Ég meina þegar að fari náttúrulega með mikil svona tilfinning fyrir að landsbyggðin sem skilin eftir og heilbrigðiskerfið er að gefa eftir og það er kvartað við vegunum og þetta er meira og minna sem hefur verið undir forræði Framsóknarflokksins. En svo sagði hann hérna, en Sigmundur Davíð er alltaf hérna, sko. Hann er bara svo klókur að það er bara, ef við fundur í fjallaskilanefndinni, þá kemur símtal frá Sigmundi og segir, er þið ekki með fund? Jú, við erum með fund bara á morgun, ég er ekki samátt ég komi. Þannig hann er hérna klókur, sko. Já. Þeir fá aldrei nóg af Sigmundur Davíð, það sjá aldrei Framsóknarmann. Klókur og kannski svona trúr eitthvað líka. Já, bara,
Já, vill. Ég ætla nú ekki þótt að fara að byrja að mæra Sigmund Davíð. Nei, ég meina vill vera bara, í tengslum við svona, já, fólk sitt fólk. auðvitað kann að meta það. Þetta hans kjördæmi. Herðu, en við skulum skella okkur í kjördæmi Sigmundar Davíðs. Ég ætla að tala við hana Ágústsdóttur frá Meiðavöllum af svona gefnu tilefni eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Herðu, það vakti náttúrulega athygli þegar að Kaupfélag Skagfirðinga keypti Kjarnafæði Norðlenska og þau kaup hefðu svona undir eðlilegum kringumstæðum átt að fara til Samkeppniseftirlitsins en gerði það ekki vegna þess að Alþingi samþykkti lög sem að þannig að afurðastöðvarnar eru undanþegnar samkeppnislögum. Þetta var alls konar umræða í samfélaginu en það sem athygli okkar hérna við rauðaborði var eiginlega pistill sem að Ágústsdóttir melti fram og hún er hingað komin. Hvað er að segja, ekki ferðaþjónustubóndi, þú rekur ferðaþjónustu við Ásbyrgi á Meiðavöllum. Og er svona bóndi með annan fótinn alltaf í. Já, og hefur verið bóndi. Já, hefur verið bóndi. Það er svo bóndi með skepnur. Já. Herðu, þetta var merkilegur pistill þjóður, það sem er. Svo mæltir fram í myndavélina. Takk fyrir það. Svona lýsingu. Það sem að einkenndi þetta var svona svolítið svona hugmyndum það að sjónarmið bænda hefðu ekki átt upp á pallborðið, að þeir væru svona hægt og bítandi verið að ýta þeim í verri stöðu og meðan að samfélagi verið að tala eitthvað reyðina býsnum hitt og þetta án þess að gera neitt til þess að tryggja það að hér væri öflugur búskapur og eftir svona verðt að verða bóndi. Það ekki? Jú, það er nefnilega langt hrörlunarskeið. Það er bara búið að vera það og það er svo sem má eiginlega kannski segja að það sé búin að vera þessi óbáslega vinstri sveifla, segi ég. Auðvitað svo sem það eru alls konar skoðanir og menn mega að vera sammála og ósammála. En það er nauðsynlegt að hafa rödd og maður megi koma sínum skoðunum á framfæri. Og ég hef bara reynt að gera það og tala bara svolítið íslensku. Og svo mega menn vera ósammála mér, það er bara góðlegi. Það er kannski þessi vinstri sveifla sem að hefur líka talað sauðkindina niður og maður hefur bara fundið þetta frá því að maður var krakki og alla tíð hvernig mér hefur fundist þó að almennt Íslendingar standi með bændum sem slíkum og að samt sem áður einhvern veginn eins og bændur séu álitnir einhver afgangsstærð eða virðingin fyrir þeim sem eru að framleiða matinn okkar, einhvern heilnæmasta og besta mat sem við höfum völ á, skuli ekki vera meira en hún er. Og sauðkindin hefur verið töl niður sérstaklega í þessari vinstri sveiflu þegar að þetta offors í loftslagsmálum og kolefnisfótsporum og allt það. Við Íslendingar erum nefnilega frekar þekkt fyrir það að taka allt með trukki. Að það er svona rokið af stað og alltaf að vera best og mest hér og sem að ég vil nú frekar meina sé nú kannski svona arfleið að hverju svona minnumáttakend frá því við vorum undir Dönum og Noregskonungi. Og hætti til að belgja okkur út. Það er bara svolítið þannig sko. Og við verðum bara líka að þóra að horfa í eigin barm án þess að maður sé neitt að tala illa um Íslendinga. Íslendingar eru náttúrulega alveg stórkostleg þjóð. Við erum 400.000 á lítilli eyju sem er samt sem áður gríðarstór í öðru samhengi, gríðarlega náttúruauðlindir og mér er alltaf eftirminnilegt blaðaskrif eins, ég man ekki hver það var, en það var svo stórkostleg lýsing á því hvernig við upplifum Ísland versus ferðamannin. Að hann sagðist hafa farið í heitapottin eitthvað tíman og heitapotturinn fylltist af Þjóðverjum. Og
þar byrjuðu þeir alveg bara, þetta alveg stórkostlegt, það bara netsamband út allt og bara spítalar allstaðar og bara vegirnir hér malbikaðir og hann sagðist blaðamaðurinn, hann var bara svolítið stækkað í heitapottunum og það eiginlega stoltur og svo bara kláraði samtalið og þjóðverðarnir fóru og Íslendingar komu svo í pottun eftir og þá var strax byrjað helvítis heilbrigðiskerfið, vegirnir, handónýtir, allt ómögulegt. En þetta kannski liður í því, kannski þessi veldur því að við höfum samt verið, kannski vegna þessa, við höfum verið ótrúlega ötulega dugleg að koma okkur áfram. Þjóðverðarnir sáu hvað var búið að gera en við sáum hvað var eftir að gera. Já, það kannski... Eða sem þú talar heilbrigðiskerfið, að það nú víða út á landið sem tilfinningur í því að heilbrigðiskerfið hrörni. Já, það einmitt akkurat þetta sem búið að vera að gerast. Við sem ekki á leiðinni fram heldur aftur. Já, og samþjöppunin orðin hér algjörlega bara fyrir sunnan að það búin að vera þessi sorglega þróun, þessi borgríki stefna hreinlega að hér á suðvestur horni landsins býr orðið 85-90% af öllum landsmönnum. En þetta náttúrulega afleiðing af hafa byrjað að tala byggðastefnu svona 1970 eða eitthvað sliðs. Þeir flokkar sem hafa rekið þá byggðastefnu hafa verið Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. Þeir flokkar sem hafa haft yfirburðar fylgi í öllum landsbyggðarkjördæmunum eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. Þeir flokkar sem hafa verið ráðandi í sveitastjórnum í hinum dreifðari byggðum eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn. En akkur þetta tala að ógnir sé að vinstri, mér sýtti að vera bara verið í höndunum hægri manna, ég meina þeir hafa farið með landbúnaðarráðuneytið, ég nenni nú varla að fletta því upp sko, ég held að reynda einstakar sem dottið inn alþýðubandalagsmaður, Steingrímur J. Sigfússon, 1988, annars hefur nú bara verið annarkot framsóknarmaður eða sjálfstæðismaður í landbúnaðarráðuneytinu, þá til núna, VG, eða með alþýðubandalagið. Já. Það alveg rétt, enda ég meira að tala um þessa vinstri sveiflu í tengslum við, og bara, nei, í stjórnmálunum líka. Og flokkarnir færist til vinstri. Þú ert eina af þeim sem upplifir að Sjálfstæðisflokkurinn sé á ferð til vinstri. Ég held að sé ekki hægt að greina eiginlega hvor hvað í ríkisstjórnin í dag. Það bara, þetta svona svolítið eins og kamiljónið, menn breyta litum bara svona eftir því sem hendar. Við vinstramegin sjáum VG á hraðaleið til hægri, sjáum Samfylkinguna á hraðaleið til hægri, en þú þar í stjórnmálunum að þú séð hægri flokkan á hraðaleið til vinstri. Já, bæði. Ég ekki, öfgar fyrir mér eru algjörlega af hinu allra versta, hvort sem þeir eru til hægri eða vinstri. Og við sjáum nú bara með hægri pólitíkinni sambandi við orkumálin núna. Þetta tengist allt. Ég held til dæmis að ef við tölum orkumál og loftlags, það vantar algjörlega að aðgreina þessa umræðu. Það breytingar á bara veðurfari og loftslagi og náttúru og svo sóðaskapur mannsins. Það getur enginn deilt það deilir enginn það að mannskepnan sóði. En ef við horfum á jarðsöguna að maðurinn bara rykkorn á rassi jarðar í sögulegu samhengi og jörðin búin að fara í gegnum 5 gereyðingar á lífi, alltaf finnur lífið leið og við svolítið högum okkur eins og við séum hérna einhverjar eilíðarvélar sem að höfum áhrif á. Gereyðing náttúrulega svo stórt mál að maður getur ekki sagt þetta nú gerst áður, maður getur ekki stemt að gereyðingu bara að því það hefur gerst áður. Nei, þetta ekki svona svart og hvítt, en það verður að taka þetta með inn í umræðina. En förum aftur að sauðkindinni. Þú segir að hún hafi verið tölum niður. Það líklega út af landeyðingu, ofbeit. Það er óumdeilt að hún hefur verið, að það var lengst það voru bara 400.000 fjár eitthvað svoleiðis, þangað til upp úr miðri 19. öld að þá fjölgaði upp í 800 og 900 og sló næstu upp í 1.000.000 og síðan við fækkað aftur og komin aftur niður í 400.000 eða cirka, eins og var hér lengst af.
Þannig að þessi seinni tíma eyðing á afréttum út af þegar sauðfé var sem mest, að það ekki það deilt að sauðfé hafði slæm áhrif á heiðar. Nei. Ekki síst þarna fyrir sunnan þar sem þú býrð. Það ekki, í Hólafjöllum og þar. Fyrir sunnan? Já, það er ekki, það er þar. Er það fyrir norðan þar sem þú býrð? Ég bý náttúrulega við Ásbyrgi. Já, en ef maður fer suður, þá fer maður á heiðar sem maður voru illa farnar? Já, ég meina hálend, það hefur engin bóndi, það neitar því engin að það var hér mikil ofbeit. Kringum hérna milli 80 og 90, það er kringum 86, þá fór þetta snúast við, en þá var ofbeitin náttúrulega rosalega, þá voru líka alltaf þeirri tímar, það var minni fjölbreytni í mat, þannig að það var allt annað. Síðan þá hefur bara alveg gríðarlega mikið gerst, bæði hefur sauðfé fækkað, bændur hafa verið gríðarlega öflugir í uppgræðslu og hafa oft á tíðum á voru frumkvöðlar í því og hafa svo tekið höndu saman við landgræðsluna og kannski fyrst og fremst bara fækkaði fénu, þannig að vandinn eiginlega bara minnkaði, meðal annars út af minni eftirspurn. Já, en það virðist ekki hafa haft áhrif á þessa vinstri sveiflu eins og ég kalla, því að það hér bara í tengslu við einmitt bara þegar hálendisþjóðgarðurinn fór sem ég barðist mjög mikið á móti, að þar var þetta notað mikið, grimmt. Við skulum bara átta okkur á því að þó að hafi verið mikil ofbeit hér og sauðkindin olli sínum skemmdum á sínum tíma, þá búum við líka við náttúruöfl sem hafa mótað hér hálendið og sandana og það í gegnum árhundruðin og aldir. Og það mér líka minnistætt að Landvernd til dæmis var með auglýsingaherferð í tengslum við hálendisþjóðgarð, en það sem var alltaf slegið upp þessu slagorði björgum Íslandi, björgum hálendinu. Landi fíku burt. Já, en þú veist, bjargaði frá hverju? Einhverju sem að var einu sinni. Sauðfénu hafði löngu minkað, það var búið að sýna fram á að gróðurfar var búið að auka skríðarlega og var í mikilli framför síðustu 20 ára og mér er alltaf minnistætt að Landvernd notaði Hattfell á Emstru svæðinu meðal annars og með þessu slagorði björgum Íslandi og þessu var dreift á Facebook og þar var meðal annars kommentað að já, þetta er alveg Hattfell þetta er gríðarlega fallegt svæði. Hattfell það er svona gróið eiginlega allt upp í svona þessum fallega hálendis græna liti og svo eru sandarnir þarna í kring og kommentið var, já, hræðilegt enn og að sjá hvernig sauðkindin hefur nú farið með þetta allt. En staðreyndin var nú bara svo að þetta svæði, Emstru svæðið, er búið að vera friðað fyrir sauðfé í 40 ár. Þannig að þarna er viljandi verið að dreifa bara ósannindum til þess að sannfæra fólk eitthvað sem er ekki. Og þetta mislíka mig bara alveg svakalega. Það er ekki ofbeit lengur. Ef við ætlum að fara að tala um ofbeit... Það eru þeir sem eru það hefur verið bent á svona tiltekna staði en það er ekki eins mikið vandamál að vara 85. Nei, já, tiltekni staðir. Þá skulum við einmitt bara taka þá staði sérstaklega og skoða en ekki setja all landið undir eins og bara bændur almennt. Ég er alveg samanlegar og það líka kemur í veg fyrir að kannski við náum að hemja þessa verri staði ef það er alltaf verið að tala um þetta almennt, sko. Já, og svo skulum við, og maður einmitt tala, sko, það er mjög vinsælt myndefni að birta mynd af sauðfé í rófabörðum. Já. Það er nú bara búið að sýna fram á það og ég hvet þig til þess að einmitt að fá að reyna að tala við hana, nú gleymi ég nöfnum að því ég fyrir fram að myndavélina. Það kemur nafn ekki Ólaf Arnalds. Nei, alls ekki. Ég hef talað við hann. Já, það er svo sem gott. Hann hefur sína skoðanir. En ég hef skrifað mjög mikið gegn honum og er mjög ósammála honum. Og með þessi rófkort hans sem eru yfir 30 ára gömul sem voru notaði mitt sem aðal efni þess að hér væri landi mikill afturför. Málið er það að okkur Ólafi greinir á það þegar að við erum með tómt glas fyrir framan okkur. Þá getum við bæði verið sammála það að glasið sé bara, það er bara tómurum hann inni og má líkja við bara auðn. Þegar að glasið er orðið hálffullt, þar greinir okkur á. Þar sé ég að glasið sé byrjað að fyllast, tómarúmið er að hverfa.
En hann aftur á móti sér þarna hálffullt glas, tekur mynd af því til þess að sýna fram á tómarúmið. Já, ef við höldum ekki, ef við höldum ekki vendinni áfram, að þá mun glasið aldrei fyllast. Þú segir að þegar að gróðurinn er búin að ná sér á tiltekið stig, að þá má beita á hann án þess að hann, Já, og hæfileg beit, hún styrkir ræturnar. Já, en svo getur maður lent í fólki sem deilir rosalega það hvað þessi hæfilega beit. Já, þetta líka í Nóri að því að þeir beita á skóana og svona, þeir deila endalaust það, en ég meina þar haldið því fram að sauðkindin gerir skóanum gott og líka að mikil beit geti eyðilagt á. Ég hef það nú bara hjá mér, það gríðarlega mikil birkiskógur hjá mér og það bara staðreynd að sauðkindin með hæfilegri beit að hún gerir skóginum gott. En Ágústa, í sjálfum sem væri þetta bara allt í lagi að við lifum í svona lýðræðislegu samfélagi og erum alltaf að reyna að finna hvert við að fara. Já. Þessi hann vill draga hratt úr sauðfjárbeit og annar segir, það við þurfum ekki að gera það svona hratt en við kannski gerum þetta svona og svona og svo þetta bara deilt þetta. En þú upplifir það að svona heilt yfir af þeim sem kannski setja sig inn í þessi mál að þá verður bara hægt og smítandi smyrt yfir á sauðfjárbúskap að hann sé eiginlega að eyðileggja Ísland og við þurfum að bjarga Íslandi frá sauðfínu. Að það sitji eftir. Já, ég held fólk sem að átta sig. Það má eitthvað vera sem á móti einhvers staðar, sem að þú ert ekki sammála, hann má alveg tala. Já, hérna. Það bara verður að vera. Við getum ekki verið að þá síðasti maður í þagnar, það getur ekki verið markmið. Nei. En þú ert að segja að svona einhver leyti hafi þetta smyrt yfir á sauðfjárbúskapinn, að hann sé... Já, eiginlega bara þessi afneitun af fólk, það bara staðreynd að sumir eru svo heitir út í sauðkindina að bara nefna hann á nafn að þá fara menn á suðupunkti. En við skulum bara líka átta okkur á því að sauðkindin er búin að búa með okkur frá landnámi og við búum hér með villibráð nánast og bændur hafa verið þeir bestu framverðir sem hægt að hafa í að vernda og verja landa því að Ágústa, mér finnst það ekki alltaf stundum þegar ég keyri sveitindar og ég ég myndi segja væri fylgjandi öflugum landbúnaði og sérstaklega bílum og svona sögulegum landbúnaði. Stundum kemur á svæði þar sem maður hugsa þetta ekki alveg í lagi Raunverulega ætti bóndi að búa með landinu þannig að hann myndi skila því alltaf betur en hann tók við því. Þannig að hann væri eiginlega svona samverkamaður Guðs í sköpunarverkinu að búa til sem best út á landinu. En stundum sér maður bara að það svona gróðurinn fábreytilegur eins og hann sé alveg að falla bara. Það ekki allsstaðar það sem maður blómlegt landið. Nei, en það líka ekki bara sauðkind, það fer bara eftir því hversu hátt býrðu, hvar býrðu landinu. Ég meina, þú getur farið út á sléttu, það túndran. Það misjafnt hversu austarlega þú ferð á sléttuna eða hvar þú ert upp í heiði, hvort eru mýrar eða annað og það náttúrulega eðlilega fylgir og við mögum ekki heldur vanmeta mólendi og þá getum við líka sagt, takmarkið að breyta öllu landinu í skóg, bara ef við bara tökum það sem dæmi. Nei, stundum átti að heyra það á ákvöstu skógræktarmönnunum en ég held að það sé bara þannig. Já, en þá getum við líka sagt, höfum við leyfi til að breyta ásýnd landsins sem hefur verið að mótast bara í gegnum eldsumbrot og allt slíkt af því að einhver tíman hér á landnámi var meira. Sannarlega var skila landinu betur af okkur heldur við tókum við því. En það alltaf þessi spurning hversu langt á að ganga. Hvað, á takmarkið að vera að skila landinu þannig að verða eins og við landnám? Nei, þannig að þetta nýta það betur í framtíðinni. Þannig að við skoðum ekki lífsskilyrði komandi kynslóða. Það væri bara svona mannlega sjónarhorni, svo getur við haft búið til heimsmynda sem að náttúran hefur sjálfstæðarétt gegn manninum. Já, ég tel bara að þetta sé í gildi. Þú getur alltaf fundið, það alveg sama hvort það innan bændastjætta, blaðamanna, bara nefndu það. Eitthvað slugsa. Það alltaf þannig, ég meina það bara mannlegt eðli.
að einhver staðar eru svartir pétrar og þá eiga bara að vera til úrræði eða eitthvað sem að tekur á því, sem bara því miður MAST hefur ekki verið nægilega duglegt í. En almennt hefur bæði umgengni við land og ef að þú tekur bara ásýnd bíla og sveita bíla hér á landinu núna frá því sem var hérna fyrir kannski 40-50 árum. Já, sem ég man eftir. Það hefur orðið stórkostleg breyting og það getur enginn deilt um það. Og líka á hálendinu og fleira, ég bara hérna þegar ég keyri bara yfir Norðurlandshálendið og leiðinni að norðan og austur, þá sko breytingin á gróðurfari og bara svæðinu frá því að þegar ég var hérna ungur maður að fara þarna á puttunum. Það ótrúlegt að sjá þetta, hvað mikil breyting. En kannski þetta fyrst og fremst bara að vera hittna aðeins. Af því að þetta var náttúrulega fyrir svona 40 ára þá voru inn í miðjum kuldakafla. Já, það er það og það er það sem hefur kannski mest haft áhrif. Það er bæði, það er búið að vera hlýnandi veðurfar sem hefur haft samfara því að sauðfé hefur minnkað og að maðurinn hefur orðið öflugri í að fara í landgræðslur og vernda land. Þannig að þetta liggur allt saman. Og helst í hendur. Við erum skárri en við höfum líka verið svolítið heppin. Já, og svo er bara líka spurning hvort við séum núna að byrja aftur að fara að sigla inn í kaldara skeið. Það eftir að sýna sér betur. En sambandi við, þú segir þetta sé villibráð sem við höfum. Og einhver leyti þá þekkjum við það náttúrulega. Það er alltaf verið að mæra íslenska lambið sem eitthvað einstakt, kannski er það rétt, ég veit ekki, ég hef borðað lambakjöt víðum heim og allt hefur sína kosti sko, en við erum með sérstakt fyrirbrigði sem við ættum að vernda og það er hérna, og það fer á sumrin og upp á heiðar og borðar íslenska gróður og kemur og þetta er einstakt í heiminum. Það er það. Og þetta snýst ekki það að þegar maður er að hefja upp lambakjöt þá þýðir það að maturinn annar staðar sé óætur. Það er nefnilega svolítið þetta í umræðinu sem að mér mislíkar gríðarlega. Þetta er ekki best í heimi, þetta er gott. Já, þú veist að við megum alveg vera með eitthvað sem við segjum að okkur finnst best í heimi. Það þýðir ekki að við séum að segja að annað sé vont. Það er bara öðruvísi. Þetta þýðir það að hver þjóð hefur sína venjur og siði og matar menningu. Og við eigum að halda í okkar og það er bara mjög, mjög mikilvægt. Við erum með, og svo skulum við bara hugsa út í það, já, það er dýrt að framleiða mat. Bara, og ef við ætlum að, við þurfum eiginlega bara að spyrja okkur þessar grundvallar spurningar. Þú veist, ætlum við að rækta sauðfé? Ef við ætlum að fara í það eins og mikill þrýstingur hefur verið á, sérstaklega frá vinstrislagsíðinu að það eigi bara að geyma fé og túnum og heimalöndum einhvers staðar. Þá erum við komin í allt aðra vöru. Hvað er vinstri fólk? Ég kalli þetta vinstri, því þetta tengist þessum loftslags. Því að vinstri er eitthvað svona safnöður. Já, við getum látið það liggja á milli. En ég með þetta er eiginlega þeir sem að þetta er svona viðreisn og samfylkingin sem að hafa verið með svona þessa svona anstöðu við landbúnaðinn. Já, sem vilja leggja áherslu á innflutning frekar. Mjög breytt, en hins vegar eru aðrir sem eru bara með anstöðu við sko landbúnaðarkerfið. Og þegar þú ert að tala sko að vernda matarhefðir okkar, þá hefur sko landbúnaðarkerfinu ekki tekist það vel. Það til dæmis, ef að þú væri með sauðfjárbúskap og væri best í Íslandi að búa til besta lambakjöt í heimi, að þá í gegnum kerfið, þá var mér lengst af bara alla síðustu öld bara ómögulegt að kaupa það. Þá var bara þínu fé blandað saman við slugsan sem við nefndum hann áðan. Það var selt á sama nafni það fé sem að var á beit upp á heiðum og það sem að var kannski frekar niður í fjöru eins og var meira, ég held að svo minna það núna en ég er ekki að segja annað sem verður en betur að hitta, það er bara sjálfsagt að neytandi fá að vita hvort það er. Því að það er til dæmis mjög eftirsóknarvert sauðfé í Frakklandi sem er beitt á fjörur, í Britanska. Já, sem sé ræktaði það. Það er kannski erfiðara hér, af því að við erum ekki með þess að kannski bara stýrðu beit. Féð er að fara svæðin sem eru misjöfn. Líka vegna þess að þessi var allur saman blanda, þannig að það voru afurðastöðvarnar sem að voru, þetta var búið til fyrir þau, kerfið. En ekki kannski bændurnar, þannig að bændurnar sem að voru að reyna að gera vel
að þeir náðu ekki, þú veist, til hérna neytandans. Þú ert að tala um íslenska matamenningu. Skýrið er hluta því, en skýrið er bara farið út úr, sko, bændur búi ekki til skýr eins og var áður. Heldur það gert einhvers staðar og ég get bara fært rök fyrir því að þetta sé ekkert skýr. Ekki svo það var. Þetta er bara einhver búðingur þar sem er reynt að halda sko mísunni inn í skýrinu til þess að hérna afurðastöðu fái sem mestan pening. Og það er bara verið að eyðileggja íslenska matreiðir. Þess vegna skiptir líka alveg óbúslega máli eins og með sauðfjárbændur og annað með þessi örsláturhús. Það er Þú ræddir það nefnilega í Bíslinum. Já, í sambandi við sko þessa samkeppni. Það er eins og ég segi sko með þennan samruna. Sko, afurðastöðvarnar eru búin að vera meira og minna flestar á hausnu nema kannski KS sem náttúrulega hefur gríðarlega styrki í hérna fiskinum og annað. Þannig að við getum ekkert endilega borið það saman. Þarna er einhvern risa fyrirtæki sem hefur bara alltaf á forsendur heldur en aðrar. Við erum með SS fyrir sunnan sem er líka gríðarlega sterkt og það er eina sláturhúsið að vísu á KS sláturhús á Hellu. En SS á þarna bara Suðurlandið og núna er KS búið að kaupa hlut Kjarnafæðis Kjarnafæði Norðlenska og þá getum við líka sagt sko mun eitthvað breytast. Ég er ekki að mæla því bót að þetta endilega gerist. Það er alls ekki. Þú ert að segja að þetta breyti kannski minna heldur að fólk er að halda. Já, því ástandið var slæmt áður. Það var bara mjög slæmt áður og það var enginn. Þetta var menn voru að níða skóna litlu sláturhúsin fara sérstaklega vel út af því þá komum við líka að þessu sko fyrirtækja umhverfi. Það verður að vera þannig í mínum huga að lítil fyrirtæki og ætti að vera að þau sem að kannski eru með X hlutfall eða sérst af eða þú ert með X mörg árstörf ef þú ert undir einhver ákveðinu þá átt þú að fá einhverja skattaafslætti eða launatengt gjöld séu minnkuð eitthvað sem að veldur því að þessi lítil og meðalstór fyrirtæki þrífist og þar einmitt kemur inn í þetta með þessi örsláturhús það er þó nokkuð af bændum sem eru með heimavinnslu og búin að með miklu harðræði og vinnu og peningum búin að koma sér upp vinnslum sem eru viðurkenndar. Þrátt fyrir miklar kröfur sem eru gerðar, þannig að þau þurfa að búa til sko litla fabrikku inni hjá sér. Já, og hafa gert það. Í staðinn fyrir þessi búið til eitthvað svona viðurkenning á því að sko heimasláturhús er með eitthvað tilteknum staðli. Það þurfi ekki að vera sama og stóri aðilinn uppfyllir. Af því að ef þú hugsar út í það, ef ég er bara lítill bóndi, eðlilega ef ég er með sauðfjár og þá er sauðfjárbú, þá er ég náttúrulega ekki að fara að slátra öllum lömbunum mínum í örsláturhúsi. Þá veit ég að ég ætla að selja eitthvað ákveðið magt sjálfur og því slátra ég þessu örsláturhúsi með þau öðrum bændum, hitt fer í stóru sláturhúsin. Það er líka þannig að þegar að þú sendir, eins og þetta er núna, þú sendir öll lömbin í afurðastöðina, það kostar þig að taka heimtöku. Þar sem þú tekur eðlilega, ég meina sláturhúsið er að slátra þessu, þú þarft þá bara að borga fyrir það er ekki ókeypis, en afurðastöðarnar hafa samsett þannig að ef þú tekur umfram ákveðið magn, þá hækkar heimtökugjaldið allt svakalega. Sem er í rauninni þeirra leið til að reyna að koma í veg fyrir það. Drepa samkeppni. Já, að bóndinn geti tekið þetta heima því það svarar ekki orðið kostnaði fyrir hann. Þetta er vandinn við landbúnaðarkerfið að það styður mest þessa stóru. Já, og það er þess að þú ert eiginlega að leggja til að ef við ætlum að hafa öflugan landbúnað, það ætti náttúrulega að styðja grasrótina að finna litlu. Og það breytir engu máli hvort það er bara í búskapnum með annars stað. Þetta er bara yfir allt, bara lítil og meðalstór fyrirtæki hvort sem þau eru í landbúnaði ekki. Það er galið í mínum huga að ætla og sérstaklega litlum fyrirtækjum sem eru út á landi sem eru bæði að fá allt sent og senda frá sér að þegar að annar staðar er verið að umbuna íbúum eftir því hversu langt þú býrð frá þínu helst svona grunnþjónustunni eftir því sem þú ert að sækja lengra í hana að þeim mun meiri hlunnindi ættir að fá til þess að styðja byggð út á landi. Hérna er yfirleitt bara öfugt farið og hérna það muna allir eftir bara kaupmannunum á horninu.
öllum litlu dótabúðunum sem voru til hérna bara þegar ég var, ekki ég nú gömul, en þegar ég var lítil, þá voru dótabúðir hér og þar litlar. Einu dótabúðuna núna eru þetta Toys R Us eða svona er allt kerfi byggt upp á Íslandi. Þannig að lítil fyrirtæki, þau þrífast ekki að því að það eru lögð sömu skyldur með tilheyrandi þannig að kostnaðurinn er hlutfallslega miklu hærri og meiri á þau heldur en á stóru fyrirtækin. Sem veldur því að þessi stóru kettir, þeir leika sér að músunum. Svo bara bíða þeir þolinmóðir þangað til að þreytast svona eins og laxinn og önglinum og svo bara eru það réttnar. Ég ætla að benda þér á að kynna þér stefnu sósíalista í fyrirtækjaskattum. Það sem lagt til að stærð sé skattlögð, að tryggingagjaldið sé lækkað og sérstaklega lækkað á smærri fyrirtæki. Því að við trúum því náttúrulega að þessi besta varan og besta þjónustan veita sem að verkamaðurinn á fyrirtækið sko. Já, á að benda þér líka á að kynna þér hjá Miðflokknum. Það er mjög góð stefna þar líka, akkurat í sambandi við þetta styrkja landsbyggðina og ég held að Miðflokkur sé nú einn af fáum flokkum í því. Já, þá komum við að því að þeir sem hafa verið að reka þessa stefnu, að þeir eru trú sem hefur verið ríkjandi í áratugi og við sjáum þetta í sjávarútvegi og við sjáum þetta í afurðastöðvunum og landbúnaði og fleira. Það er trú á sko stærðarhagkvæmni, að það sé ávinningurinn, að því stærri fyrirtæki sem við höfum, að því ódýrara getur varan frá þeim verið eða oftast er náttúrulega ekki þau verið bara arðsamara. Á meðan að sko smærri fyrirtækin að þau séu eiginlega sóun á peningum vegna þess að þau eru ekki eins arðsöfn. En arðsemi er bara peningur sem eigandinn tekur út úr fyrirtækinu. Í smærri fyrirtækjunum er það oft þannig að sko peningarnir er ekki teknir út úr fyrirtækjunum. Þarna þá líka aðskilja sko gróðan frá blómlegu samfélagi. Það sem í smærri fyrirtækjum skilur eftir sér blómlegt samfélag á meðan að stóru einingarnar gera það ekki. Nei, ekki nema sko það þarf að þrífast með auðvitað. Maður gerir ekki lítið út í auðvitað þurfa stór fyrirtæki líka að vera til. Það þurfa að vera til stóröflug fyrirtæki en ekki á þann hátt að annað þrífist ekki með þeim. Það er bara lína sem hefur verið hérna. Við höfum séð það í sjávarútvegi þar sem stóru fyrirtæki hafa hreinsað allt saman upp. Við erum að sjá þetta núna í landbúnaði sem voru hreinsað allt saman upp. Sem veldur því að smærri byggðir verða háðari þegar þeir koma inn á brothættar byggðir. Svona stór fyrirtæki sem verða aðalatvinnuveitendur svæðanna. Að þá verður svæðið háðum. Já, verður bara menningarlega verra svæði, þar sem allir, eða sem einhver einn drottnar yfir svæðinu. Já. Það er bara ekki gott. Það er ekki gott. Bara alls ekki. Allir, sko. Það vita það allir, en ekkert er gert. Og þetta kerfið er orðið svona að einhverju skrýmsli sem að fóðra sig bara sjálft. Og það vill ekki samkeppni litlu aðilana. Og það er stuðning ríkisins við að drepa það. Já. Og þá komið líka eins og bara með innflutning matvæla. KS flytur í mat? Já, hérna, og þeir eru nú með eitthvað dótturfyrirtæki núna, það var nú Esja hérna vinslan sem að en svo gáðu þeir nú út að þeir varu nú hættir þessu, en eru nú komnið með eitthvað skúffufyrirtæki annað til þess að sjá það fyrir sig. Hvaða hagsmunum þjónar þetta okkur? Nei, við erum ekki að tala um það að það megi ekki flytjan eða að við megum ekki borða kjötanastar frá. Þetta snýst líka bara um öryggi. Við erum búin að búa við svo mikið góðæri núna síðustu 20 árana að fólk er bara farið að gleyma hvernig var eða þegar það var hér alvöru kreppa eða hvað ætla menn að gera eins og heimurinn er núna eins og tifandi tímasprengja úti, stríð hér og þar og yfirvofandi stríð hérna á mörgum stöðum. Hvað ætla menn allt í að gera ef að lokast flutningsleiðir eða forgangur matvæla úti eða annað breytist og við verðum bara einhver afgangsstarf. Við erum hérna lengst norður í Atlantshafi eyja og við verðum, og það bara heyrir undir hverja einustu þjóð, hver þjóð þarf að vera eins sjálfbær og sjálfstæð og mögulegt er miðað við aðstæður. Og við höfum hér miklu meiri tækifæri til þess heldur en vera, af því að einmitt þessi þróun er búin að vera að hagsmuna aðilarnir, gróðin er bara í því meira að flytja inn. Heldur en að... Þú að tala alveg gerbreytt landbúnaðarkerfi, vegna þess að landbúnaðarkerfi sem við höfum er að sömuleyti byggt upp til þess að styðja svona hráefnisframleiðslu.
Þetta á rætur sínar í því að það var alltaf draumur að við myndum flytja út lambakjött sem að við gerðum sko í Sauðasölunni að það myndi kunna koma aftur. Þannig að sumuleyti var kerfi byggt það bara massa framleiðslu á bara skrokkum. Já, og líka kannski á þeim, skulum við athuga með sko á þeim tíma það kannski veldur því líka með fjölda fjár á þeim tíma, þá var frjósemin líka miklu minni. Þannig að hver ær skilaði kannski, það var bara talið gott að ærin skilaði tilbaka einu lambi þó hann ætti 2 og það var bara talið gott ef áætti 2 lömb. Núna náttúrulega búið að vera í gegnum 20 árana gríðarleg vinna og búið að ná upp miklum framförum í þessu, þannig að ær eru 3- og 4-lembdar í dagmargar og miklu algengara að það séu nánast 2-lembdar en 3-lembda ær bara orðin býsna algeng. Þannig að og svo vöðvamassin, kjötmassin utan á hverju lambi orðin miklu meiri. Þú fær meira kjöt af hverju lambi og eftir hverja á heldur en var. Fallþungin hann hefur aukist. En það sem, sko, kerfið eitthvað leyti byggt upp á tímum þar sem var litið á að við varum svona hráefnisframleiðendur, annars vegar í lambakjöti og hins vegar í fiski. Og við getum náttúrulega átt hér alveg heilu kjötfjöllin og fristihúsin full af fiski, þannig að við erum ekki svöng, en það er svona frekar leiðilegt að þurfa bara að borða fisk og kjöt ef að lokast allar leiðir í það. Þannig að landbúnaðarkerfið sem að þú myndir vilja sjá hérna væri það sem að við myndum framleiða á Íslandi, það mat sem að við borðum, og þá er það bara miklu fjölbreytilegri mataframleiðsla heldur en það hefur verið. Já. Við sem betur fer það orð þannig í dag. Við þurfum að stórauka bara garðrækt og... Já, sérstaklega. Og það er náttúrulega, þarf að auka það gríðarlega grænmeti og annað, þannig að þetta sé á... Við sem ekki að flytja þetta með flugi. Já, og bara sem minnstum, auðvitað þurfum, við erum alltaf háð innflutningi á einhvern hátt. En við sjáum nú bara eins og svínabúin, þau eru nú hver farin að framleiða sitt eigið fóður. Þetta þarf að styðja, en við þurfum að gera hlutina þannig að við getum fætt þjóðina og bara til dæmis eins og með ef við bara förum að tala um bara öryggi landsins, bara með tilliti til, ef við færum okkur til dæmis bara yfir í eins og þessa umræðu að ætla að banna eða úthýsa öllu jarðefnaeldsneyti. Ég get ekki skilið þessu umræða því. Mér finnst þetta óheiðarleg umræða. Þessar yfirlýsingar það að Ísland verði jarðefnaeldsneyta laust hérna fyrir árið eitthvað. Þetta er óraunhæft. Það er ekki komið tæknin hvorki á skipin nýja flugvélarnar? Nei, og þó að tæknin sé til staðar, Gunnar, sko, þá skulum við setjum okkur það, við búum okkur, íslenskan alveg frábær núna. Við búum á einni virkustu eldfjalla eyju á jörðinni. Og við sjáum nú Reykjanesskagann. Hann er vaknaður. Og við veitum ekkert hvenar það endað, hvort það breiðir úr sér eða hvað. Við erum með fjölda eldfjalla sem eru komin á tíma. Segjum sem svo. Setjum upp þessa útópíu í huganum okkar að hér verði bara allt keyrt á rafmagni, sama hvað það heitir. Og hér verði bara ekkert jarðefnaeldsneyti bara til. Já, eða eldsneyti sem er búið til með rafmagni, þannig einhverja hugmyndur það að búa til eitthvað svona vetni eða eitthvað álíka. Já, ok, segjum að það sé hér framleitt vetni með rafmagni. Sem reyndar ef ekki enda en það fundist sko... Nei, það fyrir utan það gríðarleg orka sem fyrir það, alveg margföld algjör. En ok, bara búum til þessu útópíu. Hvað ætla menn að gera? Ef hér verða einhverjar meiri háttar náttúruhamfarir, við skulum hafa það í huga, það sem að einu sinni hefur gerst áður, það mun einhvern tímann gerast aftur og það sem að hefur aldrei gerst mun líka einhvern tímann gerast. Hvað ætla menn... Já, ég meina... Allt sem hefur gerst, allt sem hefur til áður. Já, hvað ætla menn að gera ef hér dettur út stór virkjun, Sogið, Hellisheiðarvirkjun, Nesjavellir, Krafla? Hvað ætla menn að gera þegar ekki hægt að stinga bara rafmagnsbílnum í samband? Hvað hjálparsveitirnar, lögreglan, með tilliti til dæmis bara almannavarna, hérna er mjög oft í gegnum tíðina og lögð mikil áhersla á það sem er gott, á skyndihjálp til dæmis og sem er bara mjög nauðsynlegt og þarf alltaf að halda við. Það eru hér auglýsingainslög frá umferðarstofu
öryggi á vegum og bílbeltanótkun og alls konar. Hvers vegna er engin áhersla lögð á það, sérstaklega þegar við erum búin að þjappa 90% af íbúunum hérna á suðvesturhornið. Hvað ætla menn að gera ef að rafmagn eða hiti fer af öllu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu? Átt þú gas í geymslunni? Átt þú eitthvað sem að væri hægt að kalla fyrsta hjálp í geymslunni? Batteri, vasaljós, prímus, lítil gashella til þess að bjarga fólki í fyrstu sólarhringana eða eitthvað. Hversna það er ekkert sem heitir plan B hjá ríkisstjórnunum, en nánast í sama hverju það er. Þannig að þú vilt út af ástandinu í heimsmálum að þá eru í sömu löndum komið svona hvatningum að fólk eigi heima mat til 3 daga og eitthvað svona. Já. Þannig að þú vilt fá einhverja svona aðgerðir í sambandi við matvælaöryggi okkar allra samfélagsins og eitthvað í sambandi sem var rétt að kalla orkuöryggi. Það væri metið þá... Já, það væri heiðarlega með orkuna... En ekkert að nota þetta bara sem svona andtal gegn loftslagsbreytingum. Að tala um þetta að ef allt í einu dettur út Svartsengi að þá væri gott að eiga eitt bensínbíl. Þá munar ekkert það að eiga eitthvað bensínbíl sem getur farið í fyrstu hjálp eða metanbíl. Nei. Þannig að þetta er allt leysanleg mál sem að það er ekki alveg þannig að við hefðum ekki jarðefnaeldsneyti hérna og færi út krafla. Að það væri bara hörmungar í mörg ár. Nei, en einhvern veginn þarf fólk samt að lifa og komast af. Og mér finnst þetta mjög óraunhæft. Það væri þá, finnst mér heiðarlegra að setja fram, við stefnum að hér verði hlutfallið 50-50 eða hlutfallið verði 60-40. 60% rafmagnsbílar, 40% eldsneyti eða 70-30, sama hvað það er. Það væri heiðarlegra í nálgun. En af hverju ættum við ekki að nýta þetta alveg svo við gerðum í sambandi við húshitun, að losnum við að pældi þið verðum ennþá að kaupa kol og olíu til þess að kynda húsin okkar. Hvað heldur það myndi kosta okkur? Hvaða hag heldur að hitaveitan hafi gefið okkur á síðustu 100 árum? Alveg gríðarlega. Af hverju gerum við ekki bara sama með þennan bílaflota sem aldrei hættir að stækka? Já, það þarf að leggja áherslu á það. En ég tel það óraunhæft að við getum útrýmt jarðefnaeldsneyti. Það bara, mér finnst það óraunhæft. En ég er ekki á, það er mitt, svo kemur þessi umræða, sko, ef að maður er ekki sammála stefnunni að þá er maður á mótinni. Það er ekki þannig. Það er bara frábært að eiga rafmagnsbílana, en við skulum líka átta okkur á því að rafmagnsbílar er ekki að fara að bjarga heiminu. Við skulum minna okkur á það að allt rafmagn úti er búið til með kolum og olíu að mestu leyti. Já. Þannig að þetta bjargar ekki heiminum og... Hver verður að gera sitt, sko? Já, þá skulum við... Þóttu við erum að fara einhverja langa leið, þá er ekki fólk sem að segir, ég meina til hvers að vera að taka þessi skref. Þau hjálpa okkur ekki til þess að komast alla leið í Ásbyrgi. En samt getum við bara lagt að stað með litlu skrefum á endan og þá endum við í Ásbyrgi. Þannig að, þú veist, það er þetta að tuða svona í upphæfi allra langra leið að þetta hafi raunverulegan tilgang. Já, ég sagði ekki að þetta hefði ekki tilgang. Það hefur tilgang að stefna á ákveðnu hlutfalli. Og svo með þetta að ætla að útrýma jarðefnaeldsneyti með þessum einhverjum ofur markmiðum fyrir árið þetta gerir fólk sér grein fyrir því hvað þarf að auka framleiðslu á jarðefnaeldsneyti ef á að ná þessu markmiðum. Af því það þarf að byggja upp alla þessa gríðarlegu innviði til þess að ná þessu markmiðum. Það er staðreynd. Það má ræða mér það ágætt sem að Sigríður Andersen sagði daginn að það væri bara þjóðhagslega óhagkvæmt að stefna því að fiskbræðslur sem störfuðu kannski bara 2 mánuði á ári, ekki eins og öll ár, væru keyrðar áfram af rafmagni því að það myndi þýða það að við værum eiginlega með offramleiðslu á rafmagni 10 mánuði á ári. Það væri miklu sniður að nota bara olíu til þess að keyra þessar fiskbræðslur áfram. Já. Svo er náttúrulega langt best að við hættum að bræða fiskinn og gerum eitthvað kannski betra vend. Já, þetta er svona, en svo með rafmagnið mitt, ég held að mesta sóin núna mitt í rafmagninu sé mitt bara byggðalínan, til dæmis. Já. Það virðist vera einhver ofur áhersla hjá Sjálfstæðisflokknum að flytja inn vindmyllur sem að enginn þarf á að halda hér fyrir fjárfestana vini sína til þess að koma þeim nú inn í íslenska orkukerfið og hækka rafmagnsreikningana hjá okkur. Af því það er bara það sem að mun gerast. Og með lofvorðum aukna atvinnu
á svæðunum þar sem á að byggja. Þetta er svona auðséða þegar verið að segja við fjársvelt sveitarfélög sem eru að drukkna í skuldbindingum sem ríkið endalaust búið að dæla af sér yfir á þau, að koma með eitthvað svona verkefni og segja, heyrðu, það verður fjölda atvinnutækifæri sem að munu myndast hér, og þá spyr maður sig, þetta var upp á mínu svæði og það er nú þarna upp á Hólaheiðinni, áform með þarna hnotasteinn eða man ekki hvað þetta heitir, þarna upp á heiðinni á milli Raufarhafnar og Kópaskers. Og ég spurði sveitarstjórnina þegar þau komu og voru að kynna þetta, hvaða atvinna verður? Þá voru engin svör. Og ég sagði sko, það verður engin atvinna. Það verður atvinna meðan verður að reisa þessi skrýmsli fyrir verktakana, sem er ekki einu sinni víst að verði verktakar á svæðunum. Kannski eftir það er ekki neitt. Ítalskt fyrirtæki eins og var við Kárahnjúka. Já. Þannig að þetta er bara mjög varasamt, og við höfum bara, og hvers vegna einmitt til dæmis er ekki lögð meiri áhersla á sólarsellur á hústök fólks til að tengjast hennu kerfið, hvers vegna er ekki lögð ennþá meiri áhersla á framleiðslu rafmagns í gegnum sjávarstrauma og sjávarföll sem eru bara gríðarlega mikil hér í kringum landið. Sjávarstraumar til dæmis eru gríðarlega miklir. Þetta væri mikið gáfulegri aðferð til þess að auka rafmagnsframleiðslu. Það er eftir að finna svolítið tæknina í þessu. Já. Það sé ekki verið að hakka allt lífríkið í gegnum einhverja túrbínur. Já, það sé bara í fjörðunum bara einhver hakkavélar, sko. Já, ég er að segja, sko, en það er búið að vera mikil þróun í þessu síðustu árin, og þetta er eitthvað sem að mér finnst miklu meira. Þá getum við líka, að því þú ert að tala að hakka lífríkið. Ég segi nákvæmlega sama er að gerast með vindmyllurnar. Það er bæði fuglalífið, en svo ekki síst heldur sko spaðarnir. Þetta er búið til úr örtrefjaplasti. Og þetta dreifist hér á sama tíma, og stjórnvöld eru að berja sér á brjósti með að skrifa undir einhverja risa samninga, refsi samninga, og nota þetta sem grílur hér yfir skattborgurunum, að ef við hækkum ekki skattan á okkur og þá þurfum við að borga einhverja ægilega refsiskatta sem er ekkert fyrir mér annað en metnaðarleysi, bæði Parísarsáttmálinn og Kyoto-bókunin. Þetta sýnir metnaðarleysi hjá Íslendingum að þurfa að skrifa undir refsi samninga til þess að geta gert eitthvað. Svo er þetta notað sem svona gríla, þetta á svipaða svo með krakkana, þú veist, ef þú verður ekki stillt þá sendi ég gríla á þig. Þú ert að lýsa svolítið svona byggðum sem hafa verið veikt. Það eru verið veiktar af kerfinu sem hefur verið. Og svo koma einhverjir utan byggðana, getur verið Íslendingar, getur útlendingar, og bjóðu upp á eitthvað, bara fiskeldi eða vindmyllur eða sem er ekki sprottið upp úr byggðunum. Arðurinn að þessu mun ekki fara inn í byggðirnar. Þau bóðu upp og það verður kannski eitthvað svona störf. Ég ætla að fá að grípa fram fyrir eitt þegar þú nefndir þetta einmitt. Ég lenti í könnun. Þá var verið að hringja í ferðaþjónustu aðila á svæðinu og íbúa með könnun. Ein af spurningunum sem var þar sett upp sem segir manni bara að þarna er verið að gefa fólki í rauninni falskar svona vonir. Ein spurningin hljómaði að ef það var í boði myndir þú vilja að hluti arðsins myndi renna, eða yrði nýtt í heimabyggð. Og hvers konar spurning er þetta? Þú getur ekki spurt svona spurninga því að auðvitað segja allir já við þessu. En þú veist það alveg vel að það er ekkit eins og að vindmyllunni sé bara stungið í samband og svo bara er þetta að taka peninga úr henni. Þetta bara fer inn á kerfið og þannig að þetta er... Og hvað er þýðir hluti, sko? Já, einmitt. Það getur verið að þau sjá fyrir sér 2%, en þetta ætti bara 100% að fara í byggðirnar. Mér finnst það þegar ég er alltaf svo Patrísfirði og horfi á kvíarnar. Það finnst mér að akkur er þetta ekki bara eitthvað svona bæjarútgerð sem þau eiga bara sjálf. Þetta eru þeirra úthagar, fjörðurinn. Akkur er einhverju norðmenn, einhverju sem koma hingað og reka þetta, og ég hef grunnað að þeir allir bara reka þetta í svona 15 ár og ná einhverjum hámarsarði og selja þetta frá sér og fara svo. Og hverju er Patrísfjörður bættari? Já, fiskgjaldið er náttúrulega mjög umdeilt. Það auðvitað eru afleidd störf sem að koma af þeim. Ég persónulega er ekki á móti
fiskeldi sem slíku en ég vill að þetta fara á land, að þetta verði landeldi. Talandi veika byggðir, af því að hérna næsti þéttbýlisstaður hjá þér er ekki Húsavík? Jú. Það er ekki svo langt síðan að Húsavík, hérna, þau áttu útgerðina sjálf, fiskvinnsluna, sláturhúsið og kjötvinnsluna. Þar voru, hérna, var ekki sýslumaður hérna og það er sjúkrahús hérna og það er reyndar ennþá. Já, já. En þú veist, þetta var eins og þetta væri, sko, einhvern veginn sjálfstæðu bær með allar sveitinnar sem að tengdust í. Og þarna gat fólk tekið bara ákvörðun þróun byggðarinnar til lengri tíma, hvernig við vildum hafa Húsavík og nærsveitir. En allar ákvarðanir Húsavík í dag og nærsveitir eru einhvern veginn teknar eitthvað allt annars þar. Kannski á Sauðárkrók, mikið í Reykjavík og eitthvað er hérna í Þýskalandi hjá einhverju fjölskyldu sem engin veit hvaða fólk er, sem með bakka. Já, já. Og þau getur tekið ákvörðu bara að loka bakka núna. Já, já. Þetta er allt umdeilanlegt. Það má deila allt. En þetta er bara með þess að horfa á þess að þróun. Já, já. Þú veist, ég meina, af hverju bara rís fólk ekki upp og segir, heyrðu, við viljum bara fá byggðirnar okkar aftur. Við viljum ráða því hvernig það þróast. Já. Við erum ekki að bíða eftir einhverjum lukkurittara sem á pening sem kemur til okkar og er að selja okkur það að hann ætlar að koma og nýta firðinn okkar eða loftið okkar eða jörðinn okkar og með því að láta hluta renna til okkar og taka svo allan arðinn út af því við getum ekki búið til neitt sjálf. Já, það er til dæmis þetta sko með veikingu byggðarinnar þegar að ríkið til dæmis er endalaust að dæla verkefnum yfir á sveitarfélög sem get ekki staðið undir því. Bæði vegna þess að fólki hefur fækkað sem þýðir að það er minni innkoma fyrir sveitarfélögin en skyldurnar hverf ekki. Lagalega sé að þurfa sveitarfélög að sinna ákveðnum hlutum. Þannig að flest sveitarfélög á landinu eru bara gríðarlega fjársvelt og í miklum vanda. Skólamál til dæmis eru stór hluti. Það er til dæmis eitthvað sem að mér finnst að ríkið mætti skoða að taka aftur undir sinn hatt. Það yrði gríðarlega kjarabót til dæmis fyrir öll sveitarfélög sem að myndi þá... Sérstaklega smærri sveitarfélög. Já, sem að myndi þá valda því að peningar gætu þá farið í aðra hluti í sveitarfélögunum. Það þýðir ekki að dæla alltaf hlutum yfir á sveitarfélögin án þess að fjármagn fylgi og segja svo bara, já, hættið þið bara að sóa peningunum og hérna, sem eru svona eiginlega skilaboðan sem Bjarni Ben hefur svolítið gefið, sko. Og allir menntamálaráðherrar Þjóðarflokksins, það er alltaf sagt, sko. Já, já. Að það er hérna, vandi í skólakerfisins er það að það sé eitthvað svona liðin í skólakerfinu sem að hérna, kann ekki að reka skólana og sóar því og sé að kenna ykkur að tóma vitleysu og veit ekki hvað börnin þurfa og maður byrjar allir að hugsa þetta er eitthvað sem er bogið við þessar sögur. Já, bara mjög bogið, þetta bara gengur ekki upp. Það sé allir vitlausir í skólakerfinu nema menntamálaráðherrann. Og þetta bara veldur því að það bara börn sitja bara mjög skakt. Þau eru ekkert við sama borð, eins og segir, sum sveitarfélög eru mjög lítil, önnur meðalstór og allt þetta á milli Já, þannig að þetta er bara eitthvað sem að mér finnst að ríkið að skoða að taka aftur. Talandi þetta, það sem að sveitarfélögin bregðast við þessari stöðu, að þau eru komið í svona klemmu og það líka komið svona reglur það hvað þau mega skulda og hvað þau mega ekki skulda og þess vegna hafa þau kannski minni svona viðbragðsgetu. Ég nefndi þarna Patreksfjörð og fiskeldið og svona fyrir kannski 50 árum hefði Patreksfjörður bara geta að tekið lán og bara byggt upp fiskeldisfyrirtæki og rekið það eins og gerðu með bæjarútgerðir og alls konar fyrirbrigði ef það var að vera lokað 3X á Skaganum. Fyrir svona 50 árum hefði verið fundur í bæjarstjórn hvort að þau ætlu bara að taka yfir reksturinn og fara og komast í gang með starfsfólkinu og hvort að segja þetta halda en maður bara umræðin er alltaf þannig að þessi alltaf verið að bíða eftir því að koma einhvers konar annars staðar frá. En það er ýmsar svona sem hefur þrengt að sveitarfélögunum bæði sko að bara halda utan reksturinn en líka það hvert er hlutverk þessar sveitarfélag sem við eigum þá saman. Það er einhver hugmyndun og það megi bara ekki koma nálægt atvinnuuppbyggingu. Ég veit ekki hvar það dó út kannski fyrir 50 árum eða svo. En til þess að mæta þessu þá var sveitarfélögin saminast og það hefur verið að gerast þarna í kringum þig. Já. Og þá verður til oft svona minni sveitarfélögin, við erum með dæmi til þess frá Seyðisfirði núna, þar sem þau vilja ekki fiskeldi. 70% bæjarbúa vilja það ekki. En þau hafa bara ekkert með það að segja.
Það er fyrst og fremst tekin ákvörðun í Reykjavík og mögulega gæti sveitafélagi þeirra sem núna heitir Múlaþing bara gegn þessu. En Múlaþing bara segir nei við skiptum okkur ekki að þessu. Og þannig að Seyðfirðingar hafa eiginlega ekkert nema mjög veika heimastjórn sem að fólki fer að efast að hafi nokkuð tilgang. Þarna sjáum við líka bara mjög skýrt dæmi hagsmuna. Já, og það er líka það sem verður eftir er að fólkið hefur tilfinninguna að það hafi raunverulega ekki völd það hvernig nærsamfélagið mitt þróast. Já. En ekki viljum við byggja upp svoleiðis samfélag? Nei, en það er bara... Allt þú bara að vera í einhverju verbúð? Þetta fer að vera þannig svolítið, miðað við hvernig byggðirnar eru að veikjast. Og þegar maður horfir upp á það annar staðar frá að bara núna nýlega var maður að sjá einmitt í Toskana héraði á Ítalíu og það er verið að bjóða fólki háar fjárhæðir til að borga, til þess að flytja, segi ég, í svona einhver fjallabæi og annað sem eru orðnir tómir og að því það allir að flytja bara þannig að löndin sjá hversu mikilvægt það er að landsbyggðin sé blómleg og þar búi fólk en þetta er algjörlega öfug þróun hér með svona risafyrirtækjum einhæfum sem komin á svæði. Ég er ekki að segja þessi slæmt, sjálfsögðu það eru afleitt störf, við sjáum álverið á Reyðarfirði, ég bara segja það hreint út, ég vann á Kárahnjúkum í stíflun og þar og er mjög stolt af því, þó að það hafi verið algjör skömm af því að hafa fengið þetta ítalska Impregilo til þess að vinna það. Að því maður sá Austfirðina lifna við, ég er hálfur Austfirðingur og maður var búin að horfa á bæina þarna fyrir austan, þetta voru orðnir svefnbæir mikið, lítil atvinna, unga fólkið bara að fara, álverið hefur bara snúið þessu mikið við og þarna er orðið allt annað að koma þó að mikið betra megi gera en það þýðir ekki að hér er ég að flytja inn fleiri álver. Þetta er bara orðið fínt en af stórum öflugum fyrirtækjum geta sprottið blómleg minni fyrirtæki án þess að vera kannski algjörlega háð þeim stóru. Það geta sprottið en það þarf að vera umhverfi til þess og það þarf að vera hvati í kerfinu til þess að slíkt sé hægt. Og þá komum við aftur einmitt að þessum hlunnindum, minni sköttum. Ef ég er með bara pínulítið fyrirtæki, ef ég er að starta til dæmis fyrirtæki, hvort sem það er í matvæla geiranum eða annað, af hverju má ég ekki vera undanskilin til dæmis því að borga virðisaukaskatt fyrsta árið á meðan að maður er að koma sér upp. Kostnaðurinn er alltaf langmestur í upphafi til þess að aðstoða fólk við að koma undir sér fótunum til að styrkja byggðirna, til þess að styrkja við fjölbreytta starfsemi því það er það sem við þurfum. Í því fylgir styrkurinn. Og þegar við erum bara komið með stór einhæf fyrirtæki inn á mjög brothætt svæði að það er ekki góð þróun þegar eingöngu slíkt þrífst. Það þarf að vera þessi gulrót eða fá fólk til þess að búa til eitthvað nýtt. Já, og hvatinn í kerfinu til þess. Já, en til þess að við myndum búa til svoleiðis samfélag, þá erum við að trúa því að svona krafturinn, lífskrafturinn og sköpunarkrafturinn byggi í fólki. En ég held að við lifum tíma þar sem við trúum því að sköpunarkrafturinn og lífskrafturinn búi í fjármagninu. Að það séu ríkikallinn sem kemur inn í byggðina, sem að bjargi vitleysíkunum öllum hana, sem að kunna ekki fótur sínu forráð. Ég held að við bara, því miður, þá er bara eitthvað svona hugmynd orðið ráðandi og stýrir hvernig ríkisvaldið er að styðja hérna stóru. En kastar kannski á hátíðaræðu einhverju smá til lítilla og millistóra fyrirtækja. Og svo þegar þú spyrði á lítilla og millistóra fyrirtæki, já, stórfyrirtæki á íslensku mælikvarða eru náttúrulega bara millistóru og alþjóðlegu mælikvarða og réttlæta þar með allt inn að fara að styðja stóru fyrirtækin sem að þessi umræða er mjög vanþroskuð og nær ekki utanum það að við erum raunverulega að velta því fyrir okkur hvers konar samfélög viljum við byggja hérna upp, viljum við byggja upp samfélög sem að ungt fólk lítur á þessum tækifæri til þess að gera það, einhverju sköpun og búa eitthvað til og mögulega lifa af því eða erum við með þannig að unga fólki horfir á það, já, ég ætla að mennta mig til þess að verða kannski deildarstjóri í Sjóvá eða einhverju stóru fyrirtæki eða þá að ég bý til eitthvað sniðugt og svo kemur ríkikallinn og kaupir það af mér eftir svona 4 ár og ég verð svona bara ágætlega auðugur og á flottan bíl.
En það ekki svona hugmyndin eins og var kannski fyrir ykkur síðan að þú byggðir eitthvað upp og gast lifað af því með þú og þín fjölskylda til lengri tíma og byggt upp eitthvað. Þannig að hefðir það bara þokkalegt í lífinu? Þetta hefur þetta breyst mikið og þetta var þetta kannski líka öðruvísi. Tækifærin voru kannski ekki ýkja mörg fyrir 20 árum síðan, þannig að það var kannski haldið meira í, en á sama tíma með þessum breytingum að tækifærin hafa aukist, nú getur fólk valið alls konar menntun og tækifæri, en á sama tíma höfum við kannski líka svolítið glatað sjálfsbjargarviðleitninni, að hafa fyrir hlutunum. Það finnst mér hafa dalað svolítið mikið af því að það orðið svo auðvelt að fá allt í dag. Þú þarft ekki annað en að íta bara á takka, þá farið upp í hendurnar eða þú vilt kaupa eitthvað eða það svona, þú þarft ekki eins mikið að hafa fyrir svona almennum hlutum í dag eins og kannski var. Þannig að það er svo margt inn í þessu sem að hefur áhrif á nýjar kynslóðir og en þú fórst að hugsa eitthvað á þessu nótum út í tengslum umræðina KS og kjarnafæði norðlenska og var það þá svona umræðan sem var það að það væri betra ef þessi tvö fyrirtæki væri í samkeppni sem að þú hefur ekki orðið var við að sé samkeppni þarna raunverulega? Nei, það er kannski aðalega það að maður sá eins og RÚV hefur einhliða fjallað einhvern veginn eins og aðalatriðið sé þessi þingmaður og hlutur hans, ég held að fólk... Það náttúrulega alveg glata að maður sé að greiða atkvæði í einhverju nefnd þar sem hann hefur persónulega fjárhagslega hagsmuni af. Já, ég svo sem, það má alveg deila, ég ætla ekki að hafa einhverja beina skoðun af því að lögin sjálf fjölluðu bara það að sláturfélög mættu, eða þau væru undanskilin þessum samkynslögum og mættu renna saman. Þar snerist bara það. Það var ekki verið að fjalla sérstaklega það í þessum lögum að búsæld væri verið að fara að selja hana og búsæld í rauninni, ef svo má segja, bara innlegg bænda. Ef að bóndi í norðlenska ákveður að ganga í búsæld, þá skuldbildur hann sig til þess að leggja ákveðna prósentu af innleggi sínu þar inn. Þetta bara ógreitt innlegg sem að liggur þarna inni. Þannig að það bara í rauninni þannig að þessi hlutur bænda þar inni ógreitt innlegg sem þá bara þarna eins og inn á bankabók og safna þá bara einhverju vöxtum og ef að menn hætta búskap eða fara annað ákveða að ganga úr þessu þá eiga bara heimtingu að fá þetta greitt út og menn hafa gert það. Já, hann komst ekki hjá því að eignast þetta. En það eftir sem situr hann á þetta og þar alveg var hann með svona persónulega fjárhagslega hagsmuni. Já, það er ekkert að deila það. Það má alveg... Eins og ég var í allt inn til umræðu hérna á samstöðinni. Nei, þú veist það sem að ég... Þessi 12 yrði keypt af mér og þá myndi ég ganga út af fundinum á meðan það verið afgreitt, sko. Já. En þú veist það sem ég að meina að RÚV svolítið svona var ég að beina kannski í kaslu svona blaðamenn færi kannski að beina ljósnum sínu frekar af því sem kannski skiptir máli og það þetta sem ég að tala að það þetta umhverfi stórra og smárra fyrirtækja. Að það vandamála því að samkeppnin þú veist, var engin í því skilningi að staðan var slæm en hún ekkert eitthvað að batna eða versna eða eitthvað, þú veist, það verður alveg óbreytt ástand þó að þetta hafi gerst. Þannig að ég held að það ætti frekar að fara að horfa og gagnrýna og kafa ofan í einmitt hvers vegna þessum stóru aðilum vegna svona óskaplega vel í því að gleypa allt það litla sem verið að reyna að búa til og fólk, það til ótal dæmi einyrkja og fólk sem að leggur gríðarlega vinnu, fjármagn og annað til að reyna að skapa sér vinnu þó að sé ekki nema bara fyrir sig, bara búa sér til vinnu til þess að það geti haldið áfram að búa á staðnum þar sem því langar að búa á. Að það geti haft atvinnu og séð fyrir sér sjálft. Það til ótal dæmi það að fólk lendir strax í bardaga við kerfið sem gefur ekkert eftir og fólk bara gefst upp og þarf bara ofta að flytja annað því að það þarf að sækja vinnu eðlilega. Ég hef stundum talað við fólk sem hefur verið með svona, í landbúnaði eiginlega utan kerfana
þú veist, er að gera einhverja tilraunir með einhverja lífrænaræktun eða grænmetisræktun eða pröfa hitt og þetta. Þú veist, þú kannast við þetta að vera með eitthvað vinnslu heima eða rækta geitur eða eitthvað. Það er alveg sammerkt með sögu þeirra allra. Að þau upplifa það að þau sé ekki bara að koma einhverju sem er nýjung inn á markaðinn og að byggja upp sitt fyrirtæki sem að fá þig til að kaupa einhverja vöru sem að þú visst ekki áður af mér, sem er bara flókimál. En þau upplifa öll að þau eru í linnulausu baráttu við kerfið sem er annars vegar ríkiskerfið og svo bara landbúnaðarkerfið sem er einhvern veginn til þess að viðhalda einhverju framleiðslu eins og hún var einhvern veginn og bara hefur bara engan áhuga á nýsköpun sem að náttúrulega þá hlýtur náttúrulega kerfið í sjálfu sér að stefna bara á vegginn ef það er þannig að það drepur af sér nýsköpunarkraft grasrótarinnar. Það hlýtur að vera. Já, og þá líka einmitt það þarf líka svolítið að kafið þetta og koma þessu fram í sviðsljósið líka til þess að reyna kannski að vekja fólk upp og hvetja fólk til þess að vera duglegra og fara frekar til bóndans sem eru með vinnsluna eða eitthvað sér að kaupa af honum frekar. Okay, já, ég get gert það, segjum það. En svo veit ég af því og við höfum bara öll málin út af mjólkursamsölunni þar hún var að reyna að drepa af sér samkeppni í mjólkuriðinni. Það sem er bara endanlausi dómar það er bara búið að viðurkenna að þetta fyrirtæki nýtti stærð sína sem að því hafi verið gefið raunverulega og varið af ríkisvaldinu til þess að berja af sér mögulega samkeppni. Og endaði þetta síðan inn í einhver annari samstæðu. Að þó að ég fari og reyna að styrkja bændur með buddunni minni, að þá er ég hluti af ríkisvaldi sem er raunverulega að ýta undir hérna stóru til þess að þau geti valtað yfir nýsköpunina. Já, ég er alveg samræði. Þetta eru tveir svo sem ólíkir hlutir. En þú veist, hitt lagast ekkert endilega þó að þú fari með buddunaðin og kaupir, en það þarf samt að vera þessi aukna vakning að fólk, þegar þú ferð til bóndans eða fiskbúðarinnar, þú veist, fiskbúð, það er allt annað að fara í fiskbúð og kaupa þar, þú veist þú ert að fá í hendurnar nýjan fisk í staðan fyrir að fara í stórmarkað og kaupa frosið flak, vakuumpakkað eitthvað þar upp úr. Það eru alltaf nýr gæði. Þú veist að hverju átt að ganga, þú veist og þú getur spurt hvaðan fiskurinn kemur og það sama með kjötið. Þú veist hvað þú ert að borða. Þú horfist í augu við kaupmanninn sem þú gerir ekki í stórmarkaðnum því að hann passar sig að vera lengst í burtu og þú horfir bara á einhverjar umbúðir. Já, eðlilega, það er eðlið náttúrulega bara stórmarkað og verslana. Umbúðirnar eru stórlegarar umbúðirnar. Já, þær eru mjög varasamar vegna þess að fannst mér einkennilegt að Fisksalinn, hann getur ekki logið að þeir oft ef þú kaupir á hann fisk. Nei, það er akkurat þetta. Það er einmitt þetta. Hann segir að fiskur sem nýr og hann reynir svona gamall. Já, það er akkurat þarna komið inn og þetta sem ég var að tala með örsláturhúsin og bardaðan við kerfið, að þeim sé sett þessi þröskuldur að eiga og stærri sláturhúsin líka, það er þessi gullhúðun endalausa á einhverjum ofboðslegum íturkröfum. Við getum alveg svo spurt okkur því býtu af hverju voru við þá ekki löngu dauð bara áður en allt þetta var keyrt inn í kerfið. Þetta hefur aukið sláturkostnað og allan kostnað, launakostnaður, allt saman. Það hefur allt farið upp úr þakkinu og sem er ein ástæðan fyrir því að þessi minni sláturhús eru smám saman búin að vera að gefast upp. Örsláturhúsin það er að mynda akkurat þetta ef að ég er bóndi þó að kröfurnar þeim yrði breytt á þann hátt að hlutfallslega væri ég þá að borga minna bara miðað við mínar innkomu heldur en þessi risastóru hvaða hag hef ég af því að ganga illa um vinnsluna mína eða því að ef að þú kaupir kjötamenn alveg sem í fisksalinn og þú bara finnur þá á vörunni að þetta er bara illa handterað og þú verslar ekkert við þetta aftur. Þannig að það er einhvern veginn svona þessi forræðishyggja að fólk, það er tekið fram fyrir hendurnar á fólki svolítið að skapa sér nafn, að skapa sér velvild, viðskiptavild. Hvað er viðskiptavinur? Hann er sá sem kemur aftur og aftur. Af því honum langar til þess og af því að varan er góð. Ekki af því að neyðist til þess. Ég bjó í 1 ár í París
og þar ennþá matadreifi kerfi frá því í gamla daga sem að byggir á því að þú ert kannski með, það slátrari og það fisksali og það ostasali og það grænmetisali og þú verslar alltaf við kaupmanninn. Náttúrulega einhverju leyti byrjað að grafa þetta innan, þannig að þetta eru keðjur sko í raun, en það bara alltaf sama starfsfólki sem að vinna, en merkilega samt mikið af því að þetta bara hjónin sem að reka ostabúðina eigana. Og þau eiga sérstök viðskipti við, þegar þau koma frá Bretagne, þau eru með mikið af ostum þaðan, en síðan kaupa líka eitthvað af byrgja sem aftur með tengsl eitthvað svona. En þetta eru samskipti fólks svona á handabandslevel, alla leiðina. Í þessum búðum að þá þarf ekki innihaldslýsingu. Þá þarf ekki síðasta söludag. Nei. Það þarf ekkert að þessu dóti sem hefur verið búið til þess að verja okkur fyrir lýginni inn í stórmarkaðunum, sem svona. Og það sem maður veltir fyrir sér, ættu ekki frekar að búa til svona kerfi, það sem svona keðja trausts á milli manna frá matnum og þangað til ég borðan. Frekar heldur en að taka stórmarkaða kerfið sem byggt upp á einhverju svona eftirliti og einhverju mælingum og eitthvað fleira frá stórmarkaðunum yfir í fabrikkurnar og yfir í risasláturhúsin og það allt saman. Af hverju eru að flytja það kerfi sem eiginlega ómenning yfir í hitt kerfið sem að byggir upp á bara gamaldags handabandi og trausti þar sem að reynslan sýnir að auðvitað til einn og einn siðlaus maður sem gæti svikið inn í því kerfi, hann myndi ekki vera langlífur. Nei, ég að segja það. En siðlausa fólkið, það blómstrar í hinu kerfinu. Já. Það var ég engu vandræði með það. Og það einmitt þetta opinbera kerfi líka, það bara eins og Miðflokkurinn hefur bara líka verið að benda á það að við erum að markmið ríkisins að gera alla að ríkisstarfsmönnum. Þannig líka þetta kerfi byggt upp að allar þessar flækjur, nýjar reglugerðir, þú þarft að búa til nýjar deildir að því að þetta komið inn, það eru endalaus flækjustig sem kallar á, við þurfum að ráða fleira fólk til að handla þetta. Ég man nú ekki hvað hlutfallið í dag, en hlutfall ríkisstarfsmanna hefur hækkað alveg gríðarlega. Það var gerðið það aðeins að meðan COVID vegna þess að það var en ég skal ræða við þetta kannski seinna, en þetta svona ágreiningur þetta, hvort að það sé raunverulega þannig, en vandinn sem ég held að þú hafi bent á áðan, að þetta með kröfuna sem þarf að uppfylla sem að litlu fyrirtæki þarf að gera. Stóra fyrirtæki, það ekkert að kvarta yfir þessu. Þú aldrei heyrt stóru fyrirtæki vera að kvarta yfir. Ég meina þau leggja ekki sérstaka áherslu á tryggingagjaldið sem að leggst sérstaklega mikið á starfsfólk sem þungur skattur fyrir þá sem eru minni, en minni skattur fyrir þá sem eru stærri og alla svona reglugerðir og þetta þunglamalega kerfi. Stóru fyrirtæki kvarta ekki yfir þessu, þau eru með lögfræðideildir og alls konar dót til þess að sinna skattinum og hinn á þessu. Þau horfa á þetta, það er bara fínt að hafa þröskuldinn nógu háan til þess að verja okkur fyrir samkeppni. Þannig að ég held að kerfið byggist upp eins og þú ert að lýsa. Það er bara vegna þess að það er farið að þjóna stærri fyrirtækjunum og allur þessi þunglamali háttur til þess að verja þau, ekkert eitthvað svona fyrirbrigði sem þetta ríkið sem ætti náttúrulega bara að vera við. Já. Ég get alveg tekið undir þetta. Þetta er bara það sem við erum búin að vera að ræða hérna. Kannski ættum við að hittast og ræða hvernig við getum endurvakið byggðirnar. Já. Því að það er augljóst að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hefur ekki staðið sig vel. Þau hafa farið með byggðamálin, þau hafa verið ráðandi í öllum landsbyggðakjördæmunum, þau hafa stjórnað sjávarútveginum og landbúnaðinum. Það er bara hrein borgríkisstefna búin að vera hér við lýði og byggðinni, þessars landsbyggðinni bara að blæða út. Það er bara staðan. Það lítur að vera stefna þessara flokka sem hafa meira og minna farið með þennan málaflokk. Lítur að hafa verið staðan sem við erum í dag. Já, það er gaman ef að fólk út all land myndi rísa upp og bara krefjast aukina valda inn í sitt. Já, við getum talað bara með svo landsbyggðaskatta. Það er nú til dæmis bara flugvallargjöldin eða ekki flugvallargjöldin, heldur bílastæðagjöldin hjá Isavia. Sem að leggst mjög þungt á landsbyggðafólki sem að hefur hingað til geta bara geymt bílana sína meðan að þarf að fara suður og sækja lækna og þegar að menn tala utanlandsferðir að það kallast ekki grunnþjónusta, nei,
en við þurfum samt sem áður, sko, við þurfum að keyra jafnvel sko 1,5-2 tíma til að komast á innanlandsflugvöllin, fljúga þaðan suður, jafnvel gista þar í eina nótt eitthvað staðar og ekkert allir hafa ættingja annað, það þarf að koma sér svo út á Keflavíkurflugvöll, þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður, þannig að við... Verður það ekki betra að hafa innanlandsflug á Keflavíkurflugvelli, þannig að þú getur bara farið og það er tengt saman? Nei, ég vil hafa innanlandsflugin nær, það er ákveðið þjónusta bæði gagnvart sjúkrahúsum og öðru og margt sem kemur þar inn í, en svo líka einmitt eins og kílómetragjaldið. Það er nú eitt sem að ég bara þetta er eitthvað svo alversta hugmynd sem að hefur verið fundin upp að leggja kílómetragjald. Núna er þetta komið á rafmagnsbílana. Það er verður fært yfir á bara alla almenna, já, áramótin. Það er stefna núna. En þetta bitnar langmest á landsbyggðinni og ef við ætlum að fara bara út í að ræða loftslagsmál, ef við eigum að fara út í það, þá er þetta að færa rök fyrir því að sko ef að ég þarf að ef að þú situr fastur í umferðinni í Reykjavík. Ég tek strætó hérna. Já, ég er nú bara að tala svona almennt. Ég er að tala um að það leggst ekkert á mig, þetta gjald. Nei, en ég er bara að tala það getur vel að við myndum skoða hvert þú þarft að fara að sækja heilbrigðisþjónustu, hvert þú þarft að... Ég er að segja það. Ég keyri kílómetrinn miklu hraðar heldur en sá sem að situr fastur í umferðinni í hálftíma við að ferðast 5 kílómetra. Þar er þetta menga ég minna, allavega meðan ég er á eldsneytisbíl. Við getum farið út í það og öll grunnþjónusta, skóli, vinna, heilbrigðiskerfi sem er nú alltaf verið að færa nær höfuðborgarsvæðinu, það er verið allstaðar að skera niður. Við þurfum að keyra miklu lengri leiðir þannig að við þurfum að borga miklu hærri upphæðir heldur en höfuðborgarbúar og þeir sem eru hérna og þetta er ekkert enga veginn réttlætanlegt og það í rauninni væri eðlilega að setja á þungaskatt sem voru mikil mistök að taka af á sínum tíma að því að þungaskatturinn sko þungi bílsins það er það sem segir til eyðingu vegar. Það er í sko svona þannig að trukkurinn hann getur eyðilagt eða eytt upp malbygginu á við sko 50.000 fólksbíla. Þetta er svo ótrúlega lína. Hvað þunginn sko, hann er ekki sko jaft hlutvall, heldur það stigmögnun í þessu. Já. En þetta sem þú ert að tala um að þetta var meðal annars ástæðan fyrir því að gulvestungarnir í Frakklandi áttu sömuleyti rætur sínar í dreifðari byggðum. Af því að það var mótmæli við svona loftslagsgöttum sem að lögðust harðar á þau heldur en fólk sem að bjó inn í borgunum. Sem er hluti einmitt að bændur líka gerðu uppreisn í Evrópu að það er nú bara, það er orðið svo því líka skýrslu kerfið og kröfurnar á bændur að það var eins og einn franskur bóndi sagði að hann þarf að ráða starfsmann, sérstaklega búið, vegna þess að hann þarf orðið að sitja svo lengi bara á skrifstofunni við að fylla út pappíra. Já, þetta er og þetta er að gerast hér líka. Þetta er ekki sko vinstri mennska því að þú veist, við erum hérna á samstöðun og við þurfum að vera að fylla út okkur skýrslu fyrir okkur fjölmiðlanefnd sem ég sé bara engan pönt í. Ég sé bara ekki pönt í þessu. Þú veist, að vera að skrifa upp einhverja lista sem að þau síðan raða saman og gefa út eitthvað sem að við þurfum að vinna einhvern veginn skýrsluna fyrir þau. Ég verður ekki alveg tekið þetta. En það er eitt sem hún sagði áðan, sem varst að tala eins og væri hörnandi landsbyggðir og það væri að fólk væri að flytja víða erlendis í borginnar. Og þannig er það náttúrulega. Það er meira afl í efnahagslífi borgarna og ég held að bara fólk þegar það er að reyna að skilja allir þess pólitík í Frakklandi og Bretlandi þá verður átt að segja á því að þetta er oft bara orðið svo ólík svæði að kannski París í samanburði við sko dreifðari byggðir. Þetta getur verið sko bara aflið í efnahagslífinu getur verið sko þrefalt í borginni á við annars þar. En sumuleyti er þetta ekki alveg hér því að við erum borgríki. Og það er ekki þessi munur til dæmis á sko landsframleiðslu í bænum og út á landi eins og maður getur séð í öðrum löndum. Það er ekki hannig. Og það er svona tilfinning sem ég hef að straumurinn í bæinn, að hann sé eiginlega hættur. Og það sé töluverður vilji á fólk sem að býr hér fyrir sunnan að fara og búa út á landi. En þá kannski lendir það í ýmsu sem við höfum verið að nefna hér. Að það er bara það að starta fyrirtækið eða búskap eða eitthvað er orðið svo erfitt að það er ekki hægt að gera þetta. En það er ekki vegna þess að sko almenningur vilji það ekki og sér búið að tala landsbyggðina svo mikið niður að fólk lítir á þetta sé eitthvað ömurlegt líf að búa út á landi. Ég held að það sé búið.
Ég held að það, núna erum við frekar á því að það sé bara mjög eftirsóknarvert að búa út á landi. Það svolítið, ég alveg sammálaður þarna. Það hefur sem betur fyrir breyst, en það líka kannski, fólk búið að fá nóg af þéttingunni hérna á höfuðborgarsvæðinu, það upplifir meira frelsi á landsbyggðinni, börnin bara geta flakkað fram og tilbaka og það ekki þetta endalausa skuttl og þetta svona fjölskylduvætna umhverfi oft og mér óar við þessari þéttingu byggða hérna. Skýrar í samstaða meðal nágranna, það svona ljósara hverju nágranniðinn út á landi? Já, það óljósara hér? Auðvitað já, það náttúrulega, mér finnst það mjög ókvænlegt að vita til þess að fólk finnist látið eftir marga daga og það í fjölbýlishúsi og það hefur enginn vitjað það. Þetta gríðarlega sorglegt. Svo maður stundum spurður úti á landi bæða ferðamönnum og jafnvel Íslendingum bara, byrju, ertu ekkert einmana hérna? Bara, hvað gerir þið hérna á veturnar? Já, ég sæki bara vinnu eins og allir aðrir og ég sagði, veistu það, ég hvergi eins einmana eins og í þéttbýlinu. Af því að þú getur verið í þéttbýlinu og mætt hundruðum eða þúsundum manna allan daginn. Það lítur enginn þar upp, nei, blessaður, þú hér. Það sér þið enginn. Hér í sveitinni sagði ég, þekki allir, alla auðvitað eru kannski kjaftasög, það eru ríkjar, þú veist, það alveg svo í borginni, þú veist, það bara mannlegt. En samstæðan alltaf einhvern veginn eitthvað bjátar á og alls þar sem ég fer, þú veist, ég hef mitt rými, nágranninn minn ekki ofan í rúðunni hjá mér. Ég hef ákveðið frelsi, en alls þar sem ég fer hitti ég alltaf einhverja sem ég þekki. Búðinn eða bara mæti bílnum og maður umkringdur fólki sem maður þekkir. Og þannig að það félagsskapur í því, að vera í umhverju þar sem svona flestir þekkja alla eða svona vita til manns og þannig að þetta gott umhverju. Og það náttúrulega, maður finnur það alveg, að fólk vill orðið leita enda maður sér Selfoss, það hefur blásið út og vonandi heldur það áfram austur. En það einmitt eins og þarna sem þú segir, að það sem kemur í veg fyrir aukna búsæld og að ungt fólk geti flutt, það fjölbreyttar atvinnulíf og það sé auðveldara fyrir fólk að starta einhverju. Það svo ótal margir með svo flottar og góðar hugmyndir, bara hugmyndaríkt, en það vantar alls stuðning. Það ekkert, það vantar allt þetta umhverfi. Og kannski svona umræðum það bara hvers svona samfélag við viljum byggja upp. Það eru dreifðari byggðir og svo borgin, að við getum lent í því að búa til samfélag sem að tekur vannkostina af hvoru tveggja. Af svona fjarlægð á milli fólks sem í borginni og kannski svona að vera að svona stundum getur þorpið sko heft fólk, að það að vera færið ekki að vera einstaklega, það svona góðsögnin það, en við höfum náttúrulega erum núna með tækni og svona samgöngur og fleira, þannig að við ættum raunverulega að geta búið til sko samfélag sem að nær kostunum af hvoru tveggja. Það var fleiri valkostir sem að borgin býður upp á, en meiri nálægð á milli fólks og meiri að segja hvernig nærsamfélag okkar þróast. Auðvitað það þannig að þegar maður býr í dreifbýli þá veistu að þú hefur ekki, barnið þitt hefur ekki marga möguleika á íþróttaiðkun, en það bara eitthvað annað sem kemur í staðinn sem þarf að vera og auðvitað, það jákvætt og neikvætt á öllum stöðum, en það sem að mér finnst kannski að vera orðið rosalega neikvætt hér á höfuðborgarsvæðinu að það að sjá þessa ofboðslegu þéttingu á byggðum og þá erum við bara komin út í að tala um lýðheilsu og bara andlega líðan fólks, að þegar þú ert endalaust að gera út af við græn svæði, að það allt orðið svo steriliserað að þetta að mínu mati eykur ennþá meira á, þú ert að auka skuggamyndun í hverfum, það sem að sólin nær ekki og sérstaklega það sem að við nú hér á Íslandi þurfum á hana að halda. En þú ekki alveg upp í Brjáldi? Jú. Það nú sæmilega þéttbýlt. Já. En það var öðruvísi. Það var öðruvísi. Það öðruvísi byggt. Þá eru líka háu húsin byggð upp á hólnum. Já. Og lægri það niður. Já. Skúlagötu og þá eru sko ríka fólki kaupir útsýnið. Það fremst. Tekur allt. Og hinn sér ekki neitt. Já, og nýju hverfin hérna niður í Vógunum hérna. Já.
og þetta, þetta er svo þétt að það er engin áhersla lögð á. Valskverfið þarna í Hlíðarenda. Já, þú getur rétt kaffibollaðin yfir og beðið nágrannanum hérna Sölunum. Sem að þykir nú rómatískt við Miðjarðarhafið í þröngu götunum þar. Já, það er líka, það eru öðruvísi byggðir þar og kannski meiri sól, það er allt árið kring. Þar getur fólk haft þvottasnúrur á milli í götunni. Já, ég veist ekki að veðrið á Íslandi myndi ekki vera mjög hagkvæmt slíku hér, en þetta er allt saman Já, við þurfum að ræða meira um það hvers konar samfélag við viljum byggja upp, bæði og ég meina Íslandi í heild, sem að ég held að sé frekar núna, þessi rígur á milli þéttbýlis og landsbyggðar, ég veit ekki hvað hann er hann er skiljanlegur kannski á 20. öldinni, mikið fólki að flytja suður Mér finnst samt þessi rígur hann hefur dofnað. Það er ekki? Já, það er ekki þessi þetta svona algjöru skil á milli. Ég held að eins og þú segir, fólk er farið að leita út fyrir höfuðborgarsvæðið. Það er búið að fá nóg af þessum vandamál hér og bara talandi bara eins og leikskólamál og það er bara orðið erfitt á höfuðborgarsvæðinu ofta að eiga fjölskyldur og húsnæðið er náttúrulega alveg komið upp úr öllu valdi, sérst húsnæðiskostnaður og það er ástæðan fyrir að fólk er farið að leita út fyrir og þá það veldur því kannski að fólk allt í einu vakna. Það kannski byrjuðu þeir fyrstu á þessu bara af neyð, bara við getum þetta ekki, við ætlum bara að fara hér annað, að þá vaknar kannski fólk upp við það. Þetta er kannski bara magnað að búa hérna og það smitar út frá sér. Það vonum við. Ágústa, takk fyrir að koma hérna í Bæjarfirðinni við hérna Rauðaborðinu og spjalla svona svolítið stöðu bænda og landsbyggðarinnar. Gaman að tala við þig. Sömuleiðis, takk bara fyrir að bjóða mér. Takk. Þetta var við talaðum um Ágústu sem ég tók hérna rétt fyrir helgina og vorum að spila núna. En Oddný Eir er búin að vera gestastjórnandi með mér. Alveg þetta að ég kom með þetta hlussuviðtal inn í þáttinn. Það er ekkert hlussuviðtal. Nei, ég segi svona stórt fyrirferði í þessu. Mjög gott. Og það er mjög gaman að vera gestastjórnandi hérna. Takk fyrir það og ég vil nú ég vil allan þakka Pétri. Þú ert svona gestastjórnandi, hvort að þú gætir orðið bara aðalstjórnandi. Það er eitt test sem við erum með hérna. Það er hvort að þú getur farið með þuluna sem ég fer hérna vanalega um hvernig samstöðin var uppbyggt og hvað er þetta að hlusta á hana og horfa á hana. Þannig ég segi bara biðjum að slúta þættinum í kvöld og ég bara fer. Takk ekki. Okay. Takk fyrir það. Ég þakka tröstið, ég er ekki búin að æfa mig en ég ætla að byrja að þakka þá Pétri Fjellst tæknimanni fyrir upptökuna og Gunnari Smára fyrir samvinnuna og svo vil ég þakka áhorfendum og hlustendum fyrir að fylgja okkur eftir að vera með okkur og minna á að án ykkar væri engin samstöð, ekki bara vegna ykkar virku hlustunar og áhorfs og kommenta heldur líka og þáttöku hérna heldur líka vegna þess að það er hægt að samstöðin er rekin sem sagt það er engin sem rekurna nema hlustendur og áhorfendur eða mestu leyti. Þannig að við viljum minna á að það er hægt að gerast áskrifandi að samstöðinni, þarf að fara inn á síðuna samstöðin.is og þar til vinstri eða hægri er hnappur sem ástendur áskrift og þá má íta á þennan hnapp og þá opnast leiður og það er held í allavega hægt að gerast áskrifandi fyrir 2.500 krónur ef ég mann rétt og má gjarnan styrkja meira og gerast leið meðlimur í alþýðufylkingunni og svo er það þá þannig að alþýðufylkingin er svona skráður eigandi stöðvarinnar þannig að það eru þá hlustendur sem eiga stærri og stærri part í þessari stöð leið og hún stækkar og verður öflugri málsvari, róttækrar, gagnrýnnar, skemmtilegrar samfélagsumræðu og umræðum allt milli himins og jarðar og þá segi ég bara takk fyrir í kvöld. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerið